Partí minn, nei, hérna, Vorum við live? þú að koma aðeins nær okkur, við erum bara byrjaðir og eins og venjulega í smávegis tímaþröng. Ég og Jón vorum ekki aðeir í það. Kannast ég við það. Hérna, við erum heldur betur með góðan gest og hérna, ég ætla bara að bjóða honum Helga að kynna gestin okkar til leiks. Herri, já, ég geti mögulega gert það. Ég er nú bara svona að koma mig fyrir hérna. Helgi, ef að Helgi væri kærastamann þá væri maður alltaf smeykur því hann er alltaf seitt. Já, mitt. Ég segi alltaf að þetta sé ADHD, sko. En býtu nú við. Skýta afsökun, Helgi. Er það? Er það ekki? Er það samt? Hún hefur virkað fínt fyrir mig, sko. Hingað tilskilur. Já. Minni alla á að slökkva á top chat og vera með live chat, þannig að þið sjáum nú alla gullmólna sem við fáum hérna. Já. Hvað eru margir? Það eru 18 komnir sem eru byrjaðar að horfa á okkur. Já, Jóhann Haukur Gunnarsson. Þú er búin að vera hugbúnaðarsmiður, skapandi rithöfundur, starfa hjá nokkrum fyrirtækjum, þó nokkrum. Þú varst í Kaupþing, hvað var það ekki, áhættustýringu. Þú verið hjá CCP, Menica, Vusi Nextcode, við kynntum staðarinn minn þegar ég var að vinna hjá Íslenskri erfðagreiningu. Og Ripple, og síðast varst að forrita eitthvað fyrir Ripple, Cryptocurrency. Skrifaði bók, ekki fyrir svo lungu sem heitir Path of the Dragon. Og það er pathofthedragon.com fyrir þá sem að vilja kíkja á það, hún er aðgengileg þar. Það er mjög áhugaður bók. Ég hef ekki lesið hann alla, en ég hef lesið svona ávalda kaflúrunni. Og þú varst virkur í starfi Pírata frá 2011-2015, þú og aftar góðvinni. Eða svona allavega, þú veist, þeir voru góðvinnir. Kannski ekki skoðanabröður í dag. Þú varst í þingmannanefnd afnám gjaldeyrisshafta á sínum tíma. Og ýmislegt fleira, ég ætlaði svona að láta þetta duga, ég tók þetta saman. Þannig að, velkomin í þáttinn. Takk fyrir. Við erum búin að þekkjast og í svolítið tíma og höfum alltaf reglulega tekið svona spjall. Verið að lyfta stundum saman og Jói segir svona þægilegur maður að þú vilt fara aðeins í dýptina, vilt pæla í hlutunum aðeins dýpra, fara alveg svona í ýtrustu minnstur og ég þarf að ræða við einhvern tölfræði sem að ég er meira obsessed á svona smáatriðum, þá fer ég oft í Jóa, sko. Ferði í hann. Já. Var í dýpra. Ég var mjög djúpt í hann. Hvað er í gangi? Já, rosalega ástyrna. Það er vel á dýptinu, við ætlum að ræða. Varst þú ekki að koma frá París annars það? Hvernig var það? Varst ekki bara með félaginu þar, eða? Jú. Það er ekki rosalega notalegt, eða? Það var mjög gott. Já, við ætlum að ræða pegging eftir. Já, viltu taka það með peggingumræðinu, eða? Fóð þú og hann þá saman, eða? Já. Já, það er bara mjög, veist, gisting í París er mjög dýr, þannig að menn eru bara að deila alls konar. Já. Ímislegu deilt. Þetta er ekki kallað borg ástarinnar ástæðlausum. Nei. Sannarlega því. Já, það er skóur, félagi minn býr hann er sjóðstjóri hjá NATO, hvað heitir það, Boisti Bologna. Og það er við erum að tala að það er svona skóur sem þetta er svona dýragarur eiginlega. Það sem er bara svona alls konar típa af vændi og hann er frekar stressaði maður og hann hjólaði hann í gegn og þetta voru svona fullorðin karlmenn í kjólum að reyna að ná honum, sko. Og þetta við erum að tala þetta er bara heill skóur af bara einhverju svona geðveiki og svo á daginn þá er þetta bara fullkomlega eðlilegu fjölskyldugarður, sko. Hvar er þetta, segir Já, yes, þú veist allt um það, ég sendi þér alveg sérstakar upplýsingar þetta. Já. Það er allavega nóg að ræða, sko, það er nóg búið að gerast. Meðal annars, hvað er að byrja? Mér langaði að byrja á þessu drónadæmi, er það satt að það hefur einhverju þjóðverjar verið handteknir fyrir að fljúga drónum yfir Noregi eða er það bara einhverjir falsfréttir eða? Ekki hugmynd, sko, en ég veit að það er flugvöllur þarna, það var innanlands umferð sent tilbaka. Þetta er flugvöllur sem er líka herflugvöllur í Noregi. Hvað heitir eyjan? Heitir hún ekki síðan í Danmörku sem er fyrir svona austana Kattegat, það sem er hvað heitir hún, Bornholm eða eitthvað svoleiðis. Bornholm. Já. Það er mikið af radarstöðum og svoleiðis, þannig að þessar drone sightings eru í kringum svona major military infrastructure, sko. Þannig að það er ekki tilviljun, sko. Haldið þetta sé rússar?
Mér finnst þetta furðulegt sko. Ég muniði eftir New Jersey í fyrra. Já, Þú veist, muniði eftir skrýtna dæminu í fyrra. Jú. Sem að, þú veist, það var í Bandaríkjunum. Það var líka bandarískar herstöðar, það var líka dróni þá yfir þýskuskipi og þeir áttu erfiðleikum, þú veist, bara með útskýri hvað það var og sko borgarstjóri New York held ég og fylkistjórar hérna New Jersey og eitthvað voru bara byrjað að koma fréttur og byggja bandarísk yfirvöldum upplýsingar hvað þetta væri. Já. Og svo bara einhvern veginn svona hvarf þetta. Þetta voru ógeðslega sturla tímabil, þetta voru svona 2 vikur ég man og allir voru bara að giska á hvað þetta var. Er það að leita geislavirkum efnum? Er þetta svona, hvað hétt hérna, er þetta svona Designated Survivor Series hérna, þú veist bara. Kom aldrei í ljós. Nei, maður bara gleymdi þessu, Þetta bara sko. hvarf, þetta var ofurðulegt. Þetta kompjútaði ekki. Nei. Þannig að þú veist, þetta helst ekki í narratífinu og svo hvarf þetta. En þetta sem er að gerast núna, þú veist, jú, þetta er nær Rússlandi, make alveg sense, kom þar samt einhverja sannanir, búið að skjóta niður dróna. Nei, það er ekki búið að segja neitt. Þeir myndu, sko, þetta er skrítið, sko. Norður myndi make sense fyrir Rússa, eins að þá var að koma einn kapotum frá Norður-Rússlandi frá Múrmansk inn. Þetta er eitt svona mest valdaðasta svæðið. Bornholm myndi make sense að því að það eru alls konar varnir þar, en ég meina að þú veist, þeir þyrftu fyrst að fara í gegnum Meistarasalslíkin og Pólland, sko, svona Finnland og Svíþjóð, svona, þetta er svolítið langsótt, sko. Ja, það sem er skrýtnast af þessu er, ok, þú ert með hérna hátækni vætt ríki, hluta af NATO, ok, sem eiga geta keypt búnað frá Bandaríkjunum öðru og þetta er einhver einn anskotast dróni yfir flugvelli og heldur hún lokum, þú veist, ég veit ekki, það var dróni, þú veist. Þessumóminn var alveg bara að loka, bara alveg frekar lengi. Og þú veist, ef þú getur ekki skotið niður einn dróna og tekið bara, og þú veist, og sópað bara flugvellin, skilur en hann fær bara vera hana í 4+ klukkutíma. Það er eitthvað þarna sem meikar ekki sens. Þetta kompjútar ekki. Nei, þetta meikar nefnilega ekki sens. Ég var að halda þið fram og þá kemur einn hérna, sem sagði ég væri bara eitthvað rugglaður því að þetta væri augljóslega Rússar. Og þú veist, þetta bara, af hverju er það augljóst og í fyrsta lagi og hérna ef þeir telja vera hættu á ferðu, myndu þeir ekki skjóta niður einhverja mannlausa dróna? Það er annað heldur en að skjóta niður manna. Manstu eftir hérna loftbelgnum hérna yfir Bandaríkjunum sem að þú veist, það voru 60.000 hættu, skuta hann ekki niður, það var bara verið að reyna að vekja Biden, bara, hvað er að gera þetta? Svo 2 vikum seinna þá senduður einhverjar orrustuþotur þessar hraðflegustu þarna. Hér segir einn reyndar bara svo ég skjóti að því að kemur beint inn í umræðuna að bara strákar Pútín viðurkenndi í gæra að hafa sendt drónana til Danmerkur. Ég sá þetta viðtal, ég held sko, hann var að setja grínast með þetta sko, mér fannst að hann var bara svona kaldhæfnislegur. Er hann ekki að tala um það sem hann verið í einhverju sjónvarpsal með einhverjum aðdáðum, það er fólk í salnum og það verið að spyrja út í þetta og hann er bara svona hlæjandi bara, jú, ég sendi þessa dróna og líka til Portúgal. Ég þarf að sjá þetta til að því hann er frægur grínari sko með svona. Við vorum að ræða sko, þú veist, jafnvel þótt að hefði verið rússnesku dróni, af hverju fær hann að hanga svona lengi yfir flugvelli og það er ekkert að gert í þessu. Hvað er það að kosti að halda flugvelli lokuð? Ég get sagt það, ég satt einu svona í skerrigerði Stockholms, hvenær ætli það að verið svona 2016-17 og þar satt ég að borðið með aðmiráli í sænska hernum og þarna voru, þú veist, menn sem voru búin með fulla herþjónustu og hann er spurður, þú veist, hvað heldurðu að þú veist, ef það verið gerð innrás, þú veist, og það er alltaf bara eitt land sem kom til greina, þú veist, hvað heldurðu að þau geti haldið landinu lengi? Og hann horfði á okkur, glotti svona að þessi tönn og sagði, við getum haldið Stokkólmi svona fyrir háti. Þetta er bara í næsta staðan í hernum og þetta segir okkur svolítið mikið, á þessu tíma voru 26.000 manns svona aktiv personal í sænska hernum, vissulega er þetta hátækniðar en þetta eru 26.000 manns. Bara í Úkraínu eru Rússar líklega, þó þetta sé ekki offísíal tölur, líklega búin að missa 1.000.000 manns, bara þeir. Og þeir eru með yfir 600.000 manns á svæðinu þarna núna. Hvernig ætlar að keppa við það?
sem betur fyrir að það eru finnar aðeins nær sko, þeir eru með rosalega hér sko, það er allir að skjóta í Finnar. Ef að finnar eru með 8 manna hér þá gæti það virkað. En þú veist þeir eru alveg bara með þeir eru með rosa öflugt reservista program sko, þeir eru allir að skjóta fokkin rifli í Finnlandi sko, þeir eru töffara sko. Mér finnst þetta sko, þeir eru að tala rússa sem einhverja ógn við NATO, mér finnst þetta bara að það meikar ekki sens út frá bara mannabla eða stærð hagkerfa eða neitt, skilju, mér finnst þetta svo skrítið, mér finnst þetta bara svona fyrir þokkalega skynsama mann, það er mjög erfitt að selja mér að Rússland sé eitthvað raunverulega ógn við NATO, bara út frá þessum tölum, skilju, Rússland er með svipað stórt hagkerfi og Kanada og Evrópa eru 1 milljarður manna, þeir eru 160 milljónir sko. Ég horfði á viðtali Pútína sem hann var að segja að Rússar ætti ekki sens í NATO, hann sagði mér svo það var þýtt allavega þannig, það var þýtt svo bara, ertu eitthvað rugglaður, við eigum ekki möguleiki NATO. En þetta er enn eitt, skilur, við erum í einhverjum svona tímalínu þar sem ekkert meikar senslingur og allt er furðulegt og það er búið að vera svona sívaxandi með hverju árinu, en að ég veit ekki hvort við munum eftir talin svarta svani, það var hvað heit hann, Talib, Nemen Talib, skrifaði bók sem að, hugtakið anti-fragility, eða kannast við það kemur frá honum, en þú veist, 11. september. Það verður ekki brothættur. Já, 11. september kemur, þú veist, svo kemur fjármálahrunið, þú veist, svo kemur Trump, fyrir marga var það, þú veist, mjög skrítin tímalína, hann var kosinn og ég held að það sé búið að valda ákveðnu svona polarity í heiminum og svo kemur COVID og það er alltaf styttra á milli svona svartra svana, af því að þú veist, kaos, og þetta er bara starffræðilegt líka, kaos býr til meiri kaos. Þegar þú segir svartur svanur, að þá áttu við hluti sem eru tölfræðilega mjög ólíklegir. Þú veist, það var alltaf að tala um að svarti svani var ekki til, þannig til að við fórum til Ástralíu, það voru bara fullt af svörtum stöðunum í Ástralíu, en þetta var nota sem hugtak þú veist, þetta var bara eitthvað sem var ekki til. Og þetta er svona, þú veist, þetta er hvítir hrafnar á Íslandi. Já, þetta er svona 7 sigma eða þú veist, þetta er eitthvað sem er svo ólíklegt að fólk bara gerir ráð fyrir að geta ekki gerst, nema að fólk vanalega... Times var búið að prenta bara út Hillary og bara óskunni til hamingju. Já. Bara fílít. Já, fyrir ekki það. Já, ég meina ekki mál, þannig að það er einhvern veginn eins og ólíklegi hlutir hafi orsakað það að ólíklegri hlutir sé að gerast. Þannig að núna það er ekkert sem kemur mér og óvart lengur. Ég veit ekki hvort að þið séu það líka, þú veist, ef að geimverur myndu lenda loksins á Snæfellsjökli þetta er alla þess að býða ákveðnum hóp að ég myndi bara vera, ok ég verði alveg að viðkynna það myndi ekki sjokkera mig mikið með margt annað. Ég held að mesta spurningin að kemur geimur hafa hvort það var evoke eða ekki sko. Þannig að pælingin er að það sé alltaf skemmri og skemmri tími milli þessu stóru atburða. Já, og það, þú veist, og sko varandi Rússa og innrásina í Úkraínu, mín skoðun er bara þeir ætluðu bara að labba inn og taka þetta 3 dögum. Og voru mjög nálægt í sko. Og bjarga andlitinu, þá var hann bara búin að vera í mesta rugli sem ég hef hort upp á nokkur verið í. Þú veist, mér finnst þetta bara hræðilegt í, mér finnst þetta bara, þú veist, það er mín afstæð, þetta er bara hörmung fyrir báða aðila. Og þetta er líka hörmung, en þess að sko, eins og mörg önnur lönd í heiminum, að þá er fæðingartíðin í Rússlandi komin langt undir, hvað er hún, 1,6 eða eitthvað staðar, sko. Já, þannig vel undir 2. Já, og nú er bara búið að sko slátra 1 milljón karlmönnum og dánir eða illa slasaðir, margir búin að flýja land, þú veist, þannig að staðan þarna, þetta meikar, ég sé ekki... Og sama með Úkraínu, þeir eru náttúrulega líklega með svipa mannfatt og þeir byrjuðu þetta stríði 46 milljónir versus 160 í Rússlandi. Þannig að sko, að þeir eru þrefalt verð á veg komnir í rauninni með mannfjölda. Og þeir eru að senda konur í framlínuna. Sem er bara upp á áfram konur alltaf, ef þú ætlar að halda upp í einhversu population, bara þú ert í einhver existential og það segir, sko, ég ætla að leiða þetta aðeins út, sko, að því að þeir eru vissulega farin að senda konur á framlínuna eins og þú segir og það bendir til þess að þeir eru ekki með kallmenn til þess að gegna herþjónustu sem er á þessum aldri, þeir eru búin að víkka herþjónustumörkin og nú er þeir með gamla kalla og alltaf yngri og yngri stráka og þeir eru farin að senda konur á framlínuna í einhverjum mæli en þeir eru að auka, þeir eru bannaði núna að fara úr landi og sérstaklega úr læknisfræði mentu eða hjúkrunarfræði mentu eitthvað mátt ekki heldur fara úr landi, það voru það sinna slösuðum. Sko, það segir okkur það að framlínan er að fara að kollapsa. Við vitum ekki hvort það verði í dag eða á morgun eða eftir 3 mánuði eða 6, veist, en við vitum hún er að fara að falla. Sem segir okkur það að ef hún brostnar, þú ert nú mikið fyrir svona gamlar orustur og svoleiðis,
og þú þekkir það úr þessum gömlu orrustufræðum ef að sko framlínan brotnar að þá er stríði, þá er þetta bara búið. Þá er bara, þú veist, þá eru þau bara flankaðir og allt fyrir köku. Þetta er bara búið þá. Og Evrópuríkin og Bandaríkin NATO, þeir eru ekki að fara að láta það gerast að Rússarnir labbi bara yfir allavega vestur Úkraínu. Og ég held að það sem við erum að sjá, og við erum búin að vera að sjá, til með Stefánínar er búin að vera að setja þetta í blöðin, í story hjá sér í minnsta kosti að þú veist Financial Times er búin að vera að tala að þú veist hafnir í Rotterdam og Hamburg og fleiri stöðum er búin að taka seksjóna sem eru bara hergagnaflutningar og þetta er svona major dæmi, þetta er bara gert í stríðum. Það er verið að undirbúa spítala fyrir major dæmi eitthvað og það segir ekki hvað það er, gæti verið stríð, mjög líklega stríð, einhvers konar stríð eða borgarstyrjöld. Og þá spyr maður sig, gæti verið að Rússar séu að skoða alla nærliggjandi flugvelli og annað sem að gæti verið notaðar til þess að fara inn í vestur Úkraínu að NATO. Vegna þess að líklegast finnst mér að vesturveldin mun fara inn í Úkraínu, fara að ánni Dnípró sem að liggur alveg í gegnum Úkraínu og skiptir eiginlega vestur og austrinu og Úkraínu verður bara einfallega að skipta upp sko. Ég held að það sé niðurstaðan. Ég var nú að spá því fyrir 2 árum held ég. Það er mjög líklega niðurstaða sko. Það er alveg sviðsmynd, ég meina það, eins og ég segi, kaosinn það er mikill að ég held að maður verði að hugsa allt og þetta er áhugaverð kenningaður, mjög áhugaverð og tengir drónarinn og annað sem tengir, ef við höfum dróna sem þema í smá stund þá er líka bara Úkraína búið að sína fram á hvað er þetta að gera svona asymmetric warfare, þú veist, hernaður í dag, ég er ekkert sama var áður og það sem gerist þegar þú sérð að það er komið stökkbreyting í tækni sem er náttúrulega eitthvað sem er að gerast alltaf, eitthvað sem ég hef unnið við bara alla mín ævi er hátækni. Við sáum síðast svona mikla vopnaþróun í fyrri heimsstyrjöldinni sko. En það þýðir líka, skilur, þú getur ekki gengið meiri segja, þú veist, með ok, ef að hérna fronturinn kollapsar, að þá gerist þetta. Já, það gerðist alltaf. Mögulega er tækni búin að breyta sig. Ég meina, Úkraínumenn eru með 3-vítapretta dróna, þeir eru að spýta þeim út mjög hratt núna. En það er líka annar land sem að býr til mikið af drónum og DJI og svona. Og það er landi sem að mér finnst áhugavert í þessari jöfnu, Kína, af því að þar er raunverulega ógnin fyrir Rússland. Sko, sí er búin að vera að, þú veist, búa til alls konar ástæðu fyrir því af hverju Kína á tilkallið þessa landasvæðis og þessa landasvæðis og það stærsta stríði sem við erum kannski að bíða eftir er innrás Kína í Tævan. En Kína og þú veist, Nepal og Indland, það er búið að vera ýmislegt í gangi þar líka og það er út á vatnsréttindum. Og vatn er mikilvæg auðlind. Það er miklu meiri uppsöfnun sko af hermunum á landamærum Indlands og Kína og það hefur verið sko, þetta er eins og alls árs gamalt. Og ástandi milli Indlands og Pakistan. En sko, please, ekki fara í stríð. En að keisararnir í Rússlandi tóku part af því sem var Kína fyrir 100+ árum sem er austasti partur Rússlands og þar, bara rétt við landamærin á Kína er vatn Lake Belail, held ég að ég er að bera rétt fram Belail, það er 20% af ferskvatni jarðar og það er alveg full ástæða þar fyrir Kína að koma inn sko. Þú veist, þannig að maður er bara þess vegna finnst mér líka svo fyrirlegt býtu, ok, Rússland er sett með allan heraflan sinn akkurat eins langt í burtu frá því sem að Kína myndi líklegast vilja. Kína er bara þvílíkt að reyna að taka tilkall á landsvæði út allt. Bandaríkin er að búa sig undir stríð við Kína 2027, þú veist, það er bara búið að tala 2027 sem einhvað. Samt er ekkert að gerast þarna, þú veist, og þarna fyrir ég að klóra mér í haustum, þú veist, þess vegna finnst mér bara... Þeir eru búin að funda mikið, Putin og sí. Já, þeir eru búin að funda mikið, en hverju voru líka rosa miklir hérna... Þeir eru með mesta viðskiptaframband sem þeir nokkuð tímann hafa haft, sem að þessi viðskiptabönn basically leiddu til. Já. Til sko gríðarlegs falls á eftirspurn eftir dollar og SWIFT-kerfið er ekki jafn nauðsynlegt og það var, þú veist, þeir bjuggu til eitthvað nýtt og þú veist, og það er alltaf þessu, þeir langar greinilega að bæta einhverju við. Nei, ég glóta bara að þú segir SWIFT, skilur, og því að Ripple sem ég var að vinna fyrir, skilur, það var aðal missjónið uppalega, var að nota kryptó til að gera kerfi sem að flytja peninga miklu hraðar á milli landa heldur en SWIFT. Mér langar að ræða einmitt bara kryptó eftir hana, ég var til í að að því að ég veit að við erum með marga sem hafa einhvern áhuga og ég er grjót heimskurumyndan, ég var ekki til að fræðast það eins og eftir. Ég bara veit það, ég hlakka rosalega til að sjá öflugu feminista sveitina í til dæmis eins og Háskóla Íslands og öðrum stöðum takast á við þetta stríð.
líklega á vígvellinum. Mér finnst það eitt áhugavert varandi þetta að kenning sem ég hef heyrt að já, Vesturlöndum að sé verið að bakka með þetta woke-ógið að af því að þeir vita það að ungir, hvítir kallmenn eru svo ógeðslega óánægði með þetta, þau vilja þetta ekki og þeir verða að halda þeim aðeins betri þegar kemur að stríði sko, þeir eru að einhverju leiti að bakka með þetta út af því. Mér finnst þetta hvort sé eitthvað til í þessu, ég veit ekki. Málið bara pælda eins í, þú veit náttúrulega bara með sko ákveðin hóp einstaklinga sem búið að ala upp sem aumingja, skilur það búið að koma ógeðslega illa fram með þá, þeir upplifu ekki að þeir hafi ástæðu til þess að verja einhverja heild. Og það er ekki búið að bara tala niður til þeirra og niðurlega það. Já, þó að við elskum þessa drengi og þó að fleiri gera það að þá upplifa þeir kannski eins og sé búið að mála á eins og í hótt. Þeir halda yfirvaldið. Hvað heldur að sé margir ungir kallmenn í Bretlandi sem langar núna að fara að deyja fyrir landið sitt? Það er bara putun upp í loft og fuck you. Þeir hafa engan áhuga. Það er búið að taka í burtu það, þú meður vera stoltur að því hvaðan þú kemur. Það er búið að taka í burtu, þú meður vera stoltur á landiðinu og þjóð. Það er búið að taka í burtu öll sameiningatá. Og þetta er bara eins og, þannig að þetta er orðið í raun og veru, þú veist, það er búið svona Bretland er líklega við vestu, þeir eru að banna sko Union flag, þeir eru komni lengst. Banna enska fánan. Þeir eru komni lengst. Myndið þú mæta allir vinnu hjá einhverju random fyrirtæki út í bæ? Að því að myndið segja þér koma mæta og það myndi ekkit borgaði fyrir það. Þú veist, það er engin tengsl. Það myndi hrækja mig líka svolítið. Já, hrækja í leiðinni. Þú veist, það er alveg, sko landamæri og þjóðirni og þjóð og svona, þetta hangir allt saman. Að því að þú vendar þá heild sem þú tilherir en þegar það er ekki til en heild lengur þetta er allt orðið bara eitthvað diffuse og það er bara það er litið á einstaklinga bara sem þú allir útskiptarlegir þú ert bara svona einstaklingur það er að setja annan einstakling í staðinn fyrir þig þú ert bara hagfræðileg eining Já, líka bara það er svo mikið af heimsku það er svo ógeðslega mikið af heimsku kringu það veist, mér langar bara aðeins að expanda þetta fyrir spólum svo tilbaka þú ert með fullt af mönnum sem að hata bara menningun okkar og þú ert með fullt af fólki sem gera það þú veist að vera að segja já þú veist demografían er að breytast það er að segja skilurðu hvernig fólk skiptist niður eftir aldri og kyni og þá er sagt já við getum flutt inn fullt af fólki en þetta fólk vinnur ekki eins og hinir það er vitað að stendur ekki undir sér skattarlega þannig að þú veist og hugmyndin var að fá inn yngra fólk til þess að myndi vinna til þess að geti haldið upp í kerfinu þannig að sú hugmynd virkar ekki Svo ætlar að taka einstaklingarna sem eru fyrir í landinu og þú ætlar að senda á því burt í stríð til að láta skjóta á eða drepa á þess að verja eitthvað og hvað gerist? Þú ert í rauninni bara að hraða á þessu genocide þar sem að það er búið að vera að flytja inn fólk og konur ekki að eignast þetta er bara þetta er svo heimskulegt og þú þarft að hata menninguna þína, þú þarft að hata þjóðina þína, þú þarft að hata kynþáttið þín, þú þarft að hata alla forföðu þína til þess að ætla að standa fyrir svona hugmyndafræði, þú veist, þetta er algjörlega galið. Ég nota orðið hata, að því að þú veist, á meðan að ég segi kannski á móti, pössum aðeins upp á þessa hluti og komum jafnt fram við alla og þá finnst mér allan þá sem búa en þú veist, þá einhvern veginn, þá er ég öfgamaðurinn. Þú mátt hata. Sko ég meina, þú veist, maður er bara hatur er tilfinning sem á fullkomlega rétt á sér eins og allar aðra tilfinningar og sá sem að raunverulega elskar eitthvað, hann hatar það sem ógnaði. Og þetta er bara mjög eðlilegt en þú veist, þeir sem ég hata fyrst og fremst eru náttúrulega þetta viðbjóðslega fólk sem að kemur með þessa innfluttu hugmyndafræði frá Bandaríkjunum sem að við það lifa allir eftir einhverju narratífu og við ætlum að fara að lifa eftir einhverju sýkla narratífu sem er innflutt frá Bandaríkjunum sem snýst það að hvíti maðurinn sé svo vondur, að gagginni maðurinn sé svo vondur það snýst að láta okkur hata okkur það mikið, að skemma sjálfsmynd þjóðarinnar það mikið að hún sé til að skvitta upp á eigið sjálfsmóð og ég get alveg sagt ykkur þetta fólk sem ber ábyrgð á þessu, ég fucking hata það og ég ætla að fara og ég ætla að fucking rekja þetta fólk burt og það mun koma dómstafur fyrir þetta fólk. Þetta fólk er ógeðslegasta þetta er ógeðslegasta og fyrirlitlasta fólk samfélagsins í algjörlega fucking fyrirlítið þessa einstaklinga sem hafa basically það er vitað hvað þetta er að gera samfélagum. Það er búið að gera þetta allstæðir í Evrópu og þau halda samt áfram og reyna einhvern veginn að slá sig til riddara fyrir það á sama tíma. Þú veist, og þetta er einhvern veginn alltaf overlapping sami hópurinn. Þetta er svo kona sem átti 3 transbörn og allt þetta, við vorum að tala um það hérna síðast.
Þetta fyrring, þetta áfram fyrring og þetta skortur á menntun líka, það er bara menntakerfi, Skortur á rétt menntun. Vesturlöndin, þú veist, það margir kom saman til að búa til Vesturlöndin eins og þau voru. Heimspekin okkar, þú veist, kristni, Judeo-Christian values, réttarkerfið sem var blóði drifin saga þess að Bretland varða konungsveldi og saminuðust konungsveldin sem voru á eyjunni og bara svona kom margt saman að því og nú er ég búin að tala svo lengi að ég er að missa punktir sem ég ætla að koma með. Það gerist oft hérna. Það gerist stundum. En upplýsingin, sem sagt, þegar að, í Renaissance, þegar við fórum miðöldum og upplýsingin kom og hluti af því sem var líka drifið með, þú veist, að við fundum upp prentavélina og fórum að prenta út biblíuna og hluti af þessu var, þú veist, kennsla. Bara að kenna öllum Renaissance gekk mikið út á það var tekin trúagildi og aðeins ítil hliðara því að það búið að vera svolítið ofstæki á miðöldum. Já, þú veist, og það verður alltaf ofstæki, það er bara málið, pendullin hann er alltaf að sveiflast, Þá fór hann einmitt aðeins og langt. Hann sveiflast alltaf of langt í aðra hvora áttina og þá kemur alls konar viðbjóðu fram. En allir eru, þú veist, the road to hell is paved with good intentions. Þú veist, það er bara þannig, það eru allir upp til hópa eru allir að meina vel. En heimsmyndin og þekkingin sem fólk er búið að byggja sér upp er grunnurinn þar sem það myndar sér sína stöðu og þetta getur verið þannig, ef þetta er orðið þannig núna í polarisandi núverandi samfélagi að bara tveir einstaklingar sem ég á bara góða vin og við erum bara diametrically opposed samt búin að vera vinir í 30 ár. Ég veit að hann meinar vel og ég meinar vel en svo stendur á þinni stöðu. En gallin er sá, það sem er alltaf svo klikka er þegar fólk er einmitt með rangar upplýsingar, þú veist, það er búið að breyta sögunni hjá sér. Við erum Íslendingar, fyrir 120 árum síðan, þá var bara máttu þú bara ekki fara og búa hinum firðinum. Þú veist, ef þú varst bara í kofanuðinum. Þú veist, það var bara nokkri bændur sem áttu jarðirnar. Það voru vistabönd, þú máttir ekki fara, þú þurftir að vera skráðugstar, annað var ólöglegt og bara refsivert. Við vorum uppil hópa tæknilega þrælar, Við vorum nýlenda, við vorum kólónía. Við vorum kólónía, en við vorum þrælar hvers annars líka, og hér var bara mikil eymd og mikil barátta. Við vorum fátækasta landa Evrópu árið 1900. Já, og það er það sem, þú veist, mér finnst þetta bara grátlegt, þú veist, að fólk sé bara búið að horfa það mikið á YouTube og Netflix og hvað maður veit hvað, að það heldur bara, og þú veist, núna heldur upp á hann. Það er svartfólk afsökunar, þú veist svo vondu að einu sem taka sem þræla. Já. Þetta er svo mikil heimska og þetta er alltaf einhver svona virtue signaling, svona fucking tussur og þetta er alltaf eins, þau afsækja orðbræðið, en ég veit ekki út á það sann Kristi maður. Ef þú gleymir þessari sögu, þá heldur þú að hvítir séu vondir, svartir séu góðir og þú gleymir meira þess að því að við getum verið ógeðslega við hvort annað algjörlega óháð kynþætti. Ég meina, eitt mesta kynþáttahatrið í Afríku, milli svartra. Það er, þú veist, það eru þessir á móti hinum og þú veist, það var Rúanda til dæmis, það er gott dæmi, þú veist, við erum að sjá þetta út um allt og það er mikið að kynþáttahatri í Afríku eins og það sé bara milli hvítra og svarta, þetta er svo mikið, þetta er svo grunnhyggið og þetta er svo barnalegt. Narratífan sem við erum búin að lifa eftir og mér finnst þetta, það er fólk sem að vill lifa eftir þessari bullshit narratífu sem að Hollywood í Bandaríkjunum gerir og það er, núna er það bara þannig að þeir sem að lifa ekki eftir þessari narratífu að þá bara taka þá bara útskúfa það úr samfélaginu og þetta er þú veist, og þetta fólk sem að lifir eftir þessu og er að krefja alla aðra að lifa eftir þessu, það er bara að koma sér á alla þessa mikilvægu pósta í samfélaginu á öllum fjölmiðlum, allir blaðamenn á Íslandi er allt hórur, allir fjölmiðlamenn á Íslandi er bara lygar, þeir eru bara að keyra áfram, bara lyga narratíf, þetta verður alltaf passa við. Já, þetta eru flestir kennarar, þetta eru flestir mannustjórar, þeir eru bara að koma sér fyrir, þetta er bara eins og síkill sem kemur sér fyrir á öllum þessum mikilvægu póstum í samfélaginu og svo er þetta núna bara, nú er síkillinn búin að ná einhverju svona taki og hann er bara að reyna að kæfa okkur og drepa okkur. Og ég er búin að kaupa dóminni digitalparasite.com og ég ætla að fara að henda í nýja bók. Það er eitthvað svona málið er að ég reyna að forðast að finna það er svo mikil núast, það er svo mikil flækist á bakvið þetta þú veist, málið er að ég er búin að vinna við að búa til flókin kerfi og vinna með flókin kerfi í langa tíma þannig að
og það alveg fyrirlegt hvað einföldustu hlutir geta búið til sjálfkrafa, flókna hegðun. Þetta kallast emergent behavior. Þetta eins og bara til dæmis með, ef við sjáum fugla, þau eru að fljúga, og þið sjáum að þeir eru allir einhvern veginn eins og þessu coordinated, en ef þú ætlar að forrita þetta, fugla að fljúga og fá flott mynstur, þá þarftu fyrst og fremst að hugsa regluna, sko, ég fugl, fyrir hvern fugl, þá þarf bara hver fugl að passa sig, ekki fljúga þennan fugl, ekki rekast í þessi þennan. Það bara það sem hann að gera. En út frá því kemur eitthvað svona geggja mynstur og þetta til í vísindum hægri vinstri og ég held þessi bara svo margt sem liggja baki hvernig staðan í dag og stórpartur af því líka bara Facebook og Google og þá meina ég sko áður en Facebook og Google fóru að stunda ritskoðun eða fact-checking. Það sem gerist bara upp úr aldamótum það að þeir fara koma á internetið og hægt og rólega fara allar auglýsingatekjur að renna til þeirra. Og þá hægt og rólega minnkar rekstra grundvöllur alvöru fréttamennsku. Og það það sem við erum að lifa við líka. Við erum líka sjá annað. Það ekki bara það, ég verða að grípa þetta því að það var ekki langt síðan að Facebook knésetti bara Ástralíu eins og hún lagði sig. Og gott þeir gerði ekki við Kanada líka, ég man ekki hvernig það endaði, ég held að það enda eins. Þá var það þannig að þeir voru farnir að taka af ástralskum miðlum fréttina bara beinar út frá fréttamiðlunum og setja það inn á Facebook News þannig að þeir fengu allar auglýsingatekjur að þið. Ástralir sögðu þetta var ekki búið, þetta var bara, þeir voru bara að brjóta fjölmiðlareglur þar í landi, þá sögðu bara þá bara engar ástralska fréttir á Facebook. Meiri hluti allavega þá, fekk alla sína fréttir á Facebook, þannig að Ástralía þurfti bara að gjöra svo vel og fara hún hén, kissa skóinn og segja að þetta veri stór sigur fyrir Ástralíu að samkomulag hefði náðst í höfn. Þeir bara knésettu heilt land. En þeir hefðu samt aldrei, þú ert að keyra áfram ákveðna vefsíðu í fyrsta lagi á því að hún sé í rauninni public space. Þannig að leiður farin að rítskoðana þá ert ekki lengur að fara eftir lögunum sem þessi social media plattform eru grundvölduð á. Þannig að ef þú ert með miðil þá þarftu átt að vera með editor eða þá ertu með ábyrgðarmann. Þú þekkir þetta. En þetta það sem að ég ætla að koma öðru fyrst og það þetta með fréttamiðla. Fréttamiðlar eru flest allir ókeypis í dag. Sem þýðir það að þú ert það sem verið að selja. Að því að þú ert í rauninni það sem að skapar value fyrir þá til að selja auglýsingu. Áður fyrir var það þannig að menn voru áskrifandur af blaði og ef að fólk var ósátt við fréttamennskuna þá sagði það upp blaðinu þannig að fréttamenn þurfti að passa að halda fólkinu sem var að lesa sáttu. Þetta skapaði alveg nýja dýnamík. Eftir 10 mínútur þá förum við í kommentin. Já, ekki mál. Þú ætlaðir að koma með punkt á móti public space-inu. Já, ég get talað um þetta allt saman til að byrja með að þá það vaknar alveg í mér, gamli píratinn, þetta eru gömlu píratagildin, þegar píratar voru upphaflega, þá snýrist þetta afleiðingar tæknivæðingar. Af því að fjölmiðlar voru fjórðavaldið og mikilvægur partur af lýðræði, bara að halda uppi umræðu og mokkin var hægra blaðið og vísir eða var vinstra, þetta voru svona flokkar voru oft bara með sín blöð og þarna helst eitthvað svona allir flokkar voru með sín blöð, það var alþýðublaðið og það var ritstjórn og það var alls konar og eins og þú sagðir að áskrifundur gátu líka veitt virt aðhald með að taka peningar sinni frá og það sem hefur gerst þegar að Zuckerberg datt í hug að gera feed þið muni eftir MySpace, maður þurfti bara að fara þetta var alltaf svona, þú þurfti alltaf að fara inn á síðuna hjá öllum, bara hvað er Helgi núna búin að segja, hvað er þessi og svo fólk með blogg en fegurinn við það var að fólk átti bara sitt space og þetta var dreift, internetið hannað til að vera dreift, svo koma þessi miðlar með sína algoritma sem að einir og sér búa til svona parasitic behavior, það þarf ekkit annað en bara algoritma að þeir bara sína þér þess að þú er áhuga og hægt að rólega þá bara er búin til bergmálssellir fyrir hvern og einn. Það þarf ekki að vera mannlegur vilja á bakvið. En samspilið sem kemur úr þessu er það að við erum komið dópamínstrifna fréttamennsku sem að er desperate að fá einhverja pening á auglýsingatekjur. Þannig að þetta er allt saman ekkert nema
einhver svona Fyrirsagnir og clickbait, alveg. það er engin gæði í þessu, ég meina Morgunblaðið er bara búið að vera til skammar í mörg ár bara oft hvernig greinandur unnar og illa þýttar og skrifaðar MBL það meina ég MBL Já, það er ekki Morgunblaðið sjálf en fyrir flest öllum er Morgunblaðið og MBL bara sami hluturinn og Bagginn eins og hann kallar það okkar mönnum á Twitter og svo er fólk sjálf búið að missa bara dópaminnið og athyglisgáfuna þannig að það ræður engin við helvitis núans og þess vegna endar þetta eins og þetta er orðið. Við erum bara pólaræsli fjandast þegar fólk hefur ekki athyglisgáfu til þess að lesa sér til, fólk hefur ekki lært nógu vel söguna, stendur ekki á neinum grunni og við erum öll bara eitthvað hérna á fullu. Svo er þetta narratív sem er úrslega mikið skrifað. Ég tók til þess eftir umræðunni, nú er til þess CDC í Bandaríkjunum sem er svo landlæknisembættið. Þeir eru að segja við erum að reyna að finna út úr hvað er að valda þessu einhverfufaraldri og þá náttúrulega skoða menn allt og menn sá, við erum nú ekki búin að sjá að það sé 100% tenging hérna milli paracetamol og einhverfu en í mögulega einhverjum tilfellum þá gæti þetta haft slæmar afleiðingar og það voru 91 vísindamaður sem að skrifuðu undir yfirlýsingu eftir að maður í Harvard tók saman sem sagt vísindagrein og birti að sem hann tók saman fullt af öðrum vísindagreinum og ég er búin að fara yfir eitthvað að þessu og þetta er alveg eitthvað sem þetta veldur kannski ekki stóri prósentu af einhverfu en þetta er eitthvað til þess að hafa áhyggjur af og þetta er eitthvað til þess að skoða svo var hann nefna fullt af öðrum hlutum folílic acid og svona sem er að koma mjög vel út til þess að taka út ákveðnar svona tegund af einhverfu, þú veist hjálpa til með einkenni. Nema hvað að það verður bara allt brjálað og þegar vísir það helvitis sorprit er að dæla út einhverju algjöru bulli og er að skapa svona þeir bara ljúga allt í hennur Alma Möller farin að tjá sig einhverju rannsóknir sem hún greinilega ekki lesið. Það er ekki í fyrsta skipti? Nei, og maður bara hugsaði með sér, þegar að við erum, því að ráðlíkingarnar frá CDC í Bandaríkjunum voru raunverulega bara, við ætlum að ráðlíkja ykkur að vera bara sem ólíta konur að taka bara sem minnst lyf. Svona eins og það var eitthvað bara revolutionary shit. Það bara svona, hefur bara alltaf verið reglan. Og ég meina, það er ekki að drekka kaffi. Það er 1 bolla max og eitthvað svona þannig að maður er alveg bara svona það var ekki að segja neitt ríkla og það varð allt vittlust ólétta konur að enda í öndunavélum með því að vera að drekka tílin og lausnir þú veist bara til þess að sína fram á að trömpar í fíl Vita það ekki að þú getur overdosað paracetamóli og það er virkilega ógeðslegu dauðdagi Já, ekki 50 skammturinn er 10 grömm þú veist, ekki mikið Þetta er bara fyrring Þetta er bara fyrring. Þetta er svo best. En allt þetta fólk, og það er minn punktur, allt þetta fólk, segjum 99,9% þessu fólk er ekki búið að lesa rannsóknar, það er ekki búið að kynna sér hvað er sögðu, það tekur bara eitthvað að því að Trump sagði, Trump er ekkert maður í hvítum sloppi sem er að gera einhverja rannsóknir, hann kemur og talar einhvern skít, það er bara það sem hann gerir. Þú veist, hlustaðu allan Robert F. Kennedy, hlustaðu á gæðinni hjá CDC, landlæknisembætti Bandaríkjanna, hlustaðu á vísindamennina, sjá hvað þeir eru að segja. Þessar rannsóknir voru allar gerðar fyrir tíð Trump. Þú veist, af hverju er ekki að hlusta á það? En þetta eru bara fyrirsagnir, að les fyrirsagnir og svo bara, svo brýst þetta út í einhver bara svona tilfinninga geðviki og ræðst á alla, en raunverulega að það veit þetta fólk ekkert hvað er að tala og þetta var alveg eins í COVID, það átti bara, ætlar ekki að trúa narratífinu, ætlar ekki að gera það. Besta mím sem ég sé í þessu er þegar það var eitthvað sem setti bara að Trump að segja ekki þetta skít og svo kom svona Ég setti þetta í story, ekki Ég setti þetta með hlandi á, þú veist, don't drink your urine og það voru allir að teiga hlandi þess að sína hvað var mikið fíbl. Ég held að við séum að fara í bara svipa. Ég sé sko bara speglun í ástandinu núna og fyrir svona 10 árum, við erum svo mikið að 10 árum eftir Bandaríkjunum í mörgu með fjölmiðluna að þeir eru núna að halda uppi einhverju narratífu sem er augljóslega byggð á lygi og það er allir svona að sjá það betur og betur. Það sem gerist svo óhjákvæmilega í kjölfarið er að þessir meginströmmsmiðlar sem eru hérna á Íslandi munu missa stjórn á narratífinu, eru að missa og þessi völd á narratífinu munu fara til minni miðla til þeirra sem eru bara tjá sig á internetinu bara til þeirra sem hafa verið að segja satt og rétt frá bara eins og, þú veist, Joe Rogan er fínt dæmi, Tucker Carlson og fleiri ég bara sjá þetta gerast bara svona aðeins seinna á Íslandi og það er svo fyndið að fylgjast með íslensku miðlunum því að þeir eru svo
að því að blaðamennir á íslensku miðlunum, þetta eru hórur og að þeir eru orðin svo latir, þeir eru ekki einu svona að reyna lengur og þetta er svo augljóst að þetta getur ekki gengið að því að það er augljóst, kröfurnar á miðlunum eru engar, blaðamennir eru bara leysi, þetta er bara illa unnið allt saman, þeir vita að narratífan sem er að selja er bara lygi og ég segja bara aftur, þetta eru hórur. Þetta eru bara augljósir aktivistar. Blaðamannastjættin á Íslandi er að vinna gegn hagsmunum íslensku þjóðarinnar. Þú sér það líka bara, þú horfir á kommentakerfið. 90% af kommentunum eru þroskað. Það er enginn að fylgja. Talandi kommentakerfið. Ég var að horfa á heimildina. Já, heimildin samt. Sem er nú held ég að fara á hausinn að sko meiri segja þar sem að vera vinstri sinna að það er bara enginn með þeim í liði lengur. Þeir eru búin að missa það. Herðu, sko, ég ætla að taka nokkur úr kommentakerfinu okkar. Bara check 1, 2 er ekki öll klár eins og hross. Öll klár. Öll klár eins og hross, þetta er geggjaður orðalegur. Já. Eru píratar enn til? Já, mér langaði bara að skjóta að píratu, sko, píratar í dag elska ekkert meira heldur en láta kerfið pekka sig, sko. Brútali. Þeir eru komnið þangað, sko. Það minnir mann á aktivistan sem að náðast á mynd. Við ræðum það á eftir, engar á ekki. Þá mér að vera hvíta orku, white power. Hundaflauta dagsins. Benóni Bertelsson, gjótt kjötveislu kvöld. Já. Hallgeir segir ég get frætt ykkur pegging, hann mun reyna það á eftir. Þetta bara því þetta er white power. Þetta er ekkert bara því þetta er white power. Masotta félag okkar sem beigði 6 tíma síðast eftir þættir að hann segir panntaka næstu ferð til Parísar með Sverri. Já. Bara ég er klár í það. Einu sem verður að gera það að splæsa. Já. Bróðir minn Dólgshjarta segir hvernig kommentamaður. Það er mikill meistari á X-inu, sko. Og já, þarna var Trump sagði þetta hefur verið á þeirra vegum, þarna með ljósinn þarna í Bandaríkjunum, veit ég hvort ég kaupi það, segir Benóni. Já. Býtu nú við, alla kvartanum sendar í Efstaleiti. Og býtu nú við, svartar transkonur byggðu Ísland, segir Gerti, það er náttúrulega hárrétt. Takk fyrir þetta. Þetta er að framlega þáttinn okkur núna. Já, einmitt. Sína þeirra vikingarnir voru að koma að trans í kjólum hérna yfir hafið. Harald Hárfara sem var náttúrulega líka... Hafið þið séð Vikings Valhalla sem var með öllum Íslendingunum í? Ég byrjaði á þessu og þangað til kom Jarl Hákon mikli, bara eitt mesta legend bara í Norðurlandasögunni. Hákon Jarl mætti á svæðið og það var grínlaust á svört kona. Stjórnaði öll á svæðinu, bara Hákon Jarl. Ég höfðu á ömmu sinni að því að hann var svo hákona. Ég man eftir einu þessu tengdu. Ég er bara búinn. Það er eitt með þessu tengdu sem að er mikill vinstri græn, hvað er þetta fakkin hann að feiti sem var í vinstri grænum fór svo fyrir Pírata. Helvíti mikið mörgur að velja, sko. Andri Singi, hann var að tala um benda á styttu á Leifi Eiríksinni og að segja, sko, já, við erum komin af innflytjendum, sko. Og var að furða sig á umræðinu útlendingamál, sko. Þetta er bara sama, bara gaurinn sem kemur bara á sagaklass og fær bara íbúð á fokkin Ásbrú, það er bara eins og gaurinn sem sildi bara árið 900 og byggði landið. Já, þeirra var enginn og þú veist, hver er munurinn, skilur, þetta er ástæður á vinstrinni, er bara svona að þeir eru alltaf að þykjast ekki skilja svona basic hluti, bara þess vegna eru umræðan alltaf svo heimskul hjá þeim að þeir alltaf að þykjast ekki skilja. Þú vilt kalla það umræðu, sko. Já, hver er munurinn á Ingólu Arnarsinni og Muhammed bin Kebab á Ásbrú? Nei, þetta er bara sama. Þetta kemur út frá þessu tabula rasa eða þú veist að allir séu bara eins, sko, og fólk fattar ekki að það er komið í lið með öflum sem er að erasa okkur, þú veist, þetta er erasure og þetta er hluti bara, þú veist. Það skilur ekki með þetta hatur að sjálfu sér, þú veist, það er svo að tengi í sama punktana. Sko, ég er búin að fara svo langt. Ég sé þetta bara, ég skrifa þessa bókin mín um allan anskotan, sko. Hún er ástæð að vera Helgi ekki búið með hana, hún er cirka 800 blaðsíður með appendisum, sko, ef ég myndi prenta hann út, en sem kannski ekkert að gerist. En ég er búin að þurfa að stúdera mjög mikið, persónuleikaraskanir, taugaraskanir, bara alls konar sálfræði, death psychology, erketýpur, guð má vita hvað. Ég er líka svolítið búin að stúdera persónuleikaraskanir. Já, við getum... Hann er með... Ok, og það sem er, sko, málið er, ef þú ert... Hann er alveg að tala veikastelpu með dead issues, en... Málið er, að eitt af þessi, ég sé þetta bara sem partir sem eru á stóru svæði, þú veist, til og með, ef þú ert vast hluti af einhverjum hóp, og þú veist, og þú áttir eitthvað hlutverk í þessum hóp, og þú varst kannski
með kærustu í þessum hóp eða eitthvað, hún var hluti af þessum hóp og svo hætti þið saman. Og svo kemur hún bara með, hún heldur að hún verið hópnum, þú ert ekki lengur hópnum og allt er komin annar kærasti sem bara að koma í staðinn fyrir því að öllu leiti, þú veist, og það er bara svona verið að taka yfir hver þú varst, þetta er svona í reisjur, þetta er alveg þekkt dæmi og þetta er þekkt dæmi sérstaklega frá fólki sem er persónuleikaraskað. Það er bara svona, kannski stelur þínu identity og tekur bara það sem þú varst og sendir því í burtu með lygasögur, þú veist, og þú ert drepinn með narratífi. Þetta er alveg þekkt aðferðafræði fólks með persónuleikaraskanir, sérstaklega Cluster B. Þú veist þá að tala um að sá sem að setur viðkomandi út úr hópnum, það er Cluster B persónuleikaröskun. Já, sem kann að manipulera hópin. Tekur síðan næsta og copycat inn. Já. Og tekur jafnvel hún og hann skilur og hvernig sem er, bara svona bara yfirtekur það sem þú varst, þannig að þú far aldrei að koma tilbaka. Sverrir er farinn og sveðja með þetta komin í staðinn. Já, nákvæmlega, og mér finnst bara, og þá hugsa maður, ok, býtu, hvað liggur að baki? Þú veist, annað en að leyfa fólki að upplifa, ég minna, ok, í Bandaríkjunum þá er demografían meira mixt. Þannig að, ok, býtu, er það bara svona naíf að þetta er bara þannig að Bandaríkjamenn, óháð, kyni og uppruna, að þeir finni sig við að saman hvað eru að horfa á, skilur, er það eitt? Ég held að þetta séu dýpri ástæður hérna baki. Ég veit það að persónulega, ég myndi ekki hafa neitt voðalega mikið áhuga á því að horfa á einhverja myndum eitthvað sem hefur gerst í Afríku. Minn ríkasti maður sögunar, það var konungur í Afríku á sínum tíma. Það er ýmsar áhuga að vera sögur í Afríku, í Asíu og annar staðar. Ég myndi ekki hafa áhuga á því að það væri eitthvað bara, allt einu sagði þig leika einhver svartan konung, skilur. Þú veist, það bara skemmir fyrir mér upplifunina. Það meina svo John Wayne er hann lék Genghis Khan, eða? Já, þú veist. Og þetta var aldrei. Ég þetta taka svolítið að melu. Þú veist, þannig að, og hinn parturinn, hitt parturinn, þegar þú veist, ég var að tala um persónuleikaraskanir og svona hvernig er kom út þjóð eða svona sósíali, það er líka þessi svarthvíta hugsun. Það geta ekki verið í núans. Það er bara einhvern allt gott eða allt vont. Þú veist, það er svona splittað á milli. En að geta séð, skilur, báða pólana og spektrumið á milli, sem er mjög áhugavert, af því að það er margir sem er að tala um spektrum, sem að síðan eru bara að sjá allt svarthvít, sko. Þetta er svo mikilvægur hæfileiki. Og ef við missum hann, þá erum við bara, þú veist, þess vegna erum við orðin svo geðveik sem, skilur, Mér langar að koma mig svolítið inn á þarna, að þú ert með annað kynið, sem að kallmenn, og þeim er kennt að þetta eru góðu konur. Og þú veist að það að koma mótsvegar og að passa upp á að þú ert að elska fyrir það sem þær eru og allt þetta. En svo verðist konum akkur þurfa að kenta eitthvað allt annað í seinni tíð og þá er það bara svona, þú ert alltaf skilið eitthvað betra, þú ert alltaf skilið alltaf besta, þú ert alltaf skilið þetta og þú ert ekki að sætta þig við þetta er ekki nóg gott og oft á tíðum algjörlega óraunhæfa kröfur sem standast ekki draumurleikann, svona eins og að lífið getur bara alltaf verið bara frábært, bara eins og þetta sé einhver svona dystopía, einhver sem bara algjör bara eitthvað ecstasy atriði og það skapar svolítið, það er einn af þessum mörgu, hvað maður að segja, svona þessi dýnamíki í svo stóra kerfi sem er að skapa alls svona geðvíki. Annað, þú ert með fullt af konum og flesta konur á getnaðarvörn og þetta náttúrulega feikar það bara að þær eru ólítar og konur fara aldrei, þú veist, meira varlega heldur en akkur þeir eru ólítar og það gerir það líka að verkum að það eru í ákveðnum gír gagnvart öllum öðrum. Þetta hefur líka áhrif. Já, og þetta hefur líka áhrif á testosterónframleiðslu karlmanna. Konur stjórnaði með hvað er á tíðarhring að stórum hluta. Þá getur tvöfaldað, þrefaldað og framleiðsluna bara verið kringu konu sem er nálega eglósi. Þannig að sko, þegar það er engin kona fyrir lengur að eglósa, því að 90 og eitthvað prófst aðeim sem að eru á barneignaraldri geta ef þau fara ekki á eglósa, þetta hefur í rauninni kannski miklu stærri áhrif á heildina við gerum okkur grein fyrir. Þetta er butterfly effect, þú veist, og það er þetta sem ég er búin að vera að leiða út og hugsa bara allir þessi ferlar. Ógiðin er svolítið þetta og svona alls konar dýnamík. Náttúrulega að fara á eftir í það hvernig vinstri menn eru í rauninni eiginlega bara svona makromynd af alkáískum fjölskyldum. Þetta er orðið býrðu þannig, sko, oft veldur lítill þú að þungur hlassi. Sko, þú veist, það er svo mikið af visku í svona orðatiltækum og líka sérstaklega á íslensku og eins og þú talaðir, ég man við áttum smá spjallum að konur hefðu áhrif á testosterón framleiðslu karla og mér fannst það áhugavert vegna þess að við vitum að það er búið að mæla testosterón í karlmönnum er bara búið að fara hríðir lækkandi bara á milli kynslóða og
og þetta hefur áhrif á okkar hegðun og þetta hefur áhrif á hvernig samfélagi virka þannig að bæði... Þetta náttúrulega bara einn partur sem við erum enda, þetta líka hreyfingarleysi, þetta líka, þú veist, mataræði. En við bara höldum okkur við þetta að sko, hormón ein og sér stjórnar rosalega mikið hvernig við erum, hvernig við högum okkur og hefur rosalega mikið áhrif á ákvörðunartöku og annað og sko málið það sem að gerast núna, það svo margar samfélagslega tæknilegar tilraunir að koma saman sem búin að eiga sér stað á örstuttum tíma og við erum einhver lífvera sem búin að vera að þróast sko, það svona nýbyrja að tala að homo sapiens sé kannski alltaf 1.000.000 ára tegund sko, en þú veist, segjum 300.000 ára, þú veist 500.000 ára er elsti steingerðingurinn. Já, megni að þessum tíma skilur þá vorum við ekki með alla þessa tækni svo við vitum og við þróumst til þess að vera í einhverjum samstarfi sem einhver svona 150-300 manna hópur, það var bara allir sem þú þekktir svo dóu einhverjir og það fættust einhverjir en þú veist, þú þekktir alla og ég held einmitt að svona alls konar, ég held að þessi ástæð fyrir að 10% fólk sé með persónuleikaraskari ef þú lítur á hópin sem lífveruna sem skiptir máli en ekki einstaklíkana að hvernig hópurinn gat unnið saman þá kannski bara voða gott að vera með 1 psykopata, 3 narsissista skilurðu, þú veist, þú þarft að þið halda bara svona fyrir ákveðna aðstæður og það að konur séu Sverrir þurft að finna sér konur óanæðir en kallmenn og þá voru þær eftirtektari semeri eftir kannski því í nærumhverfinu sem þurft að passa upp á þannig að þær taka betur eftir og hafa alls konar kolefni það svona biológisk ástæða þess vegna röflaðir, þannig að það rosa gott í rauninni sko í gamla daga en núna í heiminu sem búa til þessi konur eru alltaf á pillunni pissa svo mikið af því út í umhverfi eða krokodílar til dæmis Flórida eru bara geldir þú veist og froskarnir froskaheftir og við þurfum einhverfu það líka samband á milli bara skorts og magnísium og taugaraskana og þú veist, ef þú ert með taugaraskuna að passa upp á að taka magnísium hjálpar bara glycinate til dæmis og hvað búið að gerast núna með farming í dag það alveg þekkt að það minna og minna af magnísium í fæðu þú veist ef þú efnagreinir tómat eða papriku í dag versus bara 1960 þá þetta ekkert lengur, þetta stærri tómatur hann er flottar, hann lítur betur út en hann hefur verið hannaður til þess að fá sér mestur í kílóður eða ekki þannig að þú sofi betur á nóttunni þú ert ekki endilega að fá neitt á næringarefnum eins og varst að fá áður þannig að þú veist, ef við hugsaum ef við tökum bara þessa 2 hluti, bara breytingar á hormónakerfum og breytingar á magnísium, það ekki verið flókið bara þetta tvennt svona butterfly effekt sem getur dugað til þess að valda mikilli firringu á samfélagslegu stigum það ein pæling svo þessu tengt þessi pæling með að konur og láthestaðir kallmenn, aumingjar að þeir eru alltaf að pæli í að tala segja skoðina að svona filterinn sem er í gangi er í lagi að mér finnist þetta í staðan fyrir að vera þú veist þetta sem væri eðlilegt þetta satt skilur við og ég held að þú veist í svona makro samhengi þá þetta alltaf óhjákvæmilega að fara að valda stórkostlegri hnignun í samfélaginu skilur við þess að bakka þetta upp og þá sýna rannsóknir þetta algjörlega það sem hann að segja að þeim kallmenn sem eru háir í testosteroni þeir segja sannleikan alveg sama hverjar afleiðingarnar að þau verða þeir bara þú veist þeir bara deviate ekki ef þú horfir síðan á kvenlega hegðun þá eru þeir yfirleitt að reyna að lenda þessu þannig að einhverju líði ekki illa fyrir það sem hann sagði og þú náttúrulega magnar upp með því að vera taka getnavarnarpillu og sluðis og þú sér þetta svo sterkt í fólkinu í þessum fagga skítlipum sem eru þú veist á RÚV og eru að tala til dæmis þessi transmál og eitthvað svona og þeir eru í bara eitthvað svona hvað máli skiptir þetta eitthvað svona bara við erum bara okkur skít sama hvað ykkur finnst það þú veist hvað við segjum þetta við ætlum bara að segja það sem við upplifum að sé satt við erum ekki í ykkur svona og hverjum ekki saman við bara fokkin segjum það sem okkur finnst og við erum ekki að fara að láta ykkur kú okkur til þess að gera það við erum ekki að fara að kaupa dömubindi fyrir ykkur sá tími bara liðin ég sá Ólaf Darra í þú veist í sinni miklu yfirþyngd nei ég sá bara klippu hann var hjá Gísla Martini og það var einmitt þetta skilur við bara eitthvað svona af hverju hafið þið skoðun á þessu við megum bara fokkin hafa bara skoðun á þessu þetta er líka bara til þess að verja lígina pældu samt bara í spurningunni já ég hef gaman því að það einmitt verið að tala hérna uppáhalds sjónvarpsefni á Sverige
Víðir Orri Hauksson segir eindir að Pútín var að grínast augljóslega, en bara, ég hef ekki séð þetta. Ég sá þetta, þetta er alveg fyndið, sko, ég mælu með þetta. Heyrðu, hér nefnilega kemur, hvað á það að þýða, segir bróðir minn Dólsjarta, Kóngurinn. hafa þetta Ég elska sama þetta tíma, nafn, bróðir minn Dólsjarta. hvað á það að þýða að hafa þetta sama tíman og vika með Gíslamartinni? Þá segir hérna Holy Lítið á Thunder þetta bara King, sem árós. já, segir Holy Thunder King, Gísli hefur samkeppni núna, broadcast versus L-Rúf, ég elska L-Ligarúf, sko. Holy Thunder King er kóngurinn, sko, hann... Vikan með Ægi Móíkana, segir Glundróði, Ægir okkar, og finnst að, sko, þetta er hérna mjög áhugaverð tillaga líka, finnst að Gísli Marteinn ætti að leggja niður þáttin sinn og fá kökkstól út í horni hjá Björkasti og fylgjast með kallmönnum takast á við umræðina. Er þetta ekki eitthvað sem að Jú. þarf að fara lengra eða? Þetta er alveg eitthvað sem að má stinga á hver allar einhver að senda honum tölvupúst. Ég er mikið til í að kaupa eitt kökkstól hérna út í horni fyrir Gísla. Var það ekki góð fjárfestinga? Jú. Ég á einhverja klappstóla niður í geimsluðu sem ég geti kannski fórnað hérna. Herðu, spurning fyrir Sverri, hverju voru í París? Herru, voru það ekki nærarnir í París? Niggas in Paris, er hann ekki að spyrja um það? Er hann ekki að vísa í þetta lag? Ég myndi halda það. Niggas in Paris með Kanye West og... Svoleiðis. Kann ég geggjaður. Svo hérna segir Ívar Heimisson, Novelty Theory eftir Terence McKenna og Timeverse Zero líka neðan spáði eftir 2012 myndu fágættu viðbörðum aukast í muna og reglurnar sem eru búnar. Ágættis greining, Svíþjóð er líka búið að undirbúa þjóðina fyrir stríð síðustu 2 ár. Já. Áin heitir Dnipro er borg, segir Bárður. Takk fyrir þetta, Bárður. Vikan með Gauki Úlfars. Það var Það er kóngurinn, sko. Það er til að fá þetta Gauk hinga. Ég held að vera... Já, ég böði hann um daginn. Bauðst honum um daginn? Já, ég er vissum hann hefur séð það, sko. Ég sagði hann hætta, hann sagði einhver hefði bóðið sér í podcast og ekki svo haft samband með hann, en ég sagði hann bara hætta að væla og drulla sér í bjórkast. Já. Hörðu, já, býtum við, kannski ætti Svíþjóð að undirbúa þjóðana fyrir massa útvísanir. Já, taka upp herskildu. Þeir eru að því held ég. Býtum við, kom með pól fyrir tjatti og kryptóumræðin. Já, við gerðum það á hann og það var alveg slatti sem að að fjárfæst í kryptógrinlega. Já, fyrir... Það voru 30% Ok. í þriði. Já, gott. Hérna segir Bjarki Ólafur á sjálfur 6 milljónir af Monero Gold er bara byggðið til tunglflöginni. Mooning to the moon. Gleymum ekki að þegar tekið tillit til aldurs vinna útlendinga minna en Íslendingar, þeir eru ódýrari. Hvað er mannúðin, segir Benoni, hann með stóru stöðum. Ég er ekki Monero, verður það ekki tekið úr umferð eftir Ég veit eitt ára eða eitthvað? sko. Ég hef keypt á sínum tíma eitulið á internetinu með þessu, á Alphabay. Ég eina. Og hérna, sendaði hundum minn. Nei, ég ger það nú ekki. Nei, þú gerir það ekki. Gerðu það ekki. Nei, alveg potið ekki. Það er fátt sem er betra að rekja heldur en kryptóverun öfur. Transaksjón, ég veit veskið, þá get ég bara eldfæsluna þennar, sko. Ég er eina sem ég hef keypt að þessu, ég keypti hérna Dogecoin og það var áður en meira og seldi það svo aftur áður en að Elon kom inn í málið, sko. Ég keypti einhverja 10.000 eða eitthvað fyrir, ég veit ekki hvað, það var einhverja krónu, sko. Ég set sparnaði minni í Bitcoin, sko. Það er svo leiðis. Já, ég spari Bitcoin, já. Alltaf uppáhaldsmómenti mín þegar Sverrir byrjar að ranta, segir Hallgeir. Takk fyrir það, Hallgeir. Hver á að vera varaformaður Miðflokksins og af hverju Snorri maðurinn sem allir munu velja? Það er frábær spurning og fullinning. Já, þetta er bara bæði. Ég fíla alveg Bergþór, sko. Mér bara finnst hann, mér finnst Snorri bara vera framtæðir. Frábær, sko, líka, já. Mér finnst það bara geggjaður, en... Snorri er rosalega frábærilega mjög flottur. Hann er orðinn eiginlega svona posterboy fyrir öfgahægrið sem hann stendur ekkert fyrir. Og hérna, þetta er svona þeir einhvern veginn bjuggu til mannin sem þeir vildi ekki heyri til. Já, þetta er svo fyndið. Og hann er mælskur, hann er hann kemur vel fyrir, hann hefur ákveð karisma. Mjög mikið. Og ég held að það væri langsterkasti leikurinn fyrir miðflokkin að vera með hann þannig, sko, þó svo Bergþór eins og segja, hann er frábær, ég myndi ekki vilja missa hann. Ákveðin svona stuðningsyfirlýsing fyrir Snorra eftir að sem að gekk yfir hann, sko, eftir að þetta kastusviðtala að fái þetta, sko. Og hann á það alveg innilega skilið fyrir fólk. Mér veist líka að þessi eldri menn í miðflokknum hefur nú bara getað, ég ætla ekki að tala of harkalega, en þeir hefðu alveg getað komið
og það var óþarfi að láta Snorra að standa einn í skítnum og mér finnst það umkunnavert hjá íslenska hærinu hvað þetta er alltaf þannig að Snorri fer fram, segir eitthvað sem er bara skynsamlegt, segir eitthvað sem að öllum þarna inni, allir þarna inni, þeir eru sammálaði þessu, en ok, þið látið hann bara sitja einn í stormin. Allt skynsamlega fólk var á þessari skoðun. Skilur, og mér finnst það bara svona pínu, ég ætla að passa með að tjá mig. Það er líka bara þeimun flottara hjá honum að standa í fæturna og ég held að hann hef bara vaksið rosalega mikið áliti fyrir það hjá langt flestum. Þarna áttu bara, eins og þú segir, þarna áttu bara allir flokksmennir áttu að koma bara á steiðan í þessu. Þarna áttu allir sjálfstæðismenn að hætta þessu fokkin kjaftaði og koma líka á steiða á þessu í staðin fyrir að halda sig á þessari braut. En málið er að sjálfstæðismenn að þeir eru, að þeir veit ekki hvort fótinn eru að stíga í þessu menningastríði, að þeir eru ófærir að taka afstöðu hvorum megin og það er í rauninni þetta bara að negla á sjálfstæðisflokkin alveg hitt. Þeir veit ekki hvort þessu samfylkingin vinstri grænir eða sjálfstæðisflokkurinn lengur. Það er rosalega sorgleg þróun því að mér þótti rosalega vænt sjálfstæðisflokkin og hans grunngildi. Og þeir geta í rauninni ekki stíið að einhverju hörku inn í þetta anti-woke space því að miðflokkurinn bara á það. Og hvað ætlar að gera? Fara að vera bara einhver feministaflokkur, skilur. Það geta gert þessu Framsókn gerði í síðustu kosningum og Jú, Framsókn gerði í síðustu kosningum og ætla að fara að stela atkvæðanum frá vinstri grænum og Pírötum. Það virkaði helvíti vel fyrir það. Þannig að Sigur Ringi tók fram iPadinn og sett upp glerugun og las bara upp einhverja mest ósannfærandi og ræðu sem er minnst komið frá hjartanu sem ég hef heyrt á ævinni. Ræðuna sem Karen Kjartansdóttir samdi. Þetta kom bara þetta kom ekki bara frá henni Þetta, þú heyrði bara hvað röddin var hól þegar hann var að segja hann meinti ekki eitt einasta orða sem hann sagði. Bara lélegast í leikþáttur bara sem ég hef séð. Og hvað gerðist? Framsókn þurrkaðist út. Bókstallega, hann nefna bara ekki eitt hann inni það. Og Píratar, ég meina við erum alveg búin að sjá það hver einasti flokkur sem að hefur haft uppi, alveg saman hvort sé á Íslandi eða í Evrópu, hver einasti flokkur sem hefur haft upp þessa svona flóttamannapólisíu hann hefur þorkast út eða bara þú veist, bara alveg frostmark í fylgi, sko. Og ég kan segja hvernig Píratar dóu. Ég man ekki ártalið nákvæmlega, en ég ber ábyrgð á því, einhvern veginn að mér finnst. Takk kærlega fyrir það. Ég meina gömlu góðu Píratarnir. Það var sem haldinn fundur, held ég fjölmenningasetrinu, hvað það var, eitthvað á hverjuskuldinni alveg pottþétt og þetta var þetta var áður en Píratar buðu sig fram í fyrsta skipti í sveitastjórnarkosningar og þetta var og það munaði einu atkvæði að ég hefði orðið formaður staðan fyrir Halldór Auðar þannig að ég er mjög þakkláttur fyrir þetta eina atkvæði en mistöki sem voru gerð var það voru leyfð aðildafélög í staðan fyrir að Píratar væri bara eitt félag það voru leyfð aðildafélög og þá var alltaf komin einhver móðurfélag skilir og eitt svo félag í hverju fyrir hvert sveitastjórn hvað segir maður sveitafélag og eftir það var náttúrulega þá gat alls konar fólk farið að koma inn skiluru með sitt og tekið yfir þú veist þennan part og þannig hægt og rólega molnaði undan grunngildunum sem að Píratar voru byggðir á þú veist, sem að gerði þetta svona raunverulega, þú veist, hvorki hægrinni í vinstriflokki heldur bara aðeins að díla við tæknina og passa til dæmis upp á málfrelsi. Helgi Hrafn var mikið fyrir það á sínum tíma. Og gerði flotta baráttu þar, og ég meina Helgi Hrafn talaði fyrir því að afnema lögin Guðlast. Og hvað erum við svo að gera núna? Við erum að taka upp, það er verið að teikna upp einhver ný lög hann er bara ástæðan fyrir því breyttu Guðlast sem heitir Hatus nema þá veist ekki einu sinni hvaða guða sem mátt ekki lasta vóguðin Helgi Hrafn er líka alveg komin þangað hann er alveg bara komin punkt djúpt í þessa 78 hatursorðræðu hann kemur og fær nú að svara fyrir það í þættin ég væri til í að við myndum geima ég ætla til þess að segja ég kaus Pírata tvisvar út af Helga Hrafni bara út af honum eins og hann var á sínum tíma út af þessu, ég vildi bara sjá aðila sem vildi bara mætti segja allt fyrir svo lengi sem við getum bakkað upp En ég meina, þú sér það, hann er þó tilbúin að koma hingað og ræða við mann á öndru meðum. Mér finnst það sína ákveðin klart. Gefa bara, Helgi er búin að samþykja að koma að tala við okkur, við erum bara ætlum að finna sameiginlega tímasetningu. En ég, til dæmis, það kemur kannski mörgum á óvart, ég var bara, þú veist, ég var og að mörguleiti bara vinstrimaður í mér, Vissi það. Ég til dæmis var í Pírötum, ég var ekkert í neinu starfi, ég var bara að kjósa og ég fylgdist með Pírataspjallinu, þú sást það saman. En þetta er bara búið að breytast, vinstri mennska er ekki eins.
og þú sást það sama svo gera setna í sósíalistaspjallni, ég var aldrei svona, þú veist, virkur þar neitt, en ég fylgdist með því sem var að gerast þar. Mér finnst vanta til meiri sósíalisma á Íslandi þó ég vil ekki sósíalista. Ok, það sem að gerist þarna er að þú ert með þetta, þú þekkir hann og þú veist, þennan eldmóð sem kemur inn í Píratana og ég sá það bara smá saman gerast, það byrja að myndast einhverja klíkur þarna, þessar svona vók klíkur og svona aðeins, þeir rotta sér saman, smá saman byrja að íta öllum út sem er ekki með þeim í liði og taka bara svona yfir eins og bara eitthvað svona eins og bara vírus, bara einhver baktería sem myndast. Þetta sama gerist í sósíalistaflokknum að mörguleiti, þú sá sömu manneskjur mér sem koma þann inn eftir Pírötum og smá saman, þá bara, þú veist, það er eitthvað sem er að tjá skoðanir sínar, það koma sömu manneskjurnar, það er að röfli honum, hvað helvítis ógeðið þetta, djöfndu ógeðslegur, þú veist, allt í henni þú bara svona ósnertalegur, af því þessar nöðrur eru komnar á móti þér með allan hópin sinn, þér rýtt út, af því að þú veist, það er ekki hægt að vinna með þér lengur, af því þá ertu búin að alienata alla þennan hóp, smá saman í krafti svona þess að rottuhátt og þess að fjölda, þá íttu þér öllum sem voru með smá punktum. Og svo kannski má bæta því við að þau búa til svona illusion að þau séu úrslega mörg að þau úrslega háar. Já. En tilfellið er að þetta er alveg ofboðslega lítill háar hópur og þú ert að gera akkurat öfugt við það sem að þú helskasjóð er að gera. Þú ert að alienata bróðupartinn en ekki litla hópin. Og hver vera afleiðingarnar? Jú, þú dettur út af þingi. Og það er það sem eru allir gert. Þetta er líka það sem er í gangi á bara makróleveli í samfélaginu í dag, bara nákvæmlega þessi blekking. Akkurat þetta. Bara í miklu stærra samhengi. Fólk er að lesa þetta, það er að sjá í þetta núna. Byltingin étur alltaf börnin sín. Þetta er alltaf þannig, þú veist, ef að sé þetta, myndrætt hérna, myndrætt dæmi, ef að þetta hérna er ástandi í samfélaginu og það er eitthvað að hérna, þá viljum við koma í hingað, skiljiði. En vanalega þótt að þessi komið hingað, þá er komið svo mikil iðnaður og eitthvað á bakvið að halda áfram að berjast fyrir þessu og það fari allalega hingað. Og við að gera það, þá bjóstu til eitthvað annað ógeðslegt ástand í þjóðfélaginu og þá er aftur farið hérna og þá fer þetta bara aftur hingað og svona bara... Þið byggur til menn eins og mig, þið gerðu mig og verðið ykkur á fokkin góðu. Þetta er alveg satt, þetta er svona eins og þú veist, þú ert með einhverja sjálfstæðisbaráttu og það er myndar einhver svona lýðveldisherra eða eitthvað og svo náður sjálfstæði. Þá breytist það bara í einhvers svona hryðjuverkasamtök eða glæpasamtök. Þetta þú veist, eins og feministar í rauninni eru eiginlega orðnir í dag. Málstaðurinn er farin. Ef við meina á sama myndi gera, segjum að við myndum bara verða öfga hægri. Bara allt í raun bara harðlokuð landamæri for the sake of argument. Það væri bara komin harðlokuð landamæri, við myndum vísa hérna fólki út í massavís og missa fullt af góðu fólki í leiðinni. Ég vil þetta allt saman sko og skýt saman með þetta góða fólk sko með að drulla sér út sko. Og svo erum við búin að missa niður öll viðskiptasambönd og allt í raun er bara, þú veist, orðið ömurlegt að vera á Íslandi, skilur, þetta er bara svona lokaður klaki eða bara pilsu með öllu og hvað sem er að borða alltaf og hérna Af hverju ættum við að missa einhver viðskiptasambönd af því við sendum eitthvað að liða á ástöðu? Ég er að búa til líkt dæmi, af því að afleiðingarnar, vanalega, þetta er alltaf svona, segi bara dæmi, ég er búin að vera í vaxtarækt, ég er í góðu formi, það er allt góðum stað í lífinu mínu, þokkalega, en ég er kannski svona pínu þunglindur, ég hugsa, ég veit að ef ég borða nammi, það líður mig betur, þú veist. Ég ætla bara að borða hérna hálft kíló á hlaupi alla daga og ég ímynda mér í delusioninu mínu að allt verði gott og þetta bætist bara við að vera engar afleiðingar. En auðvitað mun ég bara fitna og dettur formi, skilurðu. Og svona, það er endurlega svona naivity sem er í gangi. Er þetta árása? Ég er búin að gera þessi mistök persónulega sjálfur nokkru sinnum í lífinu. Ég tala með trúum að ég geti meira og við höfum allir gert þetta. Ég meina, þú getur sett þetta allt, þú getur sett þetta til mig að tökum við nokkrum flóttamönnum. Svo allt í einu eru orðnir bara stór partur af samfélaginu og farnir að kosta gífulega mikið og vandamál í menntakerfinu, vandamál í heilbrigðiskerfinu, vandamál út allt. Já, og núansinn er mikilvægur hér. Þannig að þú veist, ég hef unnið með fullt af frábæru fólki í erlendis frá. Ég meni CCP, bara fólk allan heim, klárt fólk, gáðað fólk. Ég kom beint... Það var samt ekki flóttamenn. Nei, nákvæmlega, bara núans, því að það vantar núans. Ég kom beint hingað eftir að hafa verið á listasýningu sem að georgísk vinkona mín var að halda á Port 9 og fekk með georgískan mat og eitt georgískt staup og ég er búin að skrifa undir meðmælabréf til hennar til Alþingis að hún fái ríkisborgararétt. Hún er búin að vinna hérna, gera rosa flott hluti, tengja saman fólk, er að læra íslensku í Háskóla Íslands. Þú veist, ég held að
þú veist, þannig núans, þú veist aftur á móti svo hildiðin, svo mæti, þú veist, það sem fór að gera mig bara allt í enn bara what the fuck is going on, að, þú veist, ég mæti, stundum í vörklass og hef gert í einhver ár, eins og þú, svona, kemur fyrir að við séum hana og svo fór maður bara taka eftir því svo í kringlunni, bara allt í enn var engin kallmaður í klefanum sem var að tala íslensku og það voru kannski 10 aðri kallmenn í klefanum og svo fór ég í pottin og var engin að tala íslensku kringum mig og svo fór ég bara að taka eftir þessu, bara ok, ég að lifta og þú veist, nota benni sko bara íslenski strákar, þú veist, af hverju eru við tveir, þegar við mætum í ræktina 43 ára gamlir, ennþá sterkustu gaurarnir vanalega, skilur hvar eru 20 ára gaurarnir og 30 ára gaurarnir sem eru sterkir íslenskir og að taka á, ég sé þá ekki, miklu minna þá, en ég sé aftur á móti mikið af erlendum kallmönnum sem eru bara í þokkalega góðu formi, þú veist, og sé bara þeim fjölgar og bara sorry, mér ekkert alveg sama þarna, ég verður hvað að gerast núna? Farið á tilfinninguna að þetta sé einhver svona hostile yfirtaka þá? Ég fæ einhver svona, og þetta alltaf bara tilfinning, en máli að skilur hlut. Maður truflaði rosalega marga fyrst þegar að þessir hópar voru að koma hérna, þetta voru 80% menn á herskyldualdri, Stakir menn á herskyldualdri, já, og þú veist, við erum að tala bara 80% af öllu sem komu, 20% voru konur og börn, og yfirleitt voru þessar stór partur af þessum 20% voru það fullorðið kallmenn sem voru ljúgaði voru börn og bara alveg virkilega stór partur þannig að það er rosalega sérstakt að einhverjum svona mannúðar ráðstöfunum og þá bara 90% af þeim sem að kemur bara stakir kallmenn og aldrinum 18-35 ára, þetta er rosalega spes og orðið það rosalegt að þeir eru bara meiri hluta af kallmönnum á Reykjanesinu og hvað komið bara... Gleymum ekki einu líka. Það er eitt sem að, sko, mér finnst alveg sérstaklega áhugavert. Það er, sko, ég ætla bara rétt að tala bara klára hérna sem við rættum áðan. Það var þetta með, kallmenn geti ekki unnið í þessum flokkum sem varum að ræða. Gústaf Níelsson mætti hérna bróðarnas Brynjars Níelssonar, mætti í viðtaldi fróst. Hann var einmitt svona auglýsæti, hvað eru þú veist, kallar með pung í stjórnmálum? Málið er, sjáu þið Snorra, hann kemur og tjáu sig hvað gerist fyrir hann, það er ekki allir sem þola þetta og þú verður að bakkaður upp á flokknuðinum þú verður ekki bakkaður upp að neinum öðrum flokk heldur en flokknum undir þessum aðstæðum einhverju leiti fyrir hægrið því að það er svona mennis okkur Sverri sem er bara alveg skít fokking sama en menn þurfa að fara í gegnum ákveðna eldskýrn eða er alltaf að taka þátt í umræðinu á Íslandi í hægrinu, eða er að taka afstöðu með sannleikanum og þetta er heldur gott, það vinnur með hægrinu á endanum þó það gerir það ekki núna, þetta er svona þetta þú þurfur að vera búin að fara í gegnum það einu sinni í lífinu allavega að hafa mist svona nánast allt og komið tilbaka og helst tvisvar og ef þú ert búin að því að þá er bara, þú veist það er ekkert eftir sem þið getið tekið frá mér þú veist, bara bring it on við eigum bara að vera með bunker mentality í gagvart þessi liði af því að við erum í existential baráttu gegnum, þeir eru að reyna að drepa okkur það er bara verið að reyna að drepa okkur og það er verið að það er verið að taka lífið frá okkur eins og við þekkjum og við fáum ekki einu sinni sko, þessar leiðir sem þeir eru að reyna að drepa okkur með við fáum ekki einu sinni að drepast með reist sko, skilur við það er bara það sem þeir eru að reyna að gera það er ekki sagði að sannleikurinn er neitt heldur menn sko það er alveg sama þú veist þú sér þetta með þess að Snorri hann mætir hann í kastljósið að tala við þessa konu sem er hann með einhver transbörn, ég man nú ekki hvað þau eru gömul en engin lítur einhvern það var ekki hún það var ekki hún, hún ekki, ok það var annars sem stjórnar maður eða formaður hann á 2 og ég sitt hér leiðréttur, gott og vel en allavega þú ert með fólk sem er náttúrulega með ákveðna skoðunar og pínu bæjast út af þeim bara frekar obviously og kemur undir þeim nafnum en hann segir, heyrðu, ég óska einhvern veginn síls og ég vil bara allir séu jafnir fyrir lögum. Hann er bara rosalega skýr og rosalega kurteis, greip pínu fram í fyrir, en það er það sem gerist í rökræðum og í kappræðum. En hún var alltaf að búa til hans narratív. Já, þú kannski segir það. Já, hann bara segir það sem hann segir og þér ber bara að taka afstöðu til þess sem hann segir eitthvað, ég horfi á það í samhengi alla hlutana og ég horfi á það í samhengi sem gerast erlendi. Nei, hann hefur bara sínar skoðanir og hann má alveg hafa sínar skoðanir á sínum hlutum og hlutunum sem er að gerast í kringum hann á þess að þú sért að reyna að tússa hann og líta hann og mála hann eitthvað upp eins og hann sé eitthvað allt annað en hann segir að hann sé og svo þegar þú er búin að mála hann eins og eitthvað fokkinsgrímsli að þá ræðstu á
á skrýmslið sem að þú er búin að búa til og svo kemur aumingin sem er hérna fyrir rúf í liði með henni að reyna að hjálpa henni að ráðast á skrýmslið sem er búið að búa til og alltaf þetta strómen argument sem er verið að búa til eitthvað fóking skrýmsli og meðan að gæin er bara allan tíman að segja nei, ég er ekki að segja það. Við skulum ekki gleyma því að á miðvikudagsmorgun fer fram mála sem að Eldur Smári Kristinsson er í málaferlum við þennan tiltekna mann vegna óheiðarleika hans í beinni útsendingum. Já, það kemur ekkit óvart. Bara svona svo að komið fram. Já. Ég er tildulega nýbúin að átta mig og það tók mig alla þessa bók að skrifa hana að ég fekk bestu leksu í lífinu þegar að það var eins og dýragarður á Íslandi sko. Ég man því. Sjádýra Sædýrasafni í Hafnarfirði. Sko. Og ég held ég flettis upp, það voru mynda ljónum og allt sko. Ég held ég að vera 6 ára eitthvað svoleiðis. Svo kom fokkin dýra. Og ég á eina minningu og þetta er leksía lífsins og hún tengist öllu sem við erum að tala. Ég fór hana með mömmu og systur minni og held að pappi hafa verið með líka hvort hann var að sjó, ég man það ekki alveg. Það sem að aparnir voru. Og þeir byrjuðu bara að kúki í hendina á sér og kasta á okkur og við þurftum bara að flýja. Ég ætlaði að fara að segja og bara munurinn á öpum og okkur sem tegund er það að við höfum tungumál og þeir eru ekki búin að vinna úr þínum eigin skít og þú ert ekki meðvitaður það þá kastar þú bara og projektar svo fullt og var og þetta er bara projection hægri vinstri sem við erum að horfa á sko. Rákvæðin leiðis að vinna úr eigin skít. Og fólk tekur ekki eftir þessu Ég ætla rétt að segja bara mína minningu ára og heldur áfram, það er einmitt sama úr dýragarðinu, það var því að það kom svo háar smellur þegar einmitt einn lollin small framan í einhverjum krakka sem ég maður ennþá eftir. Svo eru þetta Bonobo apar, þeir eru einhvers staðar í San Francisco og þeir sko runga sér allstaðar og ríða allstaðar, þeir eru bara og það er hægt að nota á dýragarða, þetta er orðið bara hrikalega vandræðalegt sko. Eru þið frá Indlandi eða? Sko, já, þeir taka ekki hendin okkur öðrum með ríða halló sko. Þetta er góð umræða sko. En mér finnst það bara svo fyndið að okkar stærsti glæpur og Snorra stærsti glæpur og ykkar stærsti glæpur og minnst, þú veist, að það er að við lifum eftir narratífu sem bara allir Íslendingar hafa lifað bara fyrir 2010 og 1200 ár fyrir það skilur, þetta er bara síðustu 15 ár sem menn hafa verið að lifa eftir þessari transfagga narratífu frá Bandaríkjunum, innflutt narratífa, ég hætti ekki að negla á þessu, þetta er innflutt orðræð, þetta er innflutt narratífa einhvern veginn og þessi frekja og yfirgangur í þessum faggakölti á RÚV að allir sem að lifa ekki eftir þessari sömu gölnu heimsmynd og narratífu sem þetta fucking pakk lifir eftir, að þeir séu þá bara einhvern veginn automatically þú veist, bara einhver skrýmsli og þetta er bara, og þetta er narratífan sem við fá frá öllum fjölmiðlum, skilur, MBL stendur ekki lappirnar með þetta, skilur, það er bara með, það er engin sjálfstæðismaður sem engin hægri maður þar sem fer til varna með þess að faggarnir í borgarstjórn skrifa undir einhverja yfirlýsingu sem var bara til höfur svona, skilur, Friðjón og Kjartan Magnússon, þetta er allt aumingjar og af hverju fara ekki stiga menn ekki í meira mæli fram að því ég veit alveg að þið trúið, þið eruð alveg on board með honum en þið bara þorið ekki að taka þátt í umræðinu, þið er svo hrættir, þið er bara aumingjar. Það er bara búið að gelda menn, þetta er svo mikil sko, það er bæði fyrring og það er gelding og geldingin, hún byrjaði, ég myndi segja Twitter, MeToo og Trump þarna byrjaði eitthvað að fara á stað, og málið er að þið hafið heyrt hérna froskur í vatni, þú getur sett frosk í vatn, það er bara meðal heitt vatn og svo bara byrjar og svo getur bara soðið hann lifandi og hann kveikir ekki á perunni fyrir hann deyr, hann tekur ekki eftir í að vatnið er að hitna, bara hitna nóg hægt og ég held að það sem sé búið að gerast er bæði það að það er búið að gelda menn og þau þor ekki að því að það er búið bara, þú veist, þeir hafa allt eitt lífsviðurverið, bara búið að cancela svo mörgum, það þarf svo lítið til, þú veist, bara þannig að búið að taka í burtu allan samstöðum á. Er í lagi að mér finnist þetta? Já, að búið að taka í burtu allan samstöðum, þannig að bara búið að taka hreðjarnir í burtu og hitt er síðan að fólk hefur bara almennt, hefur fólk ekki tekið eftir að vatnin sem það er í, það hefur ekki tekið eftir í hvernig allt hefur bjagast, þannig að það hefur bara fyllt með straumnum og heldur að sé ennþá að vinna út frá bestu mögulegum gildum, en að það upplega hópa halda allir séu af hinnu góða og séu að gera hið góða. Ég meina, og það á líka við menn sem gerðu hræðilega hluti, ég meina Mao, Stalin, Hitler, skilur ég meina,
og ég held að það sem er svo, og maður tók eftir þessu þegar COVID kom, það bara, þú veist, það er ennþá í mér bara eitthvað svona, ég nota orðið tróma, að taka eftir í hvernig allt heilt samfélag var til að hendi burtu öllu sínu mannréttindum og öllu bara hlýðar út á einhvers Ég konar held að hysteri. þetta sé bara rétt til þess að byrja með. Þú heldur það bara fyrst. Svo eru mjög margir í dag. Ég er bara nánast tilbúin að hengja mig upp á það að mjög mikið af þessum svona vókskrifurum eru löngu búin að sjá í gegnum þetta bull. Þeir eru búin að átt að sjá því, en þeir eru bara komin með svona eitthvað praise, þeir eru komin með eitthvað svona public perception og þeir eru bara svona shit. Holy fuck, já, þú veist, ég bara, nú get ég ekki bakka út úr þessu, ég er í rauninni bara, ég er atvinnupólitíkus eða whatever, þú veist, ég hafði rangt fyrir mér þarna, ég get ekki viðurkennt það, þá er bara hægt að kjósa mig, það er bara í rauninni atvinnuvegum minn, sko, þú veist, þetta er bara political suicide, þannig að sem er líka í suðuværi, þannig að ég held að þetta sé rosalega mikið svona og ég held líka mjög mikið af þessum virtue signurum sem eru að skrifa alls konar kjaftaði til þess að fá klapp og lof á bakið. Ég held að þeir hafi vita nánast alveg frá upphæðu hvað þau voru að gera. Ég ætla að koma með 2 punkta áður við förum í kommentin. Fyrsta lagi, gaurinn sem var stungin í rassinn fyrir að heilsa hópi ungra araba. Á arabísku. Með hnífið einhver öðru. Örugglega einhver öðru ef hann ekki náðu að loka hurðinni. Duolingo félagið. En haldið þið, þó að hann segi núna að hann, þú veist, þetta hef ekki haft neina áhrif, haldið þið í alvöru að hann horfi á næsta hóp ungra araba og heldur hann sé að fara að heilsa þeim? Ekki fokk möguleik. Þetta er sko málið það og þetta er annað sem maður er búin að fara á kafi í þessari blessuðu bók er að þú veist, þú getur hugsað eitt og haldið eitt og verið með hausnum á þér en líka minn á þér, hann man taugakerfið á þér er bara gert til þess að halda þér á lífi þú veist, og svona traumatísandi atburður, þeir festast í þér þetta er bara algjört disassociation á afneituna og þetta er ekkert heilbrigt við þetta var bara, hefur verið hræðilegt að lenda í þessu óháði hvaða hópur hefði tekið þátt í að beita slíku svona ofbeldi. Það veldur alltaf ákveðni tengingu, tögafræðileg tengingu, alveg 100%. Ég veit rosalega flott máltæki, man bara ekki hvað það kom. Það er you can ignore reality, but you can't ignore the consequences of ignoring reality. Ég veist þetta geggjað svona máltæki, sko. En hinn punkturinn sem ég langaði að koma inn á áður við höldum áfram, förum í kommentin aftur, það er það að nú er eitt mesta skammarirði yfir að vera hægri maður, það er incel-stimpillinn sem að reyndar allir eru búin að gefast upp á að nota. En það er eitt sem að fólk virðist ekki gera sig grein fyrir. Það er að þessi innflutningar sem við vorum að ræðum sem eru kannski í sumum tilfellum alltaf 80% menn á herskildu aldri. Þú ert að flytja inn verstu incels, ultra incels í heiminum inn í landið. Og þú ert að kvarta yfir einhverjum gæja sem að sagði eitthvað sem að þér líkaði ekki. En á meðan ert að flytja inn, þú veist, þetta eru oftast það eru svona típur sem að enga konu vilja konurnar í landinu svona með einhverjum örfáum undatengum, horfa á þess að gæja þær vilja þess að kalla ekki en bara, þú veist, horfa á hverja píratakonur það eru svo sérstakar típur, sko, en ég veit en yfir höfuð það er ein sem er mjög góð velja almennt sé eftir socio-economic status, þannig að þetta eru mennir sem eru á botninu í samfélaginu, þannig að alveg sama hvað að segja, þá staðfesta allar rannsóknir þetta. Þú veist að horfa á eitthvað hópa af einhverjum ultra incels sem að sko, ég byrti myndbandum daginn af einhverjum gæja í Þýskalandi sem að ætlaði að fara að ríða einhverju konu bara, fyrir ekki, nauðga konu af því að hún var ekki til í þetta bara á bekkarna því hún taldi sko, hún var að beita hann ofbeldi með því að hafna honum með sína grunnþarfir sem voru að stunda kynlíf. Já, hann hafði rétt á þessu. Hann átti rétt á þessu. Ég sá þetta myndband. Og þetta það eru margir sem koma frá þannig stöðu. Hann fór ekkert fyrir það komu aðri menn skiptu sér á að búa að hringja á lögregluna og þú veist, hann var líka farin að heyra í sírunum þegar hann ákvað að gefa þetta eftir sko. Munurinn það var í almenningskar í Þýskaland. Munurinn á þessu manni og hinum almenna slúbbert á Íslandi er til dæmis sá að slúbbertin á Íslandi, hann kannski hugsar þetta, en þessi menn koma frá stöðum þar sem að oft er, það er hort þannig á konur að þeir einfaldlega fara og þeim finnst þar í alvöru vera það sko ómerkilega lífverur að þeir eiga þetta inn í hann. Þetta er aðeins að þetta flytja inn í massavís og þú ert að hvetja til þess með þú ert að brjálast út í eitthvað svo kallar insel á netinu. Þannig eru alvöru inselar og þú bara meira. Rannsóknir sýna á reynda líka að incels eru miklu algengari hjá vinstrumönnum. Það eru actual rannsóknir á þessu, ég er ekki að djóka sko. Mér langar að koma inn á annað, að því þú veist að tala þú veist, það var rétt og allt þetta. Það er þessi óþolandi hugsunarháttur fólk eins og við. Tökum það aðeins fyrir. Á meðan að við upplifum rétt og ránt,
þú veist, við erum aldrei upp á einhverjum þeirri, þetta rétt, þetta rangt og eitthvað slags, að þá eiginlega svolítið honor og dishonor og þú veist, ef að þú gerir eitthvað sem að niðurlægir til þess einhvern nauðgar og meiðir hann eða whatever, að þá getur það, sko, þá you are bringing him dishonor en það er honor to you, sko, og það er ekki högg og þitt honor að hafa misbeitingu valdið, þannig að trúarbröðin boða það á ákveðnu marki að minnskosti og jafnvel í sumum tilfellum öllu marki og þess vegna þegar að fólk vera svona að skoða þetta aðeins meira í staðin fyrir út frá rétt og röngu því að það er ekki hugafarið, það er honor og dishonor það er bara hann er kona hún getur nauðgað henni þetta er þínar þarfir og hún er að annarri trú og hún er í rauninni bara, þú veist, þarf ekki að taka tillit til réttar hennar einhverju hluta vegna að þá er bara svona algjör firring hjá ákveðnu fólki, það bara afneitar þessu þetta er bara fólki eins og ég þetta er bara fólki eins og ég þetta er svo mikil heimska, þetta er svo epic heimska, sko, maður bara kemst ekki yfir það, sko. Ég held að þetta komið frá því að það er einhvern veginn, fólk er einhvern veginn búin að ákveða það að, þú veist, ef þú tilherir einhvers konar, ef það er að sjá að þú ert í veikri stöðu, einhvern megin, þú ert einhvern megin í minnihlutahóp, að þá að því að þú ert einhvern megin í minnihlutahóp, þá ert þú sett fyrir svo miklu óréttlæti fyrir það að þú hlýtur að vera bara óslega góð manneskja. Það er búið einhvern veginn, þú veist, en það er ekkert samsemmerki þarna á milli. Þú veist, þú getur fundið alls konar hópa sem eiga erfitt undir og það þarf ekki að þýða að allir sem eru í hópnum séu vel innrættir. En það er einhvern veginn búið að setja eitthvað samsemmerki þarna sem er svona logical fallacy og það er komið út í algjöra firringu. Og þetta er stór hættulegt og ég spyr mig, sko, ég er með eitt mjög kontroversial take á þessu, nákvæmlega þessu sem að tryggjara fólk. Ég er ekkert að segja að ég sé endilega að ég trúi að þetta sé. En hvað ef að það er bara búið að við erum orðin svo vel uppaldir, við erum orðin svo vel geldir hérna, við íslensku karlmennir að við erum bara ekki nógu spennandi lengur, af því það er ekkert hættulegt við okkur. Hvað ef að það er eitthvað í skugganum hana hjá einhverjum, bara já, ég vil fá bara, þú veist, ég vil aldrei viðurkenna en ég sakna þess að það sé svolítið svona hættulegt og spennandi að vera úti. Þú veist, ég meina það til ykkur sem við tala um bad boys. Svona reverse psychology skiluru, en ég meina að því að þetta kompjútar ekki, það kompjútar heldur ekki að því að sko, svo maður hoppi bara hérna beint í heitapottin að sko, að hið óheilaga hjólaband í jihadisma og marxisma það leiddi til þess að 2 lönd sem voru bara frekar progressiv og fín lönd og konur voru bara frekar frjálsar Íran og Afganistan urðu bara hellholes sérstaklega fyrir konur og sko það er engin tilbúin að runga þessum 2 hópum meira heldur en akkurat og þetta er svona eins og með drónana þetta kompjútar ekki þau hata kristni það er stór partur af þessu það er ekki bara kristni, þetta fólk hatar sjálft sig maður átt að sjá því sem að samt stemmir ekki hérna, það er það sko, nú hafa konur í gegnum tíðina aldrei fílað bad boys nei, aldrei gerst þær segja það ekki en ég var í minni hópum ég var í Þýskalandi daginn bara, ég var bara að koma heim hérna það verður svolítið fyrir bad boys já var ekki bad boys í París? Jú, nei, og ég ferðast þarna ég var þessi í Suður Þýskalandi í svona litlum bæjum og ég var í heimsókn hjá fólki sem er í svona Hvítasunnu kirkju hérna í Þýskalandi og það var æðislega stelpa sem var að keyra okkur og eitthvað svona og svo það var mjög áhugavert atriði sem ég lendi í að hún var að útskýra fyrir mér og vinum mínum bara við vorum að koma þarna, þetta er lítill bær, þetta er svona 15-20 manna bær rétt við landamæri í Sviss og Þýskaland og hún sagði okkur bara, og hérna torginu þú veist, og hún var svo afsakandi og henni fannst, ég sá það hvað henni fannst vont að segja þetta að hérna, þetta eru menni sko, voru að útskýra að það væru þessir flóttamenn þarna, skilur við, það væri ekki örugt það væri allt bara ofbeldismenn, það væri ekki örugt að vera þarna á nóttunni, það væri ekki örugt fyrir gamalt fólk að vera þarna og það væri ekki örugt fyrir konur að labba þarna og þú veist, ég sagði náttúrulega við hann bara, don't worry, I am extremely racist, skilur og hérna bara, þú veist bara, mér er alveg sama, sko drekka hvíta orkudrykkið og hún náttúrulega grenjaði úr hlátri, sko en hérna, en mér fannst þetta svo lýsandi af því að hún er svo mikið
þarna, þetta er greinilega stelpa og hún var svo mikið að berjast gegn þessari tilfinningu nei, ekki berjast gegn tilfinningu, hún var að berjast gegn þessum sannleika sem að blasti við henni Það er augljós sannleiki. rosalega mikið í Þýskalandi. Þetta er líka bara, þú veist, þetta torg er hættulegasta torgið í bænum, það er bara uppflutt af flóttamönnum og fólki sem að vil nauðga mér og mömmu minni og ömmu minni og og litlu bræðrum okkar, en þú veist, ég er ekki rasisti, maður er alveg bara svona, brandarinn er bara að skrifa sér sjálfur. Henni leið illa við að segja þetta, út af náttúrulega einhverju sögu sem að þjóðverðar átt að hafa. Og þetta er bein afleiðing gaslýsingar, því að þegar þú ert búin að vera í óbeldi sambandi, það sem er búin að gaslýsa þetta til fjandans, þá lærið þú það að þú getur ekki treyst, þú hættir að geta tjáð og treyst þínum eigin tilfinningum. Það er ekki flóttan en það. Þetta er bara ofbeldi saman. Þetta er bara ofbeldi. Angela Merkel, hún ber nú bara ábyrgðin á þessu. Lélegasti stjórnmálamaður bara alveg Þýskalands frá upphafi. hræðileg og finna Það er þannig. Já. Skaðinn sem Hitler olli, það var ekkert mál að laga það. Það er ekki víst að vera hægt að laga skaðinn sem Angela Merkel olli. Hún er miklu verri, sko. Ég get eiginlega bara tekið undir það, en maður, þú veist, þá er fólki bara í öll skjól. En þú veist, maður fyrir að hugsa þetta. Ég ætla að koma með hérna loka punkt, sko, hún manni þetta var eiginlega bara svo einu sjokkerandi. Þetta var eitthvað magana. Maður var svona farin að setja þetta í samingi við stærri hluti og svona já, ok. Ég ætla að fara í kommentin aftur. Við megum ekki vanrækja okkar besta fólk. Nei, alls ekki. En sko, ég ætla að gera smá test í næsta þætti. Þá ætla ég að gera smá test með svona Q&A fítusinn, þar sem að menn geta lagt inn spurningar. Já, það verður gott að separata það kannski. Já, spurningar og svo svona spjalli sem við getum lesið. Þannig að svona, ég þoli ekki að komast ekki yfir allt spjallið. Þetta er ógeðslega mikið lúxusvandamál, en þetta bara böggar mig sem svona mér finnst það mikilvægast er að fá spurningarnar. Já, en við verðum að fá banderi líka, sko. Já. Herðu, vil hvetja Bjórkast til að hafa samband við Smáríkið og stinga upp á sponsasambandi. Já, minnst það góð. Það verður lokar klukkan 8 þegar Smáríkið er að taka við beinu framhaldi. Sko, við erum hérna með spons sem að gefur okkur allan þann bjór sem við viljum og ég má ekki segja hvað það er. Ásakið, svona mikið bjór. En við fáum allan þann bjór sem við viljum. Við þurfum bara við þurfum að fara konum með fólk í sal og svona. Ég held að það væri geggjað, sko. Hversu heitt er þið hérna samt? Reyndar. En já, það þyrfti þá að vera eitthvað, sko. Herðu, svo er ekkert rosalega sexy, er bara ég og Sverrir. Hvert er ég komin? Ég getur fíla það. Svo er Japan eru bestu rasistarnir. Þeir eru rosalega rasistar. Þeir standa sér vel, gefum með það. Þeir eru svo honorir í Arians, segja einhverjir. Hvítir menn bundu enda á þrælahald í Evrópu og Ameríku, Afrika og Asía stunda ennþá þrælahald í stórustíl. Já, Bretar eittu gríðalegu orku í þetta. Afrika stundar mesta þrælahaldi öllum. Píratar snerust algjörlega upp í andhverju sína. Já, við rættum það í mitt hérna rétt áðan. Já. Píratar eru alltaf kokkálar, það er bara núna þeir eru loksins að horfa upp að fá þetta taka yfir flokkin sinn. Já, ok. Markus og mamma biðum að heilsa Jóa. Já. Vísir var með greinum hjarðhegðun og myndist ekkert á COVID. Nei. Akkur er Ísland alltaf 5 árum eftir, það er rannsóknarefni. Þeir eru undir alltaf eftir Bandaríkjunum. Þetta tekur tíma að síast inn í umræðinu og svona. Mér finnst líka eitt áhugavert með það, bara þetta stuð, að við erum 10 árum eftir Bandaríkjunum. Fyrir 10 árum þá vann Trump og hann var með alla mennta og menningarelitu landsins á móti sér, hann var með alla fjölmiðla á móti sér, hljómar þetta kunnulega. Það hljómar mjög kunnulega. Ég held þetta sem fara bara að gerast aftur. Ég elska Sverrir að byrja. Já, ég meina, þú veist, þetta er augljóst að fara að gerast aftur. Þetta er bara spurningin að fara og sækja byggarinn. Já. Ég elska Sverrir að byrja að kalla fjölmiðla hórur, make it a thing. Þeir eru hórur. Já, það er bara þannig. Píratur eru besta merkið, hvað Vóki er skemmandi. Eina skipti sem ég skráð mig í flokk og tekið þátt í flokkstarfi var þegar Píratar komu fram. Flokkurinn var það handónýtu drasli. Mellumiðlar er betra orðið fyrir þessa fjölmiðla. Þetta er þetta mjög gott. Hákon Hárfari, það var ekki Haraldur Hárfari. Landnámsmenn, innflytjendur, rítardalöst. Hver er munurinn? Það finnst nánast engin blaðamennska lengur. Fréttur eru mestmegnis títur áróðu frá AP og Reuters. Það er rétt og ekki gleyma því að þú veist, ég þreytist ekki á að segja þetta sem kom upp úr USAID ormagrifinni var einmitt þessi peningar sem voru að renna frá
frá bandarísku leyni þjónustunni til sjálfstæra blaðamannasamtaka og þessar stærstu fréttaveitna sem að bara allt í einu lenduður í massífum fjárhagslegu strögglum með að skrúa fyrir þetta. Það lítur öll tilvílun. Já. Innflytjendur frá Noregi eru ekki svo innflytjendur frá Nígeríu ef við ætlum að fara út í þá sálma. Vá, þetta kontroversiál. Sko, en frá Svíþjóð, það eru svo mikið að mönnum frá Afríku í Svíþjóð, það kannski mikið munur. Já. Það má alveg tala það nú bara ímyndilegt í gangi í Nígeríu, hvað ekki verið að stráfella kristna menn í Nígeríu? Hei, bara að tala Gaza. Ekki tala Nígeríu, það alveg bannað. Það bara eitt það allir brjálaðir á RÚV ef þú segir frá einhverjum öðrum átökum en það sem að gerast í Gaza. Ég lendi skemmtilegum rökræðum á þessa leið við eitt sem hann var einmitt að saka mig þetta að vera drullu saman þjóðamór í Palestínu. Ég sagðist bara að einbeita mér að Rúanda sem að mannfallið 10 til 30 sinni meira ef ekki meira ef þú miðað við hæstu mögulegu tölu frá Gaza. Þá allt í hennu bara hætti sá maður að tala um mig. Það ég með hugmynd, bjórkast flotilla til Gaza. Það ekki gott eða? Það að setja flöskuskeiti eða? Já, við förum með byrðir. Af bjór. Já, bjór. Bara koma þessu nöðsilega. Bjór og smokk. Nei, ok, þetta ekki. Við erum öll. Gæti kannski, já, ég veit ekki. Ég nú eitthvað að fylgst með þessu flotilla, sko. Þeir vita allir að, þú veist, að þeir eru aldrei að fara að komast alla leið. Þeir eru bara að eyða peningum í vitleysu. Það vita þetta allir. Heldur að þessi Maggastína sé að fara að mæta eitthvað til Gaza með fullt að bera hrísgrón í fólkið. Ég alveg tala, þetta er svo kjánalegt, sko. Málið er að það er bara algjör leikbreytir þegar Margrét Kristín Blöndal er komin bort. Það er bara allt annað. Erum við að tala um Palestínu eða? Sérstaklega þegar við erum með, sko, bæði Gretu Thunberg og Möggustínu, þá erum við að tala um allt annað og þetta er eitthvað sem ég sé ekki alveg Ísrael að geta varið sér frá þeim báðum í einu, sko. Nei, einmitt, það eru náttúrulega, já. Það er vandi, þeir eru í vandræðum, Ísraelsmenn. Já, þeir vita ekkert hvað er að koma. Þeir bara... Falla frá miklu landsæði til að losna með Möggustínu, sko. Já, Ísraelsmenn... Gæti náttúrulega að drepa naut bara 100 kilometra færi, bara leiðindum, sko. Já, Ísraelsmenn mun sprengja upp Ísland fyrir að vera að senda ykkur á íslenska feminista okkar. Við erum eftir að fá samúðarskeiti þegar að snúa tilbaka. Við getum orðað svo að Löndhafn verið sprengt af minni ástæðu. Já, ég bara að senda hvort er verra, að senda kjarnorkuvopn að senda Möggustínu. Ég veit það ekki. Í rauninni, sko, þá hljótum við Ég held sko að niðurstaða fólksins í Gaza verður bara svo að við hljótum að hata þau, vístu, við sem að senda hana á, sko. Nógu vond er líka ástæðan í Gaza. Maggastína kemur maður. Those people have suffered enough. Hafið þið ekki fengið að þola nóg? Gerður Katrín. Já. Það er alltaf eitthvað í þessu þætti sem mætti cancel okkur fyrir. Það er allan ekki, það vantar aldrei. En ég meina það er það eitthvað svona mjög fest að heyra svona dauð svartan gálgahúmor og geta hlegið og það sem er kannski, ég finna sjálfur ég á aðeins erfitt með að hlæja þessu með ykkur af því það er ekki bara búið að þjálfa mann þannig það er bara húmor, það er bara búið að cancela húmor og húmor er svo mikilvægt þess að losa tilfinningar að setja ræðum hlutina einhverju viti menn þetta er fucking hræðilegt ástand á Gaza þetta er fucking ömurlegt ástand en þetta er ekki ábættandi að hlæja þessu en þú veist En enga síður, ég meina áskaði þess enginn að börn degi skilur og það eru allir á móti stríðum, þú veist, að taka allir undir það, en Maggastína er samt alveg hræðilegt aldrei, skilur. Það er bara, þetta pældi í, þú veist, þetta er ábyggilega bara rugglaðasta kona Íslands. Já. Heldur eftir að Maggastína mæti þið horfið til heimis og séu að flugvél bara guð sér lof.
Hvert er að senda hann á næst? Herðu, komið til tillögur. Þetta gæti verið, þetta væri kannski fyrsta skipti sem að hægri menn myndu fjármagna möggustinni, geta að senda allir Úkraínu eða eitthvað næst. Senda allar þetta er Bakhmut eða eitthvað. Þegar hún kemur aftur til landsins. Ég ætla samt að segja að það er virðingaverð þegar að fólk actually gerir eitthvað. Já, ég er alveg sammála því. Í staðinn fyrir að vera bara á fullu eitthvað í fjölmiðlum eða hvað sem er, að vælum að við eigum að gera eitthvað. Ég ágætis félaga kunningja, þú veist, Eggert sem að berstur mikið fyrir Palestínu og þú veist, við erum núna yfirleitt ósammála um allt. En þú veist, mér finnst alltaf virðingavert að menn fara til sinni sannfæringu. Já. Og þú veist, ég segi nú ekki reyndar við sem ósammála um allt, við erum reyndar ótrúlega sammála um hlutina þegar við förum að tala saman. En sjáum heildarmyndina ekki eins. Og mér finnst oft mjög áhugavert að tala við hann. Hvernig fjandanum á einhver að sjá þessa heildarmynd? Þú veist, nú, það er það sem ég finnst líka áhugavert, sko. Ég kom aðeins inn á þetta áðan, en ég ætla að koma inn á þetta aftur núna. Það eru 24 klukkutímar í sólarhringnum. Það hefur ekki breyst. Það mun ekki breytast og okkar ævi, þótt að tunglið sé hægt og rólega að fara frá jörðinni og þá breytist núningsræði jarðar, að þá bara gerist það mjög hægt. Þegar risaeðlurnar voru uppi, þá var þetta 23 klukkutímar. Já, það er málið. Þú veist, eitthvað svoleiðis. Sælla minninga. Allt breytist, já, sælla minninga. Það var síðan. Árið er 360. Það var miklu betra þá, sko. Það var miklu betra. Þá bara, þá vissur þú varst bara étin, skilur þú. Það varst ekki eitthvað efast. Það var ekki feministar þá. Já, en það eru bara 24 klukkutímar sólarhringnum og það sem er líka búið að gera, sem er hluti af finningunni, er að það er einhvern veginn allir að vera með í þessum, þú veist, 5 hlutum. Þú veist, það eru skriljón hlutir sem eru hræðilegir í heiminum. En ef það á alltaf að samina narratífið sömu hlutina, alltaf sömu 5 hlutina og ríkið á að borga þetta, þá erum við líka bara miklu ömurlegri í því að gera góða hluti. Þetta ámiklu frekar að vera. Það sem brennur á fólki, þá að mynda sér félagasamtök það og það fólk á þá að gera það sem það er gott í og getur einhver annar hópur mynda félagasamtök að sinna einhverju öðru, af því annars verður bara fullt af olnbogabörnum út allan heim sem enginn er að sinna, því það kemst ekki hæst í narratífinu. Sko, fyrir ekki, ég held að það er... Já, ég meina þetta er punkturinn, skilur. Ég ætlaði að taka undir það sem ég voru að segja á, sko, ég mér þess að hrósaði þeim, veist, hvað var að Sema, Erla, María og hún rithöfundur sem að þeirra fóru til Palestínu, þó mér finnst það að vera galið dæmi að gera það. Þær fóru þangað og þær actually, gerði eitthvað í því sem það trúðu. Mér finnst það alltaf, ég fyrirlít, ég hata ekki, ég fyrirlít fólk sem hefur engin prinsip. Þú veist, það gerir ekki, það er bara hei, hvað sagði, þá er ég sammála því. Já, þetta er svolítið áhugavert að því að Hannes Hólmsteinn var að benda á það, býtu, í hvað fóru þessi peningur? Þú varst með styrktarsjóð, tók 60 milljónir, ferðu út, tekur út sem gjaldari og borgar á öllum líkindum einhverjum egypskum ráðamörnum, þú mútar þeim til að fá fólk út úr Palestínu í gegnum landamærin. Þetta er náttúrulega bara kolólöglegt að öllu leyti. Þú veist, það eru reglur fyrirtæki og félagasamtök og svo framvegis og þú ert að sýna fram á í hvað peningarnir, hvað þeir landamæraverðinu eða þú veist, þessi ríkisstarfsmenn voru væntanlega ekki að gefa út fokkin kvittanir. Þú veist, hvað ég meina? Og það er enginn sem er að gera þetta. Lögreglustjórinn er ekki að keyra í þetta, þú veist, það er ekki skattar og svo skilur. Það er sakamála. Það er bara út af því að það er bara pressa. En við verðum að halda aðeins áfram með endilega. Við vorum að reyna að svara spurningum, við erum svo ógeðslega lélegir í þessu, við erum alveg þroska heftir, sko. Ef krókodíll er geldur af hormónum, verður það þá krókonidíll. Þetta er asking the real questions. Var nú að tala um þig, Sverrir. Ég er búin að missa hvað það var Bjarki. Svo kemur getið þið please fengi Snorra Más í broadcastið, eða bjórkastið, eða væri það hot lís fyrir svona? Hot lís. Þá segir einn hann vill ekki mæta, það var margir ítt við honum og ég ætla bara að tilkynna það Snorri var nú næstuði mættu til okkar í kvöld. Já. En það var ástæða vildum ekki staðfesta gest, en hann ef að húsi verður laust næsta föstudag, sem það er ekki, við erum að reyna að fá það næsta föstudag, þá ætlar hann að mæta til okkar. Já. Ég talaði við henni í dag. Pressiði á broadcast, sendiði skilabóð Frosta, láta það reyða, segið um að losa stúdíóið. Segið Þorsteini Vaff að það sé einhver kona sem þið senda póstin á. Já, hann tók Ester, hann getur mist á það. Benóni segi Sigmundur Daví og Sigurður á Andersen stóðu sterk við baki og Snorra. Já, þau voru þau einu sem gerðu það líka, sko. Já.
Það er bara málið. Sigríður Andersen alltaf Hún er grjótör. Það áttu allir í flokknum að koma bara og segja bara, þú veist, við erum þarna, þú veist, fokkið ykkur. Áttu allir hægri menn bara á Íslandi, auðvitað allir í flokknum og auðvitað allir í sjálfstæðisflokknum og bara allir hægri menn, menn að það bara koma að þetta bara, það skiptir máli að taka afstöðu með sannleikanum og að þú veist, að þetta vinnst ekki nema menn sýni að það sé ákveðin fjöldi á bakvið það sem hafnar þessari narratífu sem að þau reyna að neyða okkur til þess að lifa eftir. Ég held við séum að fá gríðalegt spakmæli hérna í næsta kommenti. Sjálfstæðismenn eru fastir í kökkstólum í horninu. Svo kemur það sem að ég spái að verði hérna að fari bara einhver staðar upp með Laxness og svona. Það kemur, vit ekki hvort þeir vilja vera næstir í peggið eða fara í hina röðina og setja á sig dildóið. Þetta er eitthvað rosalegast. Mjög myndrætt. Peggið er gott. Sigríður drottning, rústaði relativismin Pírötum, hugavírus, ég veit ekki, ég hef aldrei verið almennilega hvað relativismi er. Það er ekkert rétt eða rámt. Akkurat. Þú er bestur í að útskýra það. Ég veit reyndar ekki hvað kannski er átt með þessum isma, sko. Nei, það bara geymið aðeins. Við erum ekki verið að tala um svona moral relativism. Það er það ekki, jú. Líklega, sko. Það er ekkert rétt eða rámt og það er engin klár tilgangur. Það er bara... Svo kemur hérna, Æslander 33 segir, vá hvað þetta er akkurat skynjun mín á Pírötum og svo sósíalistu. Sama hér, vinstri maður að mörguleiti, ekki hægt að vera í kringum þetta fólk. Gott að vita menn sér sammála þessu. Þetta er bara sem ég sá bara. Við erum með mann hérna á reynstu röðum. Já. Sætir. Miðjukökk er ekkert markmið, Píratar 3,0%, 3,02% og sósíalistar 3,9%. Hver á með þetta komment? Með miðjukökkið? Já, miðjukökkið er hinn Bárður. Já, ok. Býtum nú við, ég kaus miðflokkin seinast og kaus Pírata áður. Já, spáði því, þú veist, við erum með, ég var þar, skilur. Ég held að sé alveg bara eitthvað af gaurum þannig, sko. Spáði þér að hérna, þú veist, það er verið að tala um það að, þú veist, afstæðan hefur breyst svo mikið að þú fer frá Pírötum yfir í miðflokkin, skilur. Og enginn spyr, hvað er að gerast það? Ég skal bara fara dýpri í þetta. Ég skal bara, til að byrja með, þá er, sko, Björn Leví og ég, við vorum bara bestu vinir í 30 ár og erum alveg vinir ennþá, en hérna, það eru ófáar fyrirspurnir á Alþingi sem komu eftir að ég og Björn Leví vorum að tala saman. Og þú veist, strákarinn okkar, þú veist, jammalinn hjá hverju öðrum og svona, við vorum bara mjög nánir. Og hlutaði að hverju ég var í Pírötum var að styðja bara við hann. Veist, mér fannst Björn Leví bara frábær líka, mér fannst hann góður sem þingmaður í stjórnarandstöðu, af því að hann var með aðhald. Veist, og hann bara stóð á sínu og hann er svolítið miskilinn þingmaður að einhverju leyti. Svo bara eru við bara búin að diversa, sko, af því að hann er svona tabúlarasa, alveg búin að kaupa það, og ég er bara upprunni skiptimáli. Það er bara svona opposite. Og ég man að ég lappaði hérna niður á Þingvöll hérna þegar að vindrismálið komi hérna. Það er mynda mér þar sem ég er með banana á þingflokksskrifstofu Pírata. Ég er með banana þegar mótmælin eru á móti Bjarna og Simma. Og ég var alveg þarna inn í þessu. Af því að mér fannst þetta náttúrulega fárálegt. Mér fannst þetta að vera spilling, mér fannst þetta bara fárálegt að þetta væri og það var það alveg upp á vissu leyti. Það sem gleymist er að sko Simmi og ISAF og Indifens hópurinn bjargaði okkur frá því að vera að borga hérna þessi nemur sko andveri hvað 11 til 15 hvað heitir turnin, þannig að rísa turnin í Dubai. Veist, þetta var smá helvítis upphæðir þannig að auðvitað var farið á fullt erlendis frá að reyna að ná algjörlega. Veist, þannig að þar kemur narratífið inn. Hann vann Grettistak þar og hann fær allt og sjaldan hérna þakkir fyrir það. Hann var þakkir skilið þar og þú veist, en ég sé alveg narratífinn mörsunum yfir á mér. Ég var alveg þarna, skilur, bara Pírati, þetta er ekki lagi og eitthvað svona, sko. Og þess vegna eru allir fjölmiðlar á landinu óvinveittir Miðflokkum og Sigmundi. Það er bara út af þessu. Þetta er bara svikar, þetta er bara föðurlandssvikarar. Þetta er svo, þetta eru hórur, ég veit ekki hvort ég var nefna áður. Málið er að, sko, fólk vera hórur. Sko, svo við tölum aftur svo við tengjum Jesú við hérna apana í sætirastafninu að það eitt af besta sem kemur frá svona setningur frá Jesú er sákasti fyrsti steinunum sem syndlaus er og það er svolítið bara búið að gleymast. Við erum einhvern veginn ætlast til þess að allir sem að einhver staðar að einhverju eiga að koma séu fullkomnir og flekklausir og þess vegna er líka allir rifni niður af því það er engin fullkomin og er engin flekklaus. Og málið er að þú ert heldur ekkert búin að sko þroskast eða læra nema þú ert búin að gera ykkur mistök og læra af þeim.
helst, en ef þú gerir mistök endur tekið og lærir ekkit af þeim, þá þú veist, allt í lagi, engin vöxtur hjá þér og þér ekki treystandi, en málið bara segir eitthvað til þig. Þetta, þú veist, núna var hvað, nú búið að stofna aftur hernaðarráðuneytið í Bandaríkjunum og hann var með þrumu ræðu þannig Ministry of War Ministry of War og eitt af þessi þeir eru að taka í burtu er það, hann er með þessi tendency að vera með zero defect policy sem bara hefur alls konar slæm áhrif útskýru zero defect policy þú mátt bara ekki gera nein mistök og öll mistök sem þú gerir þau eru varalega á skráhjöður þannig að þú veist ef þú ert sveita kommandir eða þú tekur platúnið og þið farið að drekka bjór og einn af þínum undumönnum keyrir síðan heim og stoppaður því að hann var að keyra undir áhrifum þá fer það á fyrirlinni hjá þér og kemur veg fyrir að þú getur gert promóta og svona og þetta veldur því að allir fara að play it super safe og það veldur líka gríðarlegri svona contraction og vandamálum því þú þarft að þora að taka einhverjar ákvarðanir og taka einhverja sjensa og vera með einhverja það er svolítið eins og Me Too afleiðingarnar urðu ákveðin gelding þetta er hluta rót geldingarinnar og einhvern veginn leið og eitthvað ná að tilgangnum náð og svona erum við svo krappar í fötu að toga alla niður sem eru að komast upp á fokking fötunni og mér þess að styrmir fyrir ritstjóri Morgunblaðsins hann skrifaði nú heldur góða grein á sínum tíma andverleika samfélagi en menn eins og hann, ég ætla aðeins að ég dáðist þessari grein en menn eins og hann gera það alltaf þegar þeir eru búin að taka sitt út þá koma þeir og stígu upp og segja hvað þetta er ógeðslegt ég virði það ekki nema þú sért að hafa einhver að tapa á því að gera þetta ég get ekki virt þetta við hann að hafa tekið þátt í þessi 60 ár og svo þú veist, þegar hann er búinn, orðin safe, hann er búinn að taka allt sitt, þá kemur hann djöfull, eru þið ógeðslegir. Þú varst svona ógeðslegur, þú gerðir ekkert í því þegar þú hafðir einhver að tapa þig. Þú hefur enga rétt á því að messa yfir öðrum. Ég var einmitt að pæla þetta var ekki meint sem þetta er bara góð punktur ég meina, þetta er vandamál okkar Íslendinga, þrátt fyrir margt sem er gott við íslenska hefðir og allt það það er þessi heldur smákonga hegðun þú veist, og þess vegna stöndum við ekki saman og þess vegna er þetta líka, þetta er alveg á okkur að vera ekki að standa saman og vanta hreiðanar sko. Og þetta er líka bara þetta elur af sér ákveðin óheiðleikum, mér finnst mjög gaman, ég er svona frelsaður kristin maður sko og mér finnst þú áhugavert, þú veist, þetta með Me Too og allt saman og að menn fá ekki að vera, þú veist, allir þessi bresku menn sem að við sjáum bara alla þess að bara mögnuðustu karaktera sögunar, bestu listamenni, bestu stjórnmálamenni, skilur við, Napoleon, Kanye West, skilur við, allt þetta, Mike Tyson, Winston Churchill, þú veist, Diego Maradona, allt þessi bilun, þessi mannlegi breyskli, þessi fullkomni og þú veist, mátturinn fullkomnast í veikleika, skilur við, og að við höldum þessu öllu niður og við búum til, og það er líka bara stórsynd að við búum til miklu leiðilegra og sterilara og bara ömurlegt samfélag og það er bara þessu feministinn býr til að hann kæfir niður alla svona snillinga sem eru superbreskir og ég veit að ég er breskur. Ég meina það mátti bara samt, það var bara nóg fyrir því að benda og einhvern að segja, hann kleipir rassinn á mig þarna og þú veist það bara nú, það kannast ekki við að og er ekki fullt af myndaðilum þú veist það skipti einhver máli og eflaust átti eitthvað rétt á sér en málið er það að við búum við kerfi sem gerir ráð fyrir réttlátri málsmeðferð og það var bara farið framhjá því til þess að taka stóra, sterka menni sem þú ert að tala niður. Það var eini tilgangurinn, þetta var hatur og successful kallmönnum. Gleymum ekki einu heldur, það er þetta sko, það er accountability hjá mönnum, það er eins og fokkin Brynja ef þú bara tekur allt sem þú gert og ónar það. Ímyndum okkur var Sverrir til dæmis væri núna í standið sem hann er að gera og hann var að reyna að fela allt sem hann hefur gert í gegnum tíðina. Þú veist, leið og einhver hann var bara, nei, þú veist, ég er alveg flekklaus, þú veist. Þú veit að reyna að þykjast eins og liði sem er að koma fram, sérstaklega svona einhverju kallfeministar sem að reyna Þetta virkaði mjög vel, það heitir hann að í fangelsinu þarna, gæinn sem að vera að senda úr landi. TH Jóhannesson nei, ég meina þetta er bara svo mikilvægt þetta er bara svo mikilvægt að horfa á þetta þú verður að taka þessu hefur og ónar þess vegna sérðu kallfeministana sem er alltaf að koma hei, ég er góður stelpu, ég er góður þú veist, ég er minnlaus en svo reynist þú bara að vera eitthvað, þú ert ekki einu sinni með eitthvað alvarlegt þú ert kannski ekki einu sinni með eitthvað alvarlegt á þér en að því að þú ert búin að þykjast vera svo flekklaus og þú veist, þú getur ekki ónað sem þú hefur
þá ertu tekið niður og þá Getur ekki, það svo er ekki fyndið, hægt að svo- cancela mér Nei, Það er ekki hægt Svo sem fyndi eins og meðan að það Þorstein þegar það kemur einhver og sakar hann og veist að hann var eldirhellir og eitthvað svona að þá allt í einu það er bara verið að ljúga þessu upp á mér þá gilt ekki það sama ég fyrir trúi alla konum, aðra sko. Já, ég tók upp hanskan fyrir Þorstein mjög opinberlega þegar hann var sakaður af einhverjum nafnlausum aðila. Mér fannst það ekki credible bara hvaðan það kom og þú veist, ég talaði ég skammaðist mín svolítið fyrir þegar ég fann svona þórðar gleði hjá mér bara, nei, Steini og Neldir eins og bara, þú veist, þetta er ekki að passa. Mér er bara Ég alveg á sama, ekki ef að hann er búinn að taka þáttið í að þetta sé svona gagvart honum, að gagvart öðrum, þá finnst mér alltaf í lagi að hann brenna á þessu báli sjálfur. Sko, Þú veist, þú uppsker bara nei. þessu og sáir. en við verðum að vera, við breytum hlutunum með því að vera betri. Ég myndi aldrei taka þátt í en ég er ekki að fara að stoppa neitt sko Nei, ég meina, þú veist, þetta er bara svona eins og með, sérðu, þú ert með sjaríalög í mörgum múslimalöndum. Ef að þú myndir beita sjaríalögunum á þá sem að þeir vilja taka upp hérna, það myndir ekki láta á gangi yfir aðra, heldur að það væri að stela eða gera eitthvað. Er Þorsteinn Vapf þess virði fyrir þig að brjóta prinsipiðin? Mér, sko, ef einhver svíkur þig, virður þá við hann traust? Nei. Það er fín punkt. Það er ákveðið lögmál sem að Jesú Kristur lagði sem að gildir og mun alltaf gilda það er að við sem dæm, þú mátt dæma en það er ákveðið lögmál sem að allir fylgja eftir og við erum bara dæmdir eftir þeim mæli sem við dæmum aðra og þess vegna eru feministarnir, feministakallarnir þeir eru bara fokkin teknir fyrir bara eitthvað skilu, ég er miklu meiri skítallar en þessi gaurar kannski en það er ekki, ég er bara ekkert að reyna að taka aðra menn niður ég myndi ekki persónulega breyta dómskerfinu til þess að taka niður en ef að hann fellur af eigin bragði fyrir sama fólki og tók sig út að þá er maður svona touché, þetta var svona eins og þú varst að lýsa hérna stríðinu milli tveggja landa og voru svona eiginlega bara að núlla sig út. Þetta er bara lögmál í þessu lífi. Ég syrgið ekki ef þetta er eldurinn sem hann kveikti sjálfur en ég myndi ekki sjálfur einmitt. Ég ætla ekki að fara með kindilina bálunum. Hann bara dæmist eftir þessu lögmáli. Það er bara þannig. Þú ætlaðir að... Já, ég meina, það er bara, þú veist, ég er enga veginn einhver, ég er beiskumaður með alls konar mistöku bakkinu og þurft að fara að gera mikla sjálfsvinnu og gert hana aftur og aftur og bara, og raun og veru, já, ég er að vonast að loksins núna, ég sé búin að klára að fara í gegnum minn eigin skít, þú veist, og vinna úr honum og virkilega hugsa þetta saman. Og það er kannski, þú veist, ég er að tala nú mikið skít og kasta skít og protection og allt þetta. En meina hluta þessu er líka bara að óna það og það er eitt af sem ég hef þurft að læra að óna. Þegar ég stundum ennþá bara einhver 8 ára hérna gutti í haustum á mér og fatt ekki að fólk eitthvað upplifir mig ekkert endilega sem einhver hérna, þú veist, örugan mann eða eitthvað skilur. Fólk getur bara, ég er massaður og ég er stór og þú veist, það er margt sem að fólk getur bara upplifað hættu og sögur annars staðar úr sínu lífi í samskiptum við mig. Þótt að ég er búin að eiga mjög erfitt með að óna þetta. Fólk dæmið bara svona út frá einhverju bulli. Það getur ekki fólk séð að ég er bara velmeirandi og eitthvað, þú veist, og eitthvað tekið þetta inn á mig svona. En þú veist, ef þú ónar ekki skugganæðina, ef þú ónar ekki beisleikaðin, þá ertu hættulegur. Af því að þá ertu að projekta þeim út, þú ert að hlaupa í burtu frá þeim og allt þetta. Ég vil miklu frekar vera í slagtogi með mönnum sem hafa skítið upp á bak og unnið úr því heldur en einhverju sem að, þú veist, telja sig aldrei hafa skítið upp á bak. Eru meðvitaður eigin breyskleika og gleymum ekki nöðruhættinu sem fylgir því að þú ert alltaf smeykur að sé eitthvað að fara að komast upp við þig, þá ert alltaf að benda á einhvern annan, svo sviðsljósi fari ekki á þér, þá ert alltaf að vera að taka einhvern annan niður, svo enginn sé að horfa á þig. Já, það er bara það sem gerist. Þú veist, að lýsa svona hegðunarmunstri hjá ákveðnum hópi sem við höfum oft gagnrýnt. Já. Þú veist, ef ég hefði ekki leiðst út í eiturlyfjaneyslu og alltaf og verið bara beitt ofbeldi og eitthvað, skilur, þá gæti ég bara í dag verið í viðreisn, skilur. Þú veist, það væri hræðilegt, sko. Skilur, bara ég hefði getað farið í háskóla að læra eitthvað, þú veist. Þá vorum við ekki vinn. Fá ekki mannfræði og verið bara eitthvað í einhverju málefnastarfi fyrir viðreisn. Þú verður að skrifa upp á 150 miljón króna tjekka fyrir erlend LGBT. Bara svona karakterlaus viðreisn. Og sko fyrst við erum hérna og þú ert búin að hérna láta Jesus enter the chat. Já. Maður sér þetta í öllum, þú veist, það er talað karmalögmál, það er talað þú veist, ef þú ert í sjálfsvinnu að, þú veist, hérna vera í núinu og sleppa tökunum og, þú veist, surrender og allt þetta. Og ef við horfum bara á sögunum Jesús og krossinum, þá snýst bara það.
þú veist, þetta er trial by fire og þetta er hluti af þroskaferli held ég allara sem að eitthvað eru það kemur eitthvað fyrir það er eitthvað, þú ert á fucking krossinum eina leiðin er að deyja á þessum krossi það er að acceptera þetta algjörlega fara alla leið með þetta og þá kemur endurfæðingin þú veist, og þetta getur gerst oft í lífið Crucified Redeemer og það er ákveðin erkitýp og þess vegna voru við líka þú veist, þess vegna eru Jude og Kristján Valurs mikilvæg því að þú veist, fyrirgefningin og þetta að þú veist óna sér sinn skít og fara ekki inn í þjáningur og átt að sjá því að þjáning er bara hluta lífinu og endurreisn og uppreisn skilur, þetta er bara svo mikilvægt fyrir fungerandi samfélag sem getur sko, virka saman Mér langar að stinga upp á einu að við förum aðeins í þessi gildi og þessi grunngildi út frá kristni og öðru slíku ég ætla að fá að pissa og gætu kannski tekið þá kommentinu meðan Ég fer í kommentinu meðan Hérna byrjum strax hérna á einni bombu þjóðerni sósíalismi ekki bara málið Þetta er eins og hérna vinur félaga mín hann sagði hérna Vesta, ég er þjóðernisinni og ég er sósíalisti en það hljómar bara svo agalega illa saman. Finnið þið eitthvað svona skemmtilegt nickname á þetta, eitthvað svona sem grípur menn Hérna segir Hamas búnir að samþykja tilboð Trump það er áhugavert ef að það er rétt okay. Já, til hamingju með það Aðalflutningur milli Pírata og sósíalisma var að mönnum sem vildu komast upp með að ríða 15 og stelpur Bjarki með hverja bombun og hættur annari Georgiu minnur beist, segir einnig að allir sósíalismi dæmdur til að fella því að hann byggir í grunninn á ráni. Erlendur kallandur niðurgreiddir af íslensku köllunum, líka dönsku. Það er rétt. Auðvelt að fá áskrift í ræktina með að ríki greiðir allt fyrir þig, ekki þegar þú vinnur 40 tíma á viku, skatlaði 40%. Það er þannig að ég var að tala við eitt sem er sundlöfurur á lauginni á völlunum og það er bara, það er vesinn með þessi dýr þarna. Viðkvæmir ungir múslimar, segir orður. Snorri derangement syndrom, segir Sara. Já, Sara. Legg lífið þetta veði í baráttu fyrir sannleikan, hann mun drottinn Guð berjast þér við hlið. Sýraksbók, 428. Helgi var að útskýra, hún var að beða að útskýra. Mesti viðbjóðurinn þetta sætýrasafn, dýrin voru að svelta í pínlitlurum. Já, þetta er alveg rétt, sko. Já, við erum ekki að þræta fyrir það, þetta var skelfilegt, sko. En ég bara, þessi smellur þegar apaskíturinn lendi inn í hliðina og litla stráknum bara, hann er bara ennþá hérna, sko. Sverrir, hvar er mannúðin? Geldingin er ærandi. Já. Og svo hérna aftur verði ríkið sér sundur þykkt, fær það ríki eigi staðist. Ég hef svolítið verið einmitt að benda á þetta og þetta er tilgangur með þessari liberal woke ideológíu er að gera ríkið, gera fjölskylduna sjálfur sér sundurþykka og svo er þjóðin er náttúrulega bara framlenging á fjölskyldinu og þetta verður allt sér sundur, þetta er að þú ert að vinna gegn sjálfur og auðvitað getur það ekki staðist og það er það sem er í gangi núna og hérna, þetta er bara rétt og Svo kemur Djöfis L að vera stungin í rassin eins og Sopranos-atrið. Það er bara hérna vinstri kökkin sem var stungin í rassin hands down fyndnasta frétt ársinn. Bara því miður, þetta er það sérstaklega sko. Þú veist að þetta var eitthvað gæi sem bara var að hilsa á arabísku og var að reyna ógeðslega kamó. Þeir bara stungan. Og hérna finnst mér mjög mikilvægt. Það sést á fólki þegar líkaminn og undirmeðvitundur eru ósammála meðvituð orðræðinni. Þetta er bara, ég er algjörlega sammála þessu. Það er mjög greinilegt sko. Heildsalan martruð.is, Sverrir jafn sexy og vanalega, segir hún Svafa. Já, blessu Svafa. Herðu, Masotta segir, er þetta nammikastið? Hvaða rugl er í gangi hérna? Herðu, ég bara fjárfesti hérna í næringu fyrir mína menn tala alltaf betur. Við erum allir búin að vera fasta. Já. Menn tala alltaf betur í nammi og bjórvímu, sko. Og við erum að drekka hvíta orku. Já, ég sá einmitt að Arnar Arnbjarnar hafi sett að það verið mjög mikið að hvítri orku á borðinu. Mikið hvítri orku og það var eitthvað sem benti mér á í kommenti að enska þýðingin þessu eru white power. Já, ég benti þér á þessu eftir að þú varst búin að posta þessu að þetta var í svona unofficial eða officially unofficial drikkur. Þetta er, einhverju gæti haldið að þetta sé hundaflauta en sem voru náttúrulega alls ekki. Ég fór í smári Flauta, þetta er svo skemmtileg, sá ég greina með Sóli Tómasdóttur hérna, þetta fyrir ekki að ég það ekki að rugla góður, já, við skulum taka það bara eftir smá, það er hérna á listanum Believe that Herru, hérna segir Æslandi, ég fór í smáríki eftir bjór til að taka þátt í þessu djöfusins snillingur, ég elska þar að fólk er hérna að segja okkur frá því þessi að fá sér hérna með okkur Liðið kann ekki að drekka, eru og smeykir við að vera glasaðir á kameru
vantar pínu punkarna, sko, er að tala um okkur að ég hef nú verið blindfullur hérna í bjórkastinu, sko. Alveg treyst því að ég sé búin að gera eitt og annað. Já. Helgi var að koma á klósettinu, sko. Hann er bara nýr maður. Já, ég er alveg eldress og ferskur. Já. Þeir eru ekki að drekka nóg. Arnar segir einmitt hérna mikið að hvítri orku á borðinu. Já, og Því að það passa líka svolítið við hvíta orku. Já, menn eru bara að fá sér hvíta orku allstaðar. Axel Þór Axelsson, Jóhann rétt datt inn í umræðana með erlendu vinkonuna. Konan mín er fjarskiptaverkfræðingur að klára master í raf- og tölvuverkfræði í HÍ 4+ ár. Hún vinnur 50% starf á frístundaheimili. Já. Okay. Með hæsta heimilisofbeldi í Evrópu hefur verið í Úkraínu, bæði fyrir og meðan á stríði stendur. Ég hef ekki sér neitt talað þá vanvirðingu manna þaðan á kvenfólki, allir til ég að fá Úkraínu fólkingað. Það er ábyggilega dreigjuð því verulega núna. Þeir eru náttúrulega allir dauðir. Já, er þetta ekki mest búið að vera konur sem hafa verið að koma frá Úkraínu? Ég þekki þetta ekki. Ég þekki ekki demografíuna. Það er náttúrulega karlmenn megi ekki fara úr landi, sko. Er þetta að tala til Íslands? Já. Þekki það? Ég skal bara tjekka á því, þetta er á síðu útlendingastofnunar. Pull that shit up, Jamie. Látum við neina að nota þessu rödd meira. Svo er hérna, okkar reynsla er að fólki sem tala mest fyrir inngildingu, fólk sem er meira vinstra megin, er fólki sem hafnar henni mest og vill ekki sjá hana nálægt sínum status, hvað þá herra. Við höfum ekki upplifað rasisma vegna húðlitrennar, frekar hvaðan hún kemur, hún er með íslenska ríkisborgarétt, hún tók Telecommunications Engineering gráðu á Spáni, viltu gefa henni séns? Já, fólk sem talar um inngildingu fær flogakast þegar það heyrir eitthvað, segja eitthvað sem eru ósamála, sko, þetta er alveg bara algjör fucking leikþáttur. Já, bara inngildingin alltaf bara, þú veist, sjáðu bara viðbröðinu á liðinu þegar komi í Jóðellhúsið, þarna í Vesturbænum hjá þeim, þá vildu þeir ekki sjá þetta. Já. Nú hefur Frakland að Þýskalega einhverju innkoman hjá sem gæja, þið gleymið að henni leið kannski ekki endilega illa fyrir að hugsa svona, heldur er beinlínis ólöglegt í Þýskaland að tjá svona hugsanir, já, mjög góða punktur á Benóni. Að ræða við fólki sem öskra rasisti og allt sem það segir er bara eins og að búa með ofbeldismannesku, tipptó, má ég tala, akkur fannst þessu fólki að geti tala svona við okkur, já, heyrðu, bara góða punktur, það er því að við erum búin að vera fucking aumingjar. Já. Við erum búin að leyfa einhverjum, einhverjum eins og þú tókst þarna í eldræðinni þinni þarna fyrir ekki löngu síðan. Við erum búin að leyfa einhverjum aumingjum sem enginn ber í rauninni virðingu fyrir að öskra okkur á samfélagsmiðlum. Þú myndir hlæja þessum aðilum með að fara að öskra á því, in real life. Menn er eins og hundar með skottið á milli lappana og það er bara virkilega umkunnavert. Samfélagsmiðlar er búin að breyta okkur í aumingja. Við ætlum að breyta því, það er breyting þar á. Það eru ferskir vindar að blása í samfélaginu og þetta ægivald sem þetta lið hefur haft á samfélaginu, það er bara að líða undir lok sem betur fer. Það er bara búið að gera manni nánast ómögulegt að fólkin finna þetta á síðinu, sko. En ég er raun í þessu. Fylla salina fólki, loka gluggum og endurskýra þáttinn gasklegan. Við erum að tala um gasklegan með hvítu orkunni þá. Shit, við megum nú ekki við meira. Ég held að, við vorum búin að ræða nokkra hluti. Sko, klaustursmálið þarna hjá miðflokknum, það er náttúrulega bara 3 bíó, sko, hliðin á þessum þætti. Já. Þannig að við vorum svona ræða hvort þetta að kalla þetta klaustrið, við svörum vorum svona á því að það væri bara ekki nógu gróft, sko. Ég held, sko, ég er náttúrulega... Og eitrið, það hefur verið, við erum mjög eitraðir hérna. Ég er ekki viss, sko, ég er náttúrulega verið meðlumir í ungum miðflokksmönnum, sko, ég veit ekki hversu vinsælt það væri innan flokksins ef ég færi að breyta þessu í klaustrið, sko, ég veit ekki hversu hrifnir þeir að Nei, sko, en það myndi kannski láta þá líta vel út. Já, ég held að svona, þegar við lítum tilbaka þá séu margir að fara að segja, sko, bara, heyrðu, þetta var bara... Hef ég sagt ykkur frá þér, ég var í áramótabóði á fjölskyldunni og það var einn konan þarna sem að, þú veist, er að tala um þetta klaustursatri og ég segi bara, þú veist, mér er bara alveg sama. Já, alveg sama. Og þá var alveg bara, Helgi, ef það væri verið að tala um dóttur þín og eitthvað svona, það er bara svona með þessum hætti. Ég hef bara áhyggjur að það væri ekki verið að tala um hana, þú veist, en þetta er bara það sem karlmenn gerir á kaffistofum og iðnaðarmenn og aðrir skilur, þú veist, hvernig heldur að konur tala í saumaklúbbum? Þetta var svo mikið fyrring, svona eins og enginn myndi segja svarta brandara eða kynferðislega í glasi í prívat. Þetta er það sem komst svo vel inn á áðan með breiskleika mannsins að við erum öll að þykjast vera miklu heilari heldur við erum
við erum búin að gleyma því bara hvernig mannskepnan og við höldum að því að út af einhverjum svona tækniframförum að við séum orðin einhvern veginn miklu betri heldur og svona lítum á fortíðina sko aftur í tíman, við erum orðin svo miklu betra og vandara fólk heldur en þú veist langa amma okkar og langa við og þú veist skilur, og ég held að við séum það ekki sko. Nei, við séum bara alls ekki sko, þetta er hroki þetta er hroki og þetta er flótti að horfast í augu við eigin skugga og eins og við töluðum aðeins áður en að útsettingin hóst að með gremjuna að þú veist, ef þú ert alltaf einhver megin meðvirkur og ert að hjálpa öllum á fullu og eigin kostnað og þú kannt ekki að segja nei, þú veist, þú vildir segja nei og þú heldur áfram að útbrunnin og gremjan safnast upp að þá endar hún á því að þú springur og þetta er það sem maður er svo hrættur við líka að þú veist, við erum svo mikið svona glansmynd, það er allir einhvern veginn að reyna að vera eitthvað á Instagram, það er allir að reyna að tilheyra einhverju og segja réttu hlutina og fólk má ekki svona líkur tjá sig allir reyna að mála mynd af sig sem er ekki til og þannig að allir einhvern veginn að disassociata frá sjálfum sér og meira þess að stundum þá þarftu stundum bara að segja hlutina upp átt við aðra allir átt að þú ert að segja bara einhverju kjaftaði skilju en núna þegar það er búið að banna þetta alveg það er búið bara svona orwellísk stemming búin að vera að þá getur þetta ekkert endað öðruvísi en að það er orðið uppsöfnuð gremja hjá öllum og hvað gerist þegar uppsöfnuð gremja springur á þjóðfélagslegu leveli? Það kallast stríð. Það er það sem ég held að enginn vilji og hversu hræðilegt er þetta og hversu mikil svik er þetta ekki bara við okkur heldur fólk sem hefur komið hérna og bara til að búa á Íslandi eins og Ísland var og svo fólk sem er komið hérna til að fá hæli og öryggi ef við leiðum þessu að halda áfram verið einhverju stjórnleysi og það myndast hérna það mikil kerring og gremja, ég held að Bretland verði kanarífuglinn með þetta og svo endar þetta bara í einhverju blóði af því að fólk mátti ekki tala, það þorði ekki að tala, það var ekki málfrelsi, það var ekki diskurs til staðar, þú veist, málfrelsi er svo mikilvægt mér er alveg sama hvað þú segir og þú sé algjörlega ósamála, Voltaire sagði bara ég skal samt deyja fyrir réttin til þess að segja ég hef verið með ákveðna samsæriskenningu það að meðal annars útlendingamálin séu að það sé ekki slys, að það hafa átt að gerast að afleiðingarnar væri fyrirsjáanlegar og tilgangur með þessu öllu væri að geta þrengt að tjáningafrelsinu með hatursorðu að ef við myndum taka svona illa á útlendingamálum með því að fá bara fullt af karlmönnum á herskyldualdri sem hafa engan tilgang, eru bara í ykkur svona incel dæmi, skilur við eitthvað svona að þetta myndi fara úr skis, þetta myndi allt fara í fokk að það yrði fólk gríðilega reitt að orðræðin í samfélaginu yrði eins og hún er að verða, hún er alltaf að vera verri og verri sko og ekki ég sé eitthvað saklaus af því en að tilgangurinn er að fara þessu sömu leið og Bretar að fara núna með þessu digital ID kjaftaði og bara þrengja tjáningafrelsinu meðal annars finnst þér þetta make sense? Já, ég hef alveg hugsað sömu hugsanir sko en þú veist, svo eru bara fleiri hræðilegir hlutir sem koma ofan á þetta veist, bara það að finna tilgang finna sér eitthvað að gera í dag er að vera verra og verra atvinnumarkaður í Bandaríkjunum er ekki góður atvinnumarkaður fyrir fyrir velmennta fólk er ekki góður og af hverju er það að gerast? Hvað er að gerast núna sem allir eru byrjar að nota alla daga og verður betra og betra með hverju mánuðinum? Gervigreindin. Þannig að það er ekki lengur þörf á entry level störfum, þú veist, í raun og veru fullt af jobbum búin að vera bullshit jobb og bara daycare centers á ár og áratugi og við erum Þannig að ofan á það að vera sko að keyra út samfélagið okkar langt umfram það sem að velferðarkerfið og skattar ráða við þá er að koma bylting sem að gefur þarna ofan á. Þú veist, þetta er ekkert spennandi framtíð sko. Við lifum í mjög interesting times. Má ég segja, mér finnst þetta, ég veit að það er eitthvað síkt í mér sko, ég veit að ég er svona trúalegur ekstremist sko, en mér finnst þetta svo spennandi af því þetta er svo fucked up, af því þetta er svo þú veist, en það er eitthvað svona inn í mér sem er bara eitthvað, wow, þetta er eitthvað svona Ride a Tiger dæmi sko, mér finnst þetta spennandi sko. Þetta eru náttúrulega spennandi tímar, þetta eru ógeðslega spennandi tímar, það er ekki, þetta eru sögulegi tímar, þetta eru spennandi tímar, það eru ógeðslega mikið að nýju, við erum að nálgast svona, já, þetta er alltaf að fara hraðar og það veit enginn hvað þetta mun hafa í för með sér og spurningin er, þú veist, þegar að áður en þetta nær skilur mestu hröðuninni hver verður það sem að verður þú ofan á? Af því að sá sem að verður ofan á þegar þetta nær mestur hröðurinni, hann getur unnið baráttuna sko. Það er líka svolítið skemmtileg koncept. Og líka sko þegar við sjáum í hvað stefnir
af hverju mönnum ekki skít sama hvað fólki finnst, skilur Við erum enn bara sjáu alveg í hvað stefni, þetta segið bara það sem já. vilji gerið það sem vilji verið skít sama hvað fólki finnst það bara, þú veist, heimurinn alveg að verða Við meira ætlum að taka fyrir nokkra hluti, Jón, þú heldur alltaf svo vel utan þetta, ég er með svo mikið ADHD við ætlum að taka fyrir þessi gildi, við ætlum að fara þessi það og kristni gildi sem við byggjum á sér samfélag og eitthvað, við ætlum líka að taka fyrir þetta peggið þarna og mannin sem var að reyna að fá alltaf sér í á konu sinni. Mér finnst það eiginlega mikilvægast. Ég myndi vilja byrja á því, mér finnst þetta skemmtileg umræða, sko. Fyrir þá sem ekki vita, þá það hann Árni, ég heita ekki Árni og Guðrún, eru mikið búin að vera milli tannan og hólki og að ræða alls konar kynlífstegn, hann búin að vera að hleypa köllum á konuna sína og eitthvað svona og gaf það út að þau væri í opnu hjónabandi og þá fór konan hans að fá alls konar skilaboðu frá mönnum sem vildu bara komast upp á hana og hann fer aftur í blöðin og segir strákar, leggja allavega smá metnað í þess að reyna í konuna. Og nú fannst þér ekki vera standa. Nei, en þetta það sem gerist þegar þú degradar konuna niður í eitthvað bara mannst flashlight, þá trýta menn hana svoleiðis. Það bara þannig, þetta þér að kenna. Bara sorry, þú ert búin að degrada hana niður í það að þú ert bara að segja aðri kallar hún líka óþekktar hóla sko þú ert að degrada hana niður samt, sko, með því sem þú ert að segja ef þú ert svona authentic kökk sko að þá náttúrulega það ákveðin niðurlæging líka ef þú pælir því þannig ef að konan kannski myndi ekki alveg vilja það en þú svona jú ég vil, ég fæ út því að þú veist að sé aðra niður þetta náttúrulega, þetta líka þetta notað í alls konar svona fetti samböndum og svona þess að niðurlega líka sko. Það eru til alls konar núansar og anglur á þessu, ég sé að stækka bara augun og sverði sko. Sko gleymum ekki því ultimate samfélagslega samþyktu kökkinu það til þess að runga sér yfir klámi. Það er ekki hægt að vera meiri kökk heldur það, þú ert að horfa á aðra menn ríða. Sumi vilja meina það að þetta sé ástæðan fyrir því að menn séu orðnir svona mikli kökks að þetta sé náttúrulega út af því að þeir eru alltaf að horfa á aðra ríða og rúka sér í því og þetta verður bara svo bara menn hættir að ná honum upp að því að þeir vilja bara horfa á aðra að gera þetta sko. Mér finnst þetta eitt varandi mér finnst svo aðdánavert hvað er svona sterkt í honum mér finnst að vera allir fyrirmyndar hjá honum hvað hann kann ekki að skammast þín og ég er ekkert að djóka mér finnst það geðveikt ég er eiginlega sammála ég er svolítið gaman að þessu sem menn sem kunni ekki að skammast þetta er ákveðið hugrekki og þú veist ég var að tala um þetta einhvern veginn, þú veist, þegar ég var í tölvuðunum í iðnskólanum 97, þá var ég að tala um að interneti eftir að enda þannig að það væri allir skýt sama við höfum verið saman í bekk þótt að væri nektarmyndir til af þeim, af því það væri allir hvort eða bara, þú veist, hvað er að gerast það með OnlyFans og öllu þessu og hvað gerist í kringu COVID, þá fór svona opin sambönd, þau eru búin að vera rjúku upp og þetta tengist líka hypergami og þú veist, það er alls konar svona ferlar í gangi koma þarna samtímis sem eru áhugaverðir þú veist, og hvernig það er að gerast líka og þú horfir á það sem einhvers konar speglun líka með hormónin og með feminisma og með þetta allt saman og ég er svo sem búin að eiga skrautlaæfi og sopið ýmsafjöruna prófa allan anskotan og þú veist let's go skrifa þessa bók ég vildi bara lefa þér að taka þetta en það sem ég ætla plushotnið er byrjað það sem ég sko nei, þú veist ekki hverju átt vonu núna það er eitthvað börn að horfa og þú veist, það er alveg til mýmur dæmi að þú veist sterkir leitóðar, flottir sterkir kallmenn sem eru alltaf með allt á öxlunum á sér svona svo Helgi sko, sjáum allt sko ég er ekki að segja að Helgi sé einn af þessum mönnum sko en þú veist eina skipti sem þeir upplifa að vera frjálsir frá öllu er þegar það er eitthvað dómina að taka þá í rassinn skiluru ég bara skil þetta er bara skuggavinna þetta er allt svona protectionur og dót ég sé kökk ég er ekki alveg til í þetta en nú ætla ég að taka segvi nú ætla ég að taka segvi burt frá þessu en ég ætla en það sem að Helgi Laxdal-atrið ég tók rannsóknarvinnu og fór í mannfræði rannsóknir og eitthvað Helgi Laxdal Bjarnason af því að kóngurinn á okkur kallmönnum við erum prímatar við erum homo sapiens, við erum að prímata við erum skildir öpum, eða ekki við erum með einu prímatarnir sem við erum með svona undir konginum þá erum við með svona skeifa þú veist
Nei, getur þú syngt okkur? Ég ætla ekki, við fáum út, þú varst á klóstinu, þú getur farið að pissa aftur, það er ég upp, sko, og viti af hverju það er talið að þetta hafi þróast hjá okkur ekki öðrum tegundum. Já, þetta er þess að ryðja sæðu vegi. Þetta er þess að ryðja sæði úr vegi, og það segir okkur bara það að kynhegðun okkar sem tegundar hefur bara verið gangbang. Já, sko, málið er að þetta er náttúrulegt prímatar, sem sagt, aðrir en við Skelltu sláturinn á borðið, drengur. Allavega Við þurfum að sérstyrkja við. Já, það er engin burður í þessu borði. En sko, málið er að prímatar, aðrir en sem sagt, mennskir, þeir, konurnar, þegar þeir eru í estrus, að þær velji ekki. Það veist ekki með allir fara upp á abinu, sko. Og það er talið eitt af svona stöðstu þróunar vinklunum fyrir mannkynið þegar konur fóru að velja. Og við erum að fara svolítið aftur og bak, þannig að þær eru alltaf að velja minna og ég komið mitt á það þegar við vorum með dömuna hérna í síðast þætti að hvernig þetta breytist hegðunin þegar að til dæmis þú getur alltaf tekið ákvarðanir eftir á og þú þarft ekki að bera neina ábyrgð á þinni kynferðislegu hegðun og svo framvegis og þetta, þú veist, og ég er ekki að taka afstöðu hvort þú meir hagaðir eins og hóra eða hvort ég er að fara í fóstur eða einhverjum, ég er ekki að taka afstöðu þess, ég er bara að benda á það að fræðilega eða þú veist, ef þú horfir á munin á samfélagunum að þegar þú þurftir að taka ábyrgð þegar þú gast ekki farið í fóstureyðingu að þá voru afleiðingarnar þær að þú þurftir að velja rosalega vel og það reguleitaði hegðun karlmanna. Líka samfélagslegar afleiðingar. Það eru samfélagslegar afleiðingar, það eru svo margar afleiðingar og þetta breytir allri dýnamíkin í samfélaginu, sko. En haldið áfram endilega með þetta var mjög gott, ég vildi bara taka pegging yfir og svona þróunarfræðilegt plan. Takk fyrir samt bara að líka mér við mann sem að tekur það í raskatið og en fyrirparturinn af þessu hrósi var að þetta byrjaði svo vel. Fannst ykkur Helgi ekkert vera að forðast spurninguna þarna sem þú varst að byrja? Mér fannst það svolítið... Hver var hún? Þetta er bara eins og sko, ef þetta er ekki satt, okkur fórstu svona mikla vörn. Nei, ok, þetta grínur og þreytt, en samt ekki, þetta er alveg skemmtilegt. Ég er rosa gaman af öllu þessu hommagríni í þættinu, sko. Mér finnst þetta magna sem Sverrir segir, sko, að hann bara embracear þetta degeneracy sem við erum að ræða hérna með. Ég finnst það fallegt. Honum finnst vera ómikil skömm á... Það kemur rosalega beinu framaldi að þessari... Ég væri til að fá hann í þáttin, eða fá konur hans í þáttin. Fá hann. Já, fáðu bæði hérna. Já, fáðu bæði. Fáðu djúpt inn í þáttin þá. Já. En ég meina, ok, komum að, mér langar að spyrja ykkur og Arnar er farinn, hann að ég nenni ekki að fara að setja upp poll, allavega, ég væri til að sjá í tjattinu til dæmis. Það kom spurningin á pappatips. Og það kom frá manni sem var að spyrja, finnst ykkur það, sko, kona mín er flugfreyja. Hún fór á strippklúbb, var erlendis, með 2 flugmönnum. Það sem að þau voru eitthvað, það var því líka dæmið að hún fæði sér endan á að hafa sér lapdance og fyrir sleik við stripparan, kvenkinn stripparan hann. Og hann spyr, finnst ykkur þetta að vera framhjald? Hvað af þessu? Þá að vera á þú veist, sleikurinn við stripparan? Sko, í fyrsta lagi er hann þarna að gera ráð fyrir að hafa heyrt allan sannleikann, því að sko, ef að þau eru öll að fara saman á strippklúbb, þá eru svona 90% líkur að þetta við endaði upp á hótelherbyggi í einhverju, þú veist, DP-dæmi, sko. Ef kona henni flugfreyja, þá er hún að halda fram með þér. Það er bara þannig, skilur, og það var ekkert í fyrsta skipti. Þetta er svona, ég man að félagið mér skrifaði einu svona grein sem að var, sko, forðastu 3 starfstéttir. Það voru flugfreyjur, leikkonur, já, mokki, sko, því að hárgreiðslukonur. Nei, reyndan, það voru hjúkrunarkonur og leikkonur var ekki sterkur hópur en ég held að gera sér engin vonir það að það séu trúar hvort þeir en þú veist, en þetta voru svona mér fannst þetta voru svona fyndin grein og það var svona ákveðið sannleiksskotn í þessu Nema þú kannski bara fílir að konaðin sé að halda frá þér, verður það bara með flugfreyju. Mér finnst þetta eins og Það er því Bonnie Blue, þú þekkir hana mjög vel þú finnst vel með henni þekkir hann einu út og hún átti mann þegar hún tók hvað var ekki, rúmlega 1000 manns á 12 tímum 1057 það er hún mikið við tal við hann að
og hún var eitthvað, sagði hún að ekki verið hamingjusamlega gilt. Ég veist svona allt yfir En hún var ósáð sko, þetta truflaði hann ekkert svo mikið. allt yfir 500 finnst mér bara ómikið Á dag eða viku á eða? dag. Já. Það rosa svona, Það er ómikið. já, það mikið. Ég er alveg, ég get alveg tekið undir þetta. En ég líka, mér finnst svo fyndið sko að þetta er svo taktlust þegar menn segja, þú veist bara hérna hvernig getur þessi gaur verið með þessari klámstjörnu eða eitthvað svona, bara hvernig getur það sagt sér við þetta, þú veist, auðvitað eru gaurar sem eru með klámstjörnu, þeir elska það skilur. Já, svo líka, svo fyndið, svo Því að þeir elska það sko. Svo hélt hún áfram sko, þarna, þú veist, ég sögði hann bara tvisvar sko, maður hugsaði svona með mig, ég var bara, þú veist, ok, það er alveg slæmt sko, að þú er búin að ríða 1000 mönnum á 12 tímum og þú sögst hann bara tvisvar og hérna, maður eiginlega, þetta er svo slæmt að svo mörgu leiti sko, ég veit ekki hvað ég á að byrja þetta. Þetta er svo mikil brenglun einhvern og þetta er eitthvað sem við erum að ræða, við erum komin á eitthvað stík sem bara, þú veist, á ekkert að mögulegt. Það er út af þessu sem ég er og hef alltaf verið Lily Phillips maður. Já, en hún kemur svona alltaf, hún er svona copycat. Já. Þetta ekki, það var líka að koma inn á. Er ekki Lily Phillips originalinn eða? Ég veit Þeir vildu meina, hún vildi meina að hún var í copycat. Hún var svona, svo brott, hún er einmitt að ráta að hleypa upp á sig og reyna að gera sömu stöndin og er svo brotna niður og fara að gráta. Af því hún er svo tilfinning að vera. Það hefur það orðið vinsælla eða þú veist, ég veit ekki. Hún í viðtalinu fór hún að grenja því að hún gæti ekki fullnægt öll. Já. Spáði hvert þú ert komin hérna í hausnum ef að þú sér þitt virði sem manneskja, þannig ertu komin í það að þú veist, hún er fann að grenja út af þessu að því hún er farin að sjá sitt virði sem mannesku hvort hún getur fullnægt mönnum eða ekki að því að gátt ekki fengja hjá henni, þá er henni ekki nóg góð. Mér finnst þetta minni mig svolítið á fólkið sem er hérna próflóttamannabartan hann. Go on. Ekki vera Nei, ég veist bara, þú veist, að þau eru að reyna að fullnægja Ekki vera líka henni Lilli minn við þetta lið sko. Já, ljótt. Ég mynd þess vegna hef ég alltaf fílað hana því hún er tilfinning að vera eins og ég. Já. Þetta er birtingamynd þess að, þú veist, þetta er bara ekstrím birtingamyndir af einhverju sem að allir kljást við að einhverju, ekki kannski svona miklu marki, er bara að leita virði sínu út fyrir sjálfan sig. Já. Skiljiði. Já. Og það verður bara fíkn. Og þú ert endalaust tómarúm og það er alveg saman hvað eru margir kallmenn sem sofa hjá þér eða hvað þú séur á mörgum konum eða hvað það er. Það kemur aldrei þetta virði sem á að vera alltaf að reyna að finna fyrir þessari fyllingu í lífið en það er einhvern veginn ekkert sem er nóg. Pattin er bara fysiskt og bókstaflega að eiga sér stað. Sjálfshyggjan er dauði. Já. Það er bara sjálfshyggja og efnishyggja leiðir. Allianz Morissette sagði þetta soul to make the hole much deeper. Þetta var í texti í lagi sem Sjáum líka hvað þetta er orðin svona hjá okkurum hópi, það er verið að svona að því þetta eru konur sem er að gera þetta, þá er verið að svona réttlæta þetta svo mikið ákveðin og ég sá grein einmitt, sko, ég ætlaði að lesa hann upp á Vísi, bara að því að Arnar er farinn, þá get ég ekki varpað hann í hennu. Þar er einhver íslenskur kynfræðingur sem er að svara spurningu frá manni sem að er að spyrja, sko, þau voru búin að vera saman í einhver tíma þegar að konan segir honum að hún hafi einhvern tíma farið í gangbang erlendis og hann bara getur ekki náðu þessu út úr haustum á sér, þetta er angran og hún er svona, sko, hún er að segja honum, sko, þetta sé hans óöryggi einhvern veginn að hún finnst þessu óþægilegt. Leið mér giska, kynfræðingurinn tekur svolítið undir þetta. Já, hún er raunin að reyna svona leksjur á honum að þetta sé einhvern veginn hans vandamál. Þú veist, hann þurfi bara að fara að vinna þess í órygginu sínu og eitthvað svoleiðis. Ég er alveg sammála því. Ertu sammála því? Já, þetta er hans vandamál svo lengi sem hann er með henni. Já. Það er nokkuð ljóst. Þú verður bara að hleypa einhverjum sem að kann að meta svona alveg druslur, sko, bara ekki að vera, þetta er bara... Sjáu þið hvað er verið að taka undir þarna svona lack of accountability, svona, þú veist, að taka ekki neina ábyrgð á þessu þú gerir. Ég stilli svo að þetta, svo svona fólk skilji þetta, þá finnst mér gott að taka þetta fara á svona anguli eins og þú veist, þróunarfræðilega þá vita mæður að þær eru mæður barnanna því að þær koma út úr sköp þeirra. En faðurinn, hann þarf að treysta á konunni og hann þarf að treysta dómgrindarnar og að treysta á hegðunarmynstur. Og það að konaðinn hafi verið að láta gangbanga sig einhvers staðar á klubb í Þýskalandi er kannski ekki svona áræðanlegasta þú veist, mynstrið sem hún getur leitað í fyrir konaðina til þess að vera vissum að vera faðir barnanna eða til þess að hún var andlega stabil til þess að vera þarna til staðar til frambúðar og þetta er bara svo augljóst þegar þú hugsar út í þetta en einhverju hluta vegna að þá eru þessir einstaklingar sem að virðast leggja fyrir sig
hvað heitir þetta, gender studies, hérna, þetta er þetta kynjafræði. Kynfræðingur, þetta er ekki kynja. Já, það er allt sama helvitis vitleysan fyrir mér. Og þú veist, það kemur alltaf að sama skólanum, að því að þeir hafna í rauninni vísindalegri aðferðafræði, þeir gera það, þeir segja það er bara setningin byrjar á við höfnum vísindalegri aðferðafræði, það er critical theory, við ætlaðum að taka hana fyrir og eftir. Jó ætlar að rúlla aðeins með okkur í gegnum critical theory. Já, við ætlum bara svona... En tökum það setna, þú ætlar að fara, varstu ekki eitthvað eftir þarna? Ég ætla að bomba fram hérna þetta með, þetta dæmi mitt sko, er hérna, að ef hún er að gangbanga sig á einhverjum klúbbi, að hún slengir þessu framan í hann, sko, ég held að þau hefur talað, ég man ekki út undan mér, þú veist, þau voru búin að saman í einhver tíma. Þetta er eitthvað svona hlutur sem hún á annarkvort að segja honum áður en að hann tekur ákvörðunina að fara í samband með henni, eða hún á bara að halda kjafti með þetta. Þú veist, þetta er ekkert, það er ekki óeðlilegt að finnast, þú veist, konaðín ekki vera alveg sama manneskina og helst að hún væri, þegar þú ert farin að sjá í hausnum að þér eitthvað sem kannski gerðist, að það sé bara röð hérna til að þrykja hana aftan frá, skilur. Hún er bara, þú veist, hún er búin að leyfa þarna, sérstaklega tökum dæmi, ef hann myndi vilja fara með henni í gangbang, hún myndi ekki vilja það. Þá ertu komin að það, nei, ég er að segja, þá ertu komin að það stað að þú ert með manni og þú vilt ekki, hvernig það sé, þú neitar honum hluti sem hún varst ekkert að því að taka með 12 öðrum gæjum sem hún tengdist ekki neitt. Þetta var einmitt það sem ég var svolítið að koma óbeint inn og með Bonnie Blue og hún svo í manni sem tvisvar sko og maður sá það svona fyrir sig að það gæti verið smá svona núans þar. Sko Oscar Wilde, það er kvót eftir hann, nokkur góð. Hann sagði everything is about sex, except sex. Sex is about power. Já. Og það er alltaf einhvers konar valdabarátta í gangi allstað, skilji, implicit og explicit og líka á milli fólks í sambandi og guð maður veit hvað. Og er þetta ákveðið submission? Þetta er ákveðið, minna þetta er líka ákveðið leið og þú slengir einhverju svona á einhverju sem er búin að vera í sambandi við, þá er komin tilfinningartengsl við, það er komin attachment og alls konar og svo ef þú þarft að sko einhver megin að koma sér inn í þetta, þá er búið að veikja kannski varniðina fyrir einhverju ennþá verra, ennþá fleiri hlutum, þannig að þú veist þetta er alveg vísir að því að vera mjög toxic og óheilbrigðu sambandi. Að því þú segir, þú veist, ok, ef þú getur aðskilið þessa hluti, þú veist, tilfinningar og kynlíf, þá er það kannski ekki endilega gott, ef þú pælir í. Að því þú þarft að hafa það og ætlar að geta búið til konstruktív gott samband. Ef að hins vegar að þú getur ekki aðskilið það og ætlar að gera þetta aftur, að þá ertu alltaf að skilja eftir hluta að þér eða þá allavega skilur það, þú veist, þú ert komin í svona sem vilja meina að það sé verið að bera fólk saman, aðri vilja meina að hérna, þú sért að brjóta part árið þér og eitthvað svona. Ég ætla svo mikið að fella dóma á það, en þetta er áhugaverða pælingar, þú veist, að því að alveg sama frá hvori hliðinu þú lítur á það, að það hefur þetta afleiðingar. Svo má líka velta því fyrir sér, hefur það afleiðingar að eiga kannski bara einn maka. Þú veist, ég meina, þú veist, ég spurði... Hefur afleiðingar? Og ég spurði einmitt að það var stelpa sem að hafi verið með sama stráknum og upp og ég spurði hana, sko, hvað... Hefur aldrei velt í fyrir þér að, þú veist, kynlíf er alltaf gott, en ég meina, þú veist... Ég myndi að þetta sé pizza. Þú veist, gæti verið að þú veist, þú var aldrei smakka eldbaka eða, þú veist, er þetta bara Dominos? Ertu að fá gömlu ömmu pizzuna? Þú veist ekki hvað ertu að fá, þau hefur enga samanbyrð. En hitt er bara hinvíkillin, sko, að því að, þú veist, ég var í sambandi í 13 ár og einhverju svona hugsanir var alveg hluti af því af hverju það samband endaði, skilur en ég hef alveg, og ég átti bara frekar litríkt líf, sérstaklega síðan svona fram að síðast ári, bara átti ótrúlegur upplifanir og guð maður veit hvað ég hef ekki prófað að gert og upplifað. Sem var alveg gaman út af sig, en samt í því öllu, þá hef ég alltaf sagt við fólk sem er búið að vera gift í 20-30 ár, það sem þið hafið, og hafið umfram mig sem ég mun líkast aldrei ná upp úr þessu, þið hafið þessa dýft, skilur, það er ekkit ókeypis, þú veist, allar ákvarðanir sem þú velur hafa afleiðingar, það er ekkit frítt, ég meina það, þú veist, og þetta er alveg snúið, og við búum líka í heimi þar sem að, þú veist, það er stöðugt fyrir að sína hvað allir aðrir eru að gera, menn það er miklu meira challenging og erfiðar á öllu leiti að vera í monogamous langtíma sambandi í nútíma þjóðfélagi, það er alveg á hreinu og ég held líka að við séum einhverju leiti að, og þá má ég hljóma kannski að ég sé sammála sem kynfræðingi, ég veit það ekki, en ég held að við séum líka bara, því fólk er bara að fara að láta hluti flakka meir upp á yfirborðið, þú veist,
við erum bara að fara að sjá meira hver mannleg hegðun í raun og veru þú veist, og kynferðisleg hegðun hjá konum og köllum og ég fagnaði að einhverju leiti að fólk sé þó að skila skömminni og tala eitthvað sem að skiluru fjölbreytt kynferðisleg hegðun hjá gagnkynhneigðu fólki í þessu tilfelli. Það gengur líka illa að bæla hluti, sko. Ég held að hún ætti undir öllum kringumstæðum alltaf að segja gæjanum frá þessu vegna þess að ef að þetta svo sem að hún og er stolt af að vera og vill vera, þá þarf hún að finna sér þá mann sem að passa við sig. Það er ekki spurning. Hún þarf að gera áður en að það er the honest thing to do, sko. En ég bara, þú velur bara það sem þú gerir. Ég ætla ekki að segja öðru fólki hvernig lifa lífinu, sko. Ég held líka eitt sem gæti haft meiri áhrif heldur en menn halda og það er mikil kókaínneysla í íslensku samfélagi. Það er mikil neysla á amfetamíni eins og bara bæði ADHD-lyfjum og bara amfetamíni og þetta, þú veist, methylphenidate. Já, sem er bara, þú veist, mjög ávanabindandi menn, og þú veist, og þetta veldur alveg meira svona einhvern myndu kalla svona kynferðislegt degeneracy eða bara kynferðislegri hnignun í fólki, sko, þetta gerir þetta allavega ekki skárra. Sko. Það er alveg heil ella og eitthvað sem að fólk þarf að mínum með að þarf að tala miklu meir í samfélaginu okkar. Núna 10. október er alþjóðlegi geðheilbrigðisdagurinn. Við erum aðeins búin að nefna að hormón hafa áhrif á okkur, konur tala mikið það, og maður þarf að skilja það og þeirra sækur og allt þetta. En lyf hafa líka og fíkniefni gríðarlega áhrif á okkur og það er rosalega mikið af þunglyndislyfjum og geðheilbrigðislyfjum öðru. Ég meina, sko Lamictal til dæmis sem er svona algengt svona jafnvægislyf. Stofnunarlyf aðalega. Já, efsta á lyfseðlum þar er bæpólarlyf heldur ég. Til dæmis og flóðaveiki og svona. Efsta einkennið er hypersexuality. En það er líka algengast eitt af algengum einkennum bipolar, þannig að það er oft... Já, en ég meina, en þú veist, þetta er svona bara hænan og ekki, djöfullun og amman, það er í svo mörgu, en þetta er svona annar faktor sem er að hafa líka áhrif á nútíma samfélagi, bara það er eins og Íslendingar, ég veit ekki hvað, við erum í fyrsta sæti með lyf, það er rosa mikið um fíkn í íslensku samfélagi og svona tróma og þú veist, margir búin að taka sporinn og falla og alls konar, við erum að díla við fullt, ég meina hvað erum við erum einhverju Red Bull sem að Hákon Hárfagri þoldi ekki í Noregi og tókum ferðalag til Íslands til þess að koma okkur hér fyrir og drápum síðan hvort annað á 12. öld, þú veist, og erum að díla við fullt að sitti og svo brýst þetta bara, ég held að þetta sé bara ógeðslega mikið af efnafræði og svona líffræði sem er bara, svo brýstum bara fram í svona mjög fjölbreyttri hegðun á þessum síðust og hinstu tímum, sko. Kynferðislegri brenglun. Ræðum líka aðeins, sko, þegar við erum að ræðum, sko, misalvarlega hluti. Þetta er það. Mér finnst þetta mjög áhugaður. Það er, sko, það er ekki verið að fara fram á og sért bara, þú veist, virgin. En það er alveg munur á því að vera en þetta er svo stór munur. Nú til dæmis, sko, ég deildi á Instagraminu mínu nokkru myndum núna sem að var ekki gríðarlegar umræður og það er til dæmis, sko, núna það er aðili sem er að taka konur sem er að birtast, sko, á myndum með Dan, Blitzerian man ekki hvort það er og þú veist, eitt skipti þá var hann með hann og einhver annar, með einhverja 2 gælur það er búið að taka við klofið á þeim og hann segir, strákar, áður þið giftið ykkur munið, það er bara 1 píka til æviloka og þú veist, svo er hann með þeim svo næsta mynd við hliðana, þá er hún með þú veist, 2 árum seinna eða eitthvað, hún með einhverjum gæja þau eru nýbúin að eignast barn, skilurðu og þú veist, hann vissi þetta ekki og gaurar að taka núna í þessari mynd sem er núna á netinu þú veist, kannski elskar hann þetta kannski, en þú veist, við erum samt að tala ef að þú elskar þetta ekki hvað er það að gera þér að sjá þú veist að kona þú ert búin að mynda gríðarlega tilfinningar tengsluð móði barnsins síns, þar kemur svolítið stór faktor inn í læra að elska þetta, læra að vera degenerate hún er bara forever á netinu þar sem að þú veist, frægur fuckboy er búin að degreita hana niður í bara að vera píka skilurðu, hún bara þú veist, hún er ekki neitt meira á þessari mynd hún gerir það líka bara svolítið sjálf, sko akkurat Já, ég veit það, en þarna komum við að lykli málsins, hún leifir honum að gera það þarf enginn að segja mér að maðurinn hennar, þú veist, svo ætlast hún til að maðurinn hennar sýni henni alla þá virðingu sem hún á skilið eftir að hún er búin að leifa einhverjum öðrum gæja að gera sig að engun nema bara Þetta er mitt, málega það eins og Jói var að koma inn á, þú veist að það eru afleiðingar að þessu gerir og ef að
ég ætla að vera til þessi respectful business maður, þá þarf ég að standa við það sem ég segi og fólk þarf svona að sjá það að ég hafa ákveðna history sem maður sem stendur það sem ég segi. Nú ef þú ætlar að, það er alveg sama hvað kemur, það þarf að vera ákveði consistency milli hegðunar og þess að þú segir, þess að fólk taki í trúanlega. Já. Svo ef þú ætlar að koma inn í samband og vera, þessi kona eða kallmaður sem að trúað og sért heiðarlegur og svo framvegis og þú er búin að mála upp að þið mynd sem ekki rétt, það hefur afleiðingar og þú missir respekt. Og það eins og að sé einhver, eins og hjá þessum kynfræðingi eða kynjafræðingi eða hvað hann kalla sig og kannski skiptir einhver máli hvað hann að á að fá sér hvíta orku White power rosalegasti brandari sem þú komið það lengi sér White power en já, þetta áhugavert að því að á sama tíma og þú ert með algjörlega 2 contradicting sögur að sjálfur þér að þá ættastu til þess að þú sért virt eins og sért bara öðrum einn skal ég meina, þetta svona ég veit það ekki, þetta alveg svona pínu skrítið kemur inn á það sem við vorum að tala um á bara hættum að reyna að vera svona heilug já, ég meina, af því að það eina lustin sem þú segir, ef þú ert bara heiðarlegur þá getur fólk bara gengið að því sem vísu ég meina, þú einmitt kemur hérna og segir bara hei, þú veist, ég syndur upp fyrir haus og ég gert alls konar vitleysu og þú ert skítætt og dick en við eigum það allan að samvílegt og þú ert samt töluvert verri ég ætla ekki að neita því og ef þú fattar leið þú segir það og allan að fólk getur bara ok, ég get þá að hata Sverri allan fyrir það sem hann og þú veist, viltu það ekki ég vil það frekar vera hatað fyrir það sem ég heldur en elskað fyrir það sem ég ekki en þú veist, ef að ég til dæmis segi konu sem ég er búin að vera í sambandi með í 1 ár, by the way, ég skulda 80 milljónir það stórmál, skilur hún hefði vilja vita þetta áður en ákveða að gangi í samband með það er sagt, þetta helvitist núans á þessu sko. og sko þetta að vera mjög vonur á ból, þú ert kannski að bara ok, ég elskaði það mikið að ég ætla að treysta þig fyrir þessu ógeðslega bagga sig með þú getur líka sér þá sögu líka bara kallmenn mála yfirleitt konuna sem þeir elska sem ákveðin engin við höfum þennan tendens að setja hann alltaf upp og einhver engill og þú veist og það er einhvern veginn, það er svona blað og það eru pros and cons, við kunnum ekki að rífa þetta sundur frá raunveruleikann. Ég elska þetta bara druslur sko. Þetta er það sem ég kalla golden shadows og þetta er alveg sérstakt dæmi og Carl Jung talaði þetta líka þú veist að integrera anima og animus skilur þú veist, þannig að þú veist hluta í svo sért ekki að varpa finnum fullkomnu eiginleikum drauma konuna þennar sem oft, þú veist, mamma henni eða eitthvað og þú gera konu það að varpa því á hana heldur ekkert grín og alveg svo þegar varpa þú veist, ef einhver setur mig á stall þá reynir ég að fara á hana strax þegar stór hættulegt að vera settur á stall það er það og það er líka stór hættulegt þegar fólk afbyrðið samt úti og svona alls konar en þetta er eins og segir, þetta er alveg stór partur sem að þú veist, kallmyndur að fara að læra að hætta að gera er að varpa upp einhverju svona kannski kynfræðingurinn að segja bara sorry gaur, þú þarft að sjá konur sem meiri hórur en það er læra að elska það er alveg satt að ef þú setur konu á stall þá hefur hún enga leið til að horfa nema niður á þig, skilurðu, það er bara þannig og þú mátt ekki gera, en við verðum að geta sagt að það sé munur á því að hafa átt kærast að hafa stunda kynlíf og hafa verið, þú veist, tekin í lest af 7 blökkumönnum, skilurðu í, þú veist, einhverju klubbi í Þýskalandi það er munur óþekktar hólaðinn við verðum að geta sett einhvern munur þetta er alveg munur, þú veist, það er náttúrulega gríðalegur eðlismunur þarna á en er þetta ekki líka bara en Halldór Laxness, hann spurði mig þessara spurningar hver er munurinn á konu sem við sofið í 100 mönnum einu sinni eða einu sinni eða 100 sinnum í einu manni sko meina, það er heilmikill munur sko en þetta er samt góð spurning þú ert búin að fá same amount of dick en þú veist, það er bara svo mikill eðlismunur á þessu og ég bara, þú veist, ég þól ekki að horfa upp á þessa simp aumingja í dag sem þóra ekki að setja neina kröfur á konundar sem þeir eru með. Þetta er svo mikill fucking aumingjaskapur. Já, þú sér náttúrulega bara að þér finnst þú ekki eiga neitt betra skilið. Bingo. Já. Þú veist, þú ert bara þakklátur fyrir að fá einhverja gellu sem var lestuð á einhverjum, þú veist, 20 gæjum á einhverjum klubbi í Þýskalandi. Og þetta og það verið að hlaða inn, það verið að hlaða á skipið. Þú verður gramur og þú verður toxic og svona verða fullt af ömulegum skítasamböndum þar sem að báðir eru toxic og þú veist að fólk setur sig ekki standard og vinnur ekki sjönu eigin innra virði sko. og þetta svona þetta worthlessness sem við erum kannski aðeins búin að vera að fara í kringum hérna og hríðfallandi fæðingatíðni
og fjölskyldu minnstur og allt þetta Læja þetta inn í kommentunum sem ég ætla að taka eitt smá að þú veist, er þetta ekki líka bara birtingarmynd þess, þú veist, fólk er bara búin að ákveða það er ekkert legacy, ég ætla ekki eignast börn, ég ætla bara að vera í hedonískum lífstíl og njóta lífsins á meðan það varir, skilur, þú veist, það þarf að vera einhver balans á milli stóisism og hedonisma, sko, þú veist, stundu þarf að hafa gaman í lífinu, en þú veist líka stundum að fórna og byggja upp, sko. Þetta eru face en þú veist, ef að samfélagi mátt ekki missa þau samt alveg gjössan út úr öllu að gefa þér alls konar svona skilabóð einhver megin og ekkert skiptir máli lengur og fjölskylda skiptir ekki máli lengur og landamæri skiptir ekki máli lengur og og þú kannski fattar ekki en þetta fer að birtast í hegðun þinni að þú ert bara eitthvað svona, ok, þetta er bara svona ég ætla bara að hafa gaman lífinu meðan það varir YOLO er þetta ekki líka bara einhvern birtingarmynd YOLO? Jú, en á samanskapi sko verður að geta hort á munin á því að setja einu sinni 1000 í spilakassa og að henda öllu laununni þau þetta sýnir svolítið að manneskja sem er þarna hún er að láta undan öllu sem henni dettur í hug algjört hömluleysi greinilega og það er bara ekki góður kostur þegar þú ert að velja í maka það þýðir, þú veist, þetta ef þetta er ekki stórmál á sama tíma að ef þú ert að láta taka þig af þú veist, umtalsverðum fjölda einstaklinga í einu, þú hlýtur að hafa gaman að því upp á einhverju marki og þetta er kannski upplýsingar sem að væri rosalega gott að hafa þegar þú ert að labba inn í sambandið þetta er alveg svona þetta lýsir alveg svona kannski ákveðnu áhugamáli sem að þú veist, það er og munurinn á einu, það er einmitt þetta með að hafa stunda, við rættum þetta aðeins í síðasta þætti þegar hún Helena var að segjast að hafa tekið eitthvað svona feisvegnar, hún var bara mjög slæmu stað það er sko, jafnvel stærsta dæmið er það ertu búin að horfast í augu við þessa djöfla og ertu búin að sigrast að þeim, skilur eða ertu ennþá bara, þú veist, mér varst ekkert að þessu þú veist, eða gerir þetta bara með lókuðum já, ertu, þú veist, ok maður myndi ekki hætta með einhverju sem að hefði fengið sér dópa einhver tíman, en þú myndir hætta í einhverju sem var í raging neyslu og væri bara algjörlega stjórnlaus, skilur það er stigsmunur á þessu. Ég tek eftir þér að, sem sagt, ekki að ég horfa á klám, en mikið af þessum klámyndarleikonum sem maður þekkir, það er hafað. Þú hefur bara kynntur leikonum þar. Já, ég var bara með dokumentari, skilur, og þú veist, ég horfði aldrei á klám. Nei. En þær hafið mitt, og ég held að þetta sé eina ástæðanum fyrir að Sverrir er frelsaður, að þær leitar rosalega mikið í að vera frelsaðar, af því að það er eina fólki svona sem að gæti fyrirgefa. Já. Þannig að ég held að það sé svona ákveðin úlfur sjóðgjara það. Þetta er svona ákveðin að lifa, nú ég er alltaf grínast þess að ég sé algjör degenerate, sko, að það er ákveðin, þú veist, að lifa þessum lífstíl, sko, og í þessum viðbjöði, lifa bara í þessari pjúra sjálfsíkja sem að maður lifir bara eftir því sem að holdið segir maður að gera og bara í fullkomnu dauðu syndar ástandi að það knésindur mann á endanum, það er annarkvort drepa mann bara bara líkanlega drepa mann eða bara andlega drepa mann og þar getur orðið einhvers konar endurfæðing og það er bara krossin og það er upprisa mannsins og þú veist, sumar eru kannski bara að gera þetta fyrir kláta eitthvað en sumar eru bara, þú veist, mér finnst það bara flott, sko, og það er náttúrulega, þú veist, Biblían kennir okkur, það er bara að blóð lambsins hreinsar okkur gjörsamlega, við vorum rauðir eins og skarlat, við vorum gjörsamlega hvítir eins og mjöll og já, og það er náttúrulega fallegt við það og einhverjir segja, þú veist, það sé ekki sanngjarnt. Mér langar síðan að bæta við, af því að ég vorum að tala um að, þú veist, að við, enginn á okkur horfur á klám, að sem er náttúrulega augljóslega lygi. Ég er hættur í bara fyrir svolítið síðan. Já, en þú veist, að hafa flestandi karlmenn gert. Já, ég. Og flestir gera það. Og þeir voru að gera rannsókn í Bretlandi á karlmennum sem annars vegar horfðu á klám og runguðu sér og hins vegar sem gerðu það ekki. Og minnir að þeir hefði verið konum upp í 290 og eitthvað þegar ég bara gáðust upp. Af því að það horfðu allir eitthvað á klám. Og þetta er rosaleg statistík til þess að horfast í augu við, sko. Þannig að þeir greinlega náðu ekki á Jón. Ég tók þess ákvörðun bara fyrir svolítið síðan og bara... Ég er margir sem að maður þekkir í seinni tíð, það hafa bara sagt, þú veist, ég er bara að verða að hætta. Ég er bara búin að sjá rannsóknir sem sína, þú veist, menn lenda bara orðið í því og mér finnst þetta, þú veist, það áhugaverðast til að segja úlingstrákum þegar ég verið að ræða þetta, þeir horfa svo mikið á þetta,
þú ert ekkert að fara að segja þeim að þú veist, vesinni stelpunar í þessu eigu, sorry, þeim er drullu sama, sko. Það sem þú átt að segja mér bara sannleikur, ef þú horfir svo mikið á klám, þetta steikir þér heilan, þetta conditionar þig til að geta bara náð honum upp og svona, undir þessum kringustæðum, þú svo kannski lendur í þið með stelpu og þú nærður honum ekki upp, að þú ert orðinn fíkill í klámið. Þú verður bara algjör degenerate, þú verður getulaus auming í kynlífinu að þú ert alltaf að horfa á klám, þetta steikir þér hausinn. Nefn að sé eitthvað vel sjúkt í gangi. Þið eru að tala 3 dvergar og lamadýra. Það er líka það sem að við förum aftur í það sem að... Svo erum við með annan faktor, eitthvað sérstaklega eftir MeToo sem að svona gekk, sem að var, þú veist að það var margt gott í, en það er alls konar skuggar sem að koma að þig líka. Nú er það er bara öruggara að horfa á klám. Það er bara miklu minni hætta. Og láta pekka sig. Þá ert þú augljóslega þolandinn, eða ekki? Þú veist að það er ekki verið að penetrera, þú veist, þú ert penetreraður, það er líka öruggara, frá ákveðinu svona horfni. Það veit aldrei, skilurðu, það geta... Guðmundur í Byrginu, hann var að láta pekka sig, en var samt, gerandinn. En breytir það einhverju í öfnunni að það var loft á milli, eða? Það hlýtur að breyta einhverju, sko. Kannski verður svona lítið... Þetta er setning sem að verður seint toppuð. Ég ætla að lesa frá Hallgeiri mitt sem kom inn í þetta. Hann kemur með... Í myndbandið? Hallgeir, hann er einhver sem skrifaði svo liðski. Ég veit hvað þetta er. Hann var að koma einhver punkt á hann, hvað var það aftur? Hann sagði sko... Það er listamannalaunum, við erum taka þau fyrir aðeins aftur. Já, ég er geggjað til í það. Hann talar að karlmenn eru margfalt lausláttar en konur að meðaltali, samt ræðum við meira lauslátt í kvenna. Ok, byrjum alltaf Hallgeir er hommi. Hommar eru lausláttastir öllum. Allir hommar sem ég þekki segja bara, þú veist, þeir sá bara var 100 gauðum í seinasta mánuði, skilja að liggu, ég er auðvitað bara algjörlega, en þú veist, það er ótakmarkað framboð og eftirspurn. Hjá flestum einleipum kallmönnum sem að elda konur, þá er mun meira framboð heldur en eftirspurn eftir þeim, sko. Þetta er náttúrulega bara, þú veist, þetta er allt annað leikur. Þetta er allt annað leikur, sko. Ég, þú veist, ef að maður hefði list á því, þá væri maður alveg pottið hommi. Þetta er náttúrulega miklu þægilegri marka. Það er lífið einfalt, maður. Já. En sko... Það er bara svo leiðis. Segir okkur það? Þessi hugsun er alveg komin líka, bara af hverju er maður ekki bara því liði, sko. En hún hefur líka, ég og vinn sem er samkynhneigður bara yndislegu maður. Ég veit allt og mikið kynhneigðun samkynhneigðra karlmanna út af okkar vináttu, sko. Og ég vinnur eld. En þú veist, en það er erfitt, það er sásöki líka, því það er alveg erfitt að finna sambandið. Finna sambandið, það er alveg... Rosalega framhjáhald. Já, þetta er nefnilega mjög áhugavert kerfi. Ég var náttúrulega að skrifa doktorsritgerð sexual orientation og kom mikið inn á þetta á sínum tíma og þannig að ég er nú ansið vel lesin efnið af því sem komið er og þetta kemur allt inn á þessi efni og þetta bonding. Þú er eitthvað persónulega reynslu líka. Já, ég meina, þú veist, ég er náttúrulega að taka okkur verklega þætti. Það var það verkleg. Það var í verknámi. Það er ekki hægt að taka að tala alvarlegu neitt. Mín reynsla sem þarf alltaf að vera að grína. Mín reynsla sem dýravörður í 10 ár er svo að konur halda miklu meira framhjá en kallar reyna miklu meira að halda framhjá. Já, það getur verið. En þú veist það sem ég ætlaði að koma að þetta er ákveðin, þetta er bonding og þetta er, þú veist, annar regulation á þessum bonding hormónum sem getur alveg valdið því að það getur verið erfiðar að finna maka. Því að þú veist, það er eitt að sem sagt, hvernig skilgreinur þú til dæmis að vera hommi, lesbía eða straight og það er ein leið til þess að gera er að segja, já þú veist, hjá hverju sefur en flestir gera það þannig þú veist, hverju elskaru, hverju fellur þú hug til, hverju getur þú verið með og það er áhugavert að sko að jafna þér 25% rekkjunautum samkynhneigðra að gagnkynhneigðir. Interesting. Það er nefnilega mjög, þannig að þú sér það, þú veist að það kannski truflar þá ekki endilega að þú veist að stunda kynlíf með einhvern tímann, sem við myndum að líta á sem tvíkynja, aðrir ekki, en það er í hugum flestra þeir sem það getur orðið hrifnir. Mér fannst þetta mjög áhugavert. Já. Ég er ekki að segja Sverrin en að fréttir. Ég svaraði einu sinni setti ég svona Q&A sem bara hvað viltu vita kallmenn og svo svo svaraði ég og ég setti bara poll og bara kallmenn mátti kjósa í þessu, bara satt eða rétt. Og þá var spurt einn spurningi var hefur kynlíf tilfinningalegt gildi fyrir kallmenn og ég svaraði bara, það fyrir allt eftir tilfinningunum til manneskjunar. Ef þú berið enga tilfinningu til manneskjunar, þá verður það ekkert gildi. Það svöruðu allir nema einn og þetta voru mörg 100 manns.
sem svöruðu að þetta væri rétt. Eru þið sammála eða ósammála? Já. Ertu hann sifjaður eða? Nei. Ertu ekki að drekka nógu mikla hvít Jú, ég er búin að nóg hvít orka í mér. Hún á overdósa. Nei, mér finnst þetta mjög áhugavert dæmi því að þarna ertu bara, eins og þú sagðir, kynlíf getur verið þýðingalöst, sérstaklega fyrir kallmönnum. Já, þú veist, þetta var eiginlega svona spurning sem ég var að varpa fram, sko, þú veist, ef þú varir með konundami sem að kynlíf væri þýðingalöst fyrir henni, væri það heppilegt yfirleitt fyrir kallmann sem myndi vera með henni. Það gæti verið að, þú veist, að það væri kannski ekki droslega gott fyrir hana því að það þyrfti eiginlega að skipta máli. Að sama skapi, þetta er líka þegar við, þú veist, komum á framhjóðald, þú veist, að tala um framhjóðald og svona, en jú, þú veist, ég held að meirihluti kallmanna hafi upplifað algjörlega skuldbindingarlaust kynlíf sem hafði engar tilfinningar en eitt svoleiðis í för með sér, bara, þú veist, ekkert annað en kynlíf, en ég get ekki tekið hina hliðina því ég er ekki kona. En ætla að koma með eitthvað annað spinn á þetta. Þú ert ekki svo eini sem lendir í þessu, og svona maður dettur aðeins út af spórunum. Það er gott að sjá. Ég er skotið inn í að ég hef lesið og ég selði það ekki dýrari ég keypti það. Ég las það til þess að einn af þessum hlutum akkur að skipti meira máli. Það er vegna þess að þú skoða bara þróunar, er ekki þróunarsálfræði eða þróunarsaga eða whatever. Já, þá er það náttúrulega bara þannig að þú getur verið með, ef að þú ert sem kallmaður með 10 konum, og þú barnaðar allar, þær vita allar að hún á barnið. Já. Eins og þú varst að komst inn á það. En ef að þú ert kona sem með 10 gæjum, hún er rólétt, enginn er að veit hvort hann er pappið, nema með nútíma tækni. Mér finnst að ég ætla að koma aftur með þessa pælingu, koma aftur með þegar við vorum bara 150-300 manns, að speglar, til dæmis. Þetta er ekkit sérstaklega gömul uppfinning, kannski 1000 ára eða 2000 ára sinni einhver læri að gera spegil. Það var ekkert sjálfsagt mál að geta séð hvernig hún lítur út. Nema kannski pollur og frosin pollur og kannski sástu eitthvað, þú varst kannski ekki með á hreinu hvernig þú lítur út. Og ég held að það er alveg þetta að vera með þróunarfræðilega kenninga fyrir því að það var kannski bara hagstætt fyrir træpið að allir kallmenn voru cirka áttu jafn mikið í öllum börnum að þeir voru ekkert alveg vissir hver átti hvað. Skilurðu? Af því að það þurfti allir að vera saman í skútunni, sko. Þú veist, ég held að það gæti alveg, ég held, þú veist, og ef það, þú veist, við erum bara okkur vantar tíma vel að geta vita þetta, en ég held að það gæti líka verið eitthvað hegðunarmynstur sem er bara brjótast aftur fram núna eftir að gildi fóra að fara tilbaka. Ég held að þetta sé rangt vegna þess að það bara, þú veist, svona í fljótu bræði mín skoðun, skemmtileg pæling með útliti samt og speglunina. Mér finnst það bara að hafa, þú veist, ógeðslega mikið af öðrum pælingum út af sér. Pæling er ekkert að segja þessi satt. En það sem að þú veist, málið það að afbrýðisemi er rosalega sterk tilfinning og hún getur verið mjög ríkjandi hjá kallmönnum og svona alls konar element sem eru partur á okkur eru þarna út af því að þær voru einhvern tíma þróunarfræðilega heppileg. Horfðu á afbrýðisemi, ef að hún hefur einhvern tilgang þá er það að passa på kona hennar. Þú veist, það getur orðið eitrað, en þú fattar hvað ég meina. Þannig að það er greinilegt að menn voru að passa upp á konuna sínar á einhverju marki og flest allir kallmenn upplifa það að þeir, þú veist, þurfa að verja konuna sína gagnvart öðrum kallmennum, skilur þú hleypir ekki inn í hvaða scenaríu sem er. Þess vegna upplifum við þetta, þessi kökkstemning sé ógeðslega afbrigðileg. Þannig að ég held að það sé mjög sterkur grundvöllur fyrir því að sé einmitt ekki. Og það er líka áhugavert að það eru gen sem hefur verið séð í ákveðin tegund af hömstrum, við erum að fara út í vísindin hérna, að ef þú tekur það og setur það inn í hina tegundina, önnur tegundin er monogamous, alveg, en hinn er polygamous, þannig að þú veist, þeir gera ekki greinamun og bara, þú veist, í samfélagi eins og þú lýsir. Setur þetta eina gen yfir í hinn rótendin og það hagar sér þannig að hann verður annarkvort, þú veist, monogamous og polygamous. Og það er svona gen í mönnum sem hefur hliðstæðu. Menn sem eru með breytileika þarna, þeir eru yfirleitt, þeir endast ekkert í samböndum og konur ekki heldur. Þannig að þetta er áhugavert að þetta sé actually til. Málið er líka að genin okkar, þau virkjast og afvirkjast eftir áreiti í umhverfinu. Sem því það sem af því að þetta er endalaust bara snákurinn að býta í halan á sér, sko. Sem því það, kannski ef áreiti í umhverfinu er búið að vera vestræn gildi og kristni og gifting og allt þetta, að þá kannski myndar það monogamous hegðun, en svo það er til önnur samfélög sem er, þú veist, Grænland sögur, þú veist hvernig það er þar og það er, þú veist, það er til önnur hegðun
og svo kannski þegar að samfélagslegu þrýstingur breytist, þá kannski þarf ekkert mikið meira en 10, 20, 30 ár til þess að gen bókstaflega fara að virka sem að eru í hina áttina. Við erum stöðugt að díla við áreiti frá umhverfinu. Það bara basically sem heilin okkar gerðu fyrir. Það að taka við áreiti, bregðast við því og líka með okkar gerðu fyrir því, gerin okkar gerðu fyrir því. Þú veist, og svona erum við bara eitthvað meina að traversa í óendalega miklu challenging umhverfi og eitthvað meina í anskotunum þá urðu ykkur atóm færum það. Við erum erðafræðilegar hórur. Það eru orðin 11, ég er ekki að trúa þessu. Heyrðu, það er narratív og þetta tengist kommenti. Það er eitt kommentina sem ég langar bara að taka fyrst. Það er Æslander 33 segir, ég er ósammála drengir, ég er 43 ára og horfum mjög oft á klám, náðunum alltaf upp. Þú veist, auðvitað er þetta ekkert algilt. Ég er að tengja við þennan mann. Já, ég meni þetta er ekkert algilt, en sko, þú veist, sérstaklega þú búið að conditionið frá að varst úlingur og eitthvað svoleiðis. Þetta er mikró, makró, skilur þú veist, svoleiðis, þetta er undantekningin. Það er það sem að Hallgeir kemur svo inn á, það er það. Er það algengt að ef að menn horfa alveg súpa mikið á kláma þeir ná honum mikið upp í venjulegu kynlífi? Þetta er að verða mjög algengt hjá ungum mönnum. Það hlýtur að vera þá að tengjast á einhverju lágu testósteróni. Já, það er nefnilega líka mjög algengt í ungum mönnum. Það er bara að geta farið, þegar maður var ungur, maður bara hefði getað farið endalaust, það var engin limit fyrir því, skilur. Og bæði það og svona kannski, þú veist, miklu meiri conditioning heldur en við áttum að venjast, skilur, þú veist, við höfum ekki aðgang að þessu ótakmarkaða magni. Ekki svona snemma. Og meðan heilin er svona rosalega viðkvæmur. En allavega, hérna Bróðir mér var nú að stripsta sko þegar ég var eina við fermingu sko og menn voru að fjölfalda þarna klámefni og svona og þú veist og áttu klámbúðir og svona þannig að ég kem kannski ekki alveg frá hefðbundum bakgrándi sko. Hérna er mjög áhugavert hjá Hallgeiri. Það er hommar eru með lægstu tíðni. Ég er búin að sjá flest. Hommar eru með lægstu tíðni, bæði skilnaðar og heimilisofbeldis. Tíðnin er hæst hjá lesbíum. En samkvæmt fjölmiðlum liggur vandinn alltaf hjá karlmönnum. Mér finnst þetta mjög áhugavert því að ég er búin að prýtsa þetta í mörg ár. Það er þetta með heimilisofbeldi. Það er yfirburða hæst hjá lesbíum. Þú líka sko, en áttum okkur líka öðru að samkvæmt rannsóknum að þá upplifa konur allt meira sem ofbeldi heldur en karl. Þannig að þú veist, ef þú værir, segjum bara að það væri hnífjamt ofbeldi og báða bóa, að þá myndi með því að spyrja einstaklingana að sikkur í kyninu, þá myndur alltaf fá að konurna myndi segja að það væri meira heldur en karlmennir. Af því að það er þannig, þú veist, rannsóknir sína það er þannig. Ef það væri tekið heila mynd af öllum áðurnum færu í sambönd og eftir sambandslít, þá væri hægt að sjá ábyggla miklu meira afleiðingar relational og andlegs ofbeldis. Þú veist, þetta hefur bara áhrif á hvernig heilinaður lítur út. Þú getur bara PTSD og annað, það bara minkar á þér amalgíðuna og þú veist, þetta bara hefur áhrif. Þú veist, en bara það er til tegundur ofbeldis sem sjást ekki, það er til tegundur ofbeldis sem sjást. Ég held að Óttar sé að skila okkur kveðju hans, ég er ekki samkynniður en ég er búin að ríða öllum þessum fjórum sem er að tala þarna. Þannig að hann hefur aldrei fellt hug til neins okkar. Nei. Það er basically sem hann að segja, hann er að taka undir þessa kenningu síðan með það. Ég fann enga svona tengingu en þetta var gott. Þið náttúrulega kistust aldrei. Já, við kistust aldrei. Voruð með græminan lammipoka? Já. Þú ættu allir að vera sama, við þurfum að gera skýrlífi kúl aftur. Það er rétt. Það er ákveðið konseptar. Mér fannst eitt helviti gott líka sem að húsfreyjan segir með hjónaband er ekki fyrir fullorðið fólk, hjónaband er til þess að ala upp heilbrigð börn. Mér finnst þetta er ágætis punktur svo sem sko. Já, en ég meina, þetta er svona heilagur, þú veist svona ef við göngum út frá kristinni trú, þá er þetta bara hlutfallið á flóttamönnum kynjónum frá Úkraínu sem að koma var svona cirka bát 2,5 á móti einum, þú veist, það er svona 2,5 konur. Já, þetta voru 450 eitthvað konur og að sjá hérna kemur sko í einni bylgju, ef við notum þetta bara svona heimfærað annað, það voru 791, það voru 434 konur, 155 karlar og 200 börn. Þannig að hlutfallið er þá 155 versus 434. Ok. Ég var að fá stórkostlega hugmynd frá einum vini þáttarins að í næsta þætti að setja hashtag bjórkastið á exið og virkja kommentar og þetta er geðveik hugmynd. Já. Við vorum líka búin að vera að henda á milli eftir eina tillögu að jafnvel vera með eitthvað activity, fara í snókur og púl eða henda okkur í bókfimi eða eitthvað, gera þetta, bjóða alla velkomin sem eru að horfa þáttinn.
eða vildi eiga kvöld með okkur Búa veist, og gera eitthvað skemmtilegt og þannig að við erum svona aðeins búin að vera að melda þetta það væri áhugavert ef við kannski gerum þráðum þetta á Facebook-grúpunni söfnunum Allir sem ekki þar eiga að fara þangað, það bara bjórkastið, söfnuðurinn. Já, og þið eru samþykkt og samþykkt. Ég veit ekki hvað hvor kynið af því. Samþykkt. Samþykkt, við erum öll samþykkt. X-Live málið, að vera live á X. Já, við erum líka með þessa pælingu að fara að vera ekki bara á YouTube, fara yfir á X yfir að þú veist með nokkra miðla í einu, þannig að við erum svona allir að... Það ekkert mál. Ég held að sé ekkert mál. Það ekkert, þú veist, við þurfum bara einhvern teknilega sinna, Jói, hjálp. Nei, það ég, Arnar, og ég veit að Eldur getur kent, Eldur að koma til ykkur á 5. Vonandi... Og svona world class í þessu, sko. Snorri þá getur hann nú heldur betur frætt okkur Kynli Homma fyrir það sem áhuga. Já, við getum verið að bera alls konar hugmyndir áðurlega undir eld, sko. Sko, við erum með 58 sem að horfa akkurat núna. Viljið þið fara í það sem að þú vildir ræða á þann eða viljið fara að slúta þessu? Hvað var það? Ég maður ekki eins og Við ætlum að fara að ræða þína kynhegðun. Já. Ég alveg til í að spjalla, þetta búið að líða, þetta búið að líða. Þetta mjög gaman. Við höfum ekki nú ætla ég á klósti í smá stund. Og svo ég alveg til í aðeins leikur. Já, ég man sko þegar ég og Helgi vorum að ræða þetta í byrjun, bara að byrja þetta. Þá var Helgi mjög harður á því að helst ekki fara yfir klukkutíma. Nei. Ég reyndar, þú veist, ég svona verða eiginlega að segja, maður átti ekki, það rosalega erfitt að ímynda sér þátt og að því að, þú veist, við þekktumst ekkert strákarnir sem vorum að fara að byrja hérna þegar að, þú veist, Jón hringir í mig og þú veist, ég og þú þekktumst ekki og ég þekki ekki Óttar, þú þekkir ekki Óttar, þú þekkir alla Óttar, skilur, en hann hafði verið aktífur í kommentum og hérna, þú veist, að menn svona könnuðs kannski sem ég og þú, við höfum spjallað svolítið. Þannig að hérna... Við vorum nú búin að tala helling saman. Já, það byrjaði nú bara svona eitthvað sakleyslega og hérna... Ég byrjaði bara eftir hómaði kommentinu. Ég þarf ekki að segja neitt, sko. Það finnur bara augnar að þið koma og glotti, sko. Og hérna... Og hérna... Já, og þannig að ég átti svolítið erfitt með einhvern veginn, ég hugsaði með mér, ég hef verið í harmakjöldunum, verið í Frosti, verið í útvarpinu úr bylgjunni, þú veist, verið svona í viðtölum og annað. Manni fannst alltaf verið að stytta tíman, þú veist, það er svona öðruvísi. En þessi innihaldsríku löngu samtöl eru svo öðruvísi og þegar þú ert með aðra menn með sem að hafa eitthvað til málan að leggja, þú veist, það er bara svona tíminn flýgur og þú veist, það er bara einhvern veginn. Ég held að þetta myndi samt heldur ekki ganga svoleiðis eða væri ekki fyrir þetta geðveika tjattbæði og Benóni segir hérna, Massotta segir þetta er allt og stutt í þættir. Já, kóngurinn. Benóni segir þetta er sambúið að vera svo geggjað þáttur, myndarum bara takk fyrir það, Benóni. Rúnar segir best á Íslandi, the real deal. Ég nefnilega, hérna, Jói er sko, hann er svona týndur demantur, fallin gullmáli og mjög vel að sér alveg óbúslega mörgum sviðum og getur farið óbúslega djúpt í hlutina og getur búin að pæla í þeim alveg svakalega mikið og hérna og þegar það var búið að forfallast gesturinn okkar sem var fyrir kvölda ég svona, já, var nú ekki vongóður og myndi koma sko en hérna ég hugsa, fuck it, ég hérna spyr og þú samþýttir og hér eru við og þetta er búið að vera alveg bara stórgott sko. Já, líka bara skemmtilegur sko. Það er líka bara kún sko. Það er að vera klár og eitthvað svona en bara að vera skemmtilegur og hann er líka svolítið skinsamur þegar við vorum til þess að hlæja með gasa og svona þá passa hann sig hann er með betri pólitíku sem við sko. þrír ógeðslegir menn að hlæja yfir gasa sko. Hann er ekki komin jafn langt bara á við hann mun sjá ljósið og fara þangað líka. Já, honum verður alveg sama eftir svona 2 þætti ef hann kemur aftur. Já, góður hluti gerast hægt bara, það ekki? Bara líka, sko... Við gerast bara úkslega hratt. Gakt og hægt gleðinu dýr. Ég sverrir, við rifum hann á hjörun. Þetta er líka bara búið að fá miklu meiri og betri viðtökur bara nokkuð tíma þorða að vona, sko. Þegar ég hafði samband við Sverri, þá var hann bara einhver durtur þarna á... Ég er náttúrulega made him, nei. Þú átt allt þetta að þakka fyrir Jón. Ég finnst ég eiga alveg svona 15% í þér. Nei, bara þú veist, þetta var engin spurning og mér fannst bara, svo við förum bara aðeins þangað, bara þegar við vorum að koncepta þetta, þá hérna mér þess að bara bjórkvöld,
svo hitti ég einhverja Pólverja sem eru algjörin meistarar hérna sem eru í hljómsveitaræfingum hérna og ég var að segja, bara having a beer night og bara, beercast Já. þannig að þeir eiga nafnið skuldlaust sko, eins augljóst að það núna og þá ætlaði ég reyndar alltaf að vera fullur í hverjum einasta þætti en ég er með pínulítið barn heima og Drykkjuvandamál og gríðalegt drykkjuvandamál Já það er ekki alltaf eins mikið og mér langar sko Nei, ég var svo gaman, ég var svo þunnur Já, ég er komin í þann pakka sko í seinni en það ég læt það samt ekki stoppa mig sko Nei, þú er grjótarur í þessu Bara í hvítakraftinum Já, ég hef alltaf bara meira verið í því Já, sama hér Unað vel Já, þú veist Ég er að vonast að ég hafi bara orku í þessa göstónleika sem ég vist að fara á morgun sko. Ég verð kannski bara morgundaginn að jafna mig eftir þetta sko. Þetta er bara aldurinn Þetta er bara svo mikið brenglun líka sko, eins og ég var að segja, ég veit ekki hvað þú heyrðir það þegar ég var að ræða við þetta, þú veist, bara að byrja þetta með Helga, þá var sko, hann var harður á því að þetta mætti helst ekki fara yfir klukkutíma Já, ég var svona Já, hópurinn okkar myndi ekki halda athygli lengur en það sko en flesturinn er bara alltaf Jón hafði, en sem betur verið hafði Jón meiri reynslu en ég og hafði rétta tilfinningu fyrir þessu og ég ákvaða að leifa hún svolítið bara stjórnaði hvernig dyrði og koma að þessu bara sem leikmaður, sjá hvernig það myndi þróast. Já, ég meina það er eitthvað við þetta longform sko, sem ég skildi aldrei en ég fara að skilja betur núna líka bara að hafa eitthvað í gangi skilur maður heima á sér, ég hef haft eitthvað bara í gangi og Þetta er ógeðslega bara í gangi að vinna og svona. Eitthvað, svo dettur maður aðeins inn í og hlustar og svo þú veist og það er bara stemmingin. Já. Ég fatta þetta þegar ég byrja að hlusta og ég hlusta ofta þætti Chess After Dark. Já. Það er oft 2-3 tíma þættir en þeir eru aldrei eitthvað stretching it. Þetta er bara deyja samtölun út og bara virkilega góð áhugaverð samtöl. Mér langar, já. Svo getur þú fara á Gemini sko, beist á urlunu og þáttinn og það transkreipa þetta allt saman. Jálfur? Já. Þannig að við getum notað hann til að texta. Og til þess að timestampa. Já. Er það ekki? Ég hef ekki prófað þetta á íslenskt efni, sko, en ég hef gert þetta með... Nei, að tjekka með íslenskt efni og sjá hvort þú getur timestampa. Ég skal bara myndi með á það á morgun. En mér langar að kannski svona í lokin, að því við, nú erum við búin að vera að hafa sambandi, ansi marga upp á að reyna að, finna góða gesti í þáttinn. Og Snorri Másson, hann er líklegur, næsta fyrsta að við fáum stúdíóið, þegar ég skildi rétt. Hann er búinn að segja það. Og Helgi Pírati, ég man ekki hvaða dag hann var að koma, ég hafði nú samt ég sem talaði við hann. Það var ekki 19. 19. eða, það er nú samt, nei, 17. Ég man það ekki. 17. Mér finnst 19. Allavega, anyway. Já, það er þetta leiti. Já, að því að sko, það er ekki 3. í dag. Jú, 3., 10., 17. væri þó næsti föstudag, sko, þannig að 19. meikar eiginlega ekki sens, en gott og vel. Og svo er ég að tala við þekktan leikstjóra, gæðan sem gerir Gettu betur keppninar og Pop og Kók og allt þetta, Jón Gústafsson, þekktur leikstjóri, ég held að hann er búinn að samþykkja að koma, við erum ekki búin að vita hvenær, þannig að hann er alveg frábær sko og það var skemmtilegt að ræða þeim listamann að dóti við hann, en hann gerir rosalega mikið bíómyndum. Þannig að já, það er ýmislegt mjög spennandi á dagskrá. Framundan. Já. Mér finnst þetta líka bara, þetta er svo steikt. Ég er alltaf komið með búin að skrifa niður 10 hluti sem mig langaði til með að ræða við hann þegar og sagði mig frá honum. Já. Og á 3 tímum þá kom ég einu þeirra að sko. Í alvörunni? Já, ég meina. Við erum bara að fá Jó aftur. Já, ég meina, þetta er bara svona hlutir þess og ég bara tæki sjansinn og ég er með þá með 60 mann sem eru greinlega ennþá búin að fá leið á. Þú er líka bara komin í einhver óvænta kynlífsumræðu í klukkutíma sko. Já. Það er reyndar alveg eitthvað sem að ef Jó væri til í það, þá er eftir að upplýsa svona stöf sem er í gangi í þjóðfélaginu, en ég er að fá samþykki frá honum fyrst ára. 18+ þátt Björgvist. Já, það er 18+. Hefur svona special edition klámkastið. Klámkastið maður. Það væri á hrekkjavökunni. Degenerate. Já, ég ammæli líka, sko, ég annar nóvember. Það er dauðu. Ægir vinur okkar. Hann er mættur. Og hann er var að bomba aðeins á Helga. Okay. Hann spyr, akkur er Baldur Þóralsson í forstjórasætinu sem Jóns er vanur að vera í? Þetta var Já, kannski þannig sem að fekk hugmyndandur Peggiðan hann Jóin. Baldur Þóralsson. Sko, ástæðan fyrir því er... Það minnaði á það, vinnur, ég er með byssuleyfi.
ástæðan fyrir því nokkuð einföld. Ég hérna með tölvu og hún leiðilega mikið fyrir bara þegar ég hérna. Mér finnst að bara þetta bara svona fyrir visjón, svo bara, þú veist. Alltaf sagt, ég hérna fyrir visual. Þetta í fyrsta skipti sem bara hefur heyrt eitthvað sniðugt og fyndið frá honum, sko. Já, bara kúdós að hann reyndar óskaði mig til hammingi með soninn í síðasta. Æja, ok. Þannig að hann já. Þetta bara flott, batnandi með best að lifa, hann flottur. Já, mér Ég finnst náttúrulega, þú veist, það að steytast í jól og ég náttúrulega hálfgjörður jólasveinn. Mér finnst það geggjað, sko. Já, mér finnst finnst það kannski verið með pólum skeggið næst, sko, þú veist. Já. Það er kynlíf í þessu skeggi. Það er það. Þetta er kynlífskegg. Ég bara heyra allstaða frá, ég sé ógeðslega sexy með þetta skegg. Þetta að virka, mér finnst það. Ég samt þannig, sko, ég fæ alltaf safna alltaf svo miklu skeggi, svo bara fæ ég leið á viðhaldinu. Þú verður of sexy, þú þarft að raka það síðan. Það vandamál sem ég bara hef búin að þurfa að lifa með alla ævi og ég hef búin að læra að lifa með þessu. Og þú veist, þetta er ekki fyrir alla. Nei, þetta er ekki fyrir alla, sko. En þú veist, þetta kemur, þetta er bara reynsla, skilur. Já, ég treysti bara á því að þú gæti mér í þessu eins og podcastinu, sko. Það er bara þessar hérna móttökur búin að vera geggjaðar og það er, þess að segja, fólk ekkert ennþá að fá leið á okkur en hérna mér langaði bara að spyrja þess að Jóa, fyrir ekki að var ég alltaf Nei, bara, komdu með til dæmis þegar Helgi var að segja mér að því að hérna, þú veist, með eitthvað sturlað háa greinda við þessu tölu okkur svo leiðis sem að við hérna tengjum ekki við en eitt talaði með þú að vera til dæmis hækkaður bekk þegar þú varst í grunnskóla og nú var ég sjálfur hækkaður bekk í grunnskóla finnst þér að hafa haft gott að því eða skemmti það fyrir? Talandi að læra inn á Paradox snemma ég vildi bara skipta bekk sko ég var í rimaskóla muni eftir villingunum í rimlakverfi ég var einn af þeim og hérna ég vildi bara fara í sko hinn 8. bekkin því að bara skemmtilegri fleiri vinir skólakerfið ákvað að henda mér í greindausturpróf og það kom hátala úr því og þá var bara að láta mig hoppa bekk sko þetta var ekkit endilega besta fyrir mig svo sem við höfum rætt þetta einu sinni ég hélt áfram bara þú veist ég mætti svona cirka 40% í 9. og 10. bekk það var hugmynd að setja þig upp bekk já ég meina þú veist mitt var líka þarna ég var með 5% mætingu eða eitthvað í framhaldsskóla sko eða allavega svona á síðustu 2 árunum sko og hérna þetta er ekkert Þetta hafði alveg áhrif á félagsþroska og auðvitað bjóða þetta til eitthvað svona ákveðin egoista í manni sjálfum þú veist að því að maður þurfti líka bara einhvern veginn að tönglast á þessu sem gildi skiluru og maður fekk alveg að feysa þú veist mútlæti og öfundsíki sko ég hefði alveg getað að fara í það er ekki ábyggilega ekkert rosalega þægilegt þegar að allir sjá þig sem óbúslega greindan að fólk ræður öðru sér við þig Já, það er bara þannig en ég meina að þetta var bara þau úrræði sem skólakerfið hafði á þessum tíma og ég er svo sem alveg þakkláttur fyrir það ég valdi iðnskólann strax þá að því að það var eini skólinn sem var að kenna forritun ég var byrjaður að forrita sjálfur og ég hefði ekkert að fara í MR og hvað sem ég sá það fyrir að þetta var langáðulast dæmið og ég rétt náði að fara inn á markaðin og upplifa .com krassið og hérna en ég meina þetta er bara rosa mótandi skilur og þú veist IQ er bara þú veist það er bara eitt af faktorunum sem er í gangi skilur það segir ekkert félagslegan þroska tilfinningarlegan þroska og svo framvegis sko en skólakerfið alveg máttu vera betra en þetta hefur verið mótandi og þetta er náttúrulega hátt IQ er einangrandi upp að vissu leiti þú sér því gegnum fullt af búlsiti Gústaf Jung sagði það að menn sem eru og væru óbúslega gáðar eru óbúslega einmana þú getur lítið á þannig að sem sagt hópurinn sem þú tengi við er þú veist svona fyrir flesta plus mínus 15 stig cirka bát en fyrir þá sem eru mjög hátt uppi þá er það bara mínus þannig að þú veist þeir geti ekki farið í hinn áttina og það eru þar að leiðandi miklu færri og þú veist þeir eru mjög lengi svona skjút á öðrum endanum og þú bara finnur ekki fólk sem þú tengi mikið við eða getur deilt hlutum með og farið mjög djúpt í hluti og mín gagnrýni er helst sko ég er satt í stjórn Tourette á Íslandi Tourette-samtakara ég er með Tourette ég fyrsti strákurinn sem greinist með Tourette 7 ára og ég spyr mig í dag sko af hverju fjandanum var ég ekki bara settur í einhverju greiningu eða eitthvað skilur því þú veist eftir ég fór að skoða einhverju þá fór svona það er fullt af hlutum hérna sem að ég get speklað við sjálf mig og útskýrir af hverju þú veist mér hefur gengið illa í nánum samböndum og hinn og þessu og eftir að hafa lært af sjálfstóðum en ekki frá skólakerfinu og það hefur gert mig að betri manni
þú veist, þannig að ég bara að skilja einhverja þætti sem að voru já, og mér finnst alveg svona svolítið feill að þetta var eina sem var gert sko, og svo sko. Ég hef oft pælt í þessu að það svo oft og svo ríkt í okkur að segja, þú veist, að eitthvað svona kerfi hafi brugðist og eitthvað kerfi ég veit að það svona, ég held að það sé ákveðið svona overdependency á Íslandi á kerfi, við treystum ómikið á það ég bara þetta paradox nákvæmlega þetta paradox, ég alveg sammálaði líka þannig og ef ég hefði ekki þurft að vinna svona úr þessu sjálfur, þá væri ég ekkert maður sem ég í dag En á endanum í rauninni og að því að ég hef verið vinnur hans og kantinum mjög lengi og síðan fara í gegnum bæði Öldu Dali og Öldu Toppa að þá á endanum þurfti hann að feysa alla sína djöfla sjálfur og hann gerir það í rauninni með því að skrifa þessa bók Path of the Dragon sem að fer yfir í rauninni öll þessi tímabil og allt þetta þannig á endanum eins og þú segir þú þarft alltaf að taka það engin sem bjargaði nema þú sjálfur eða í þín tilfelli Jesú, þú gast náttúrulega ekki gert það sjálfur og svo það sé á hreinu að það er bara fyrsti kaflinn sem er eitthvað mig svo er þetta bara lærdómar svo fer ég bara kerfisbundið í gegnum þetta svona ég er ennþá að vinna í þessari bók og ég hef forritað heilt kerfi í kringum að vinna í þessari bók og auðvitað nota ég gerfigreind til að hjálpa mér að skrifa þessa bók því það að í staðinn, ég er búin að lesa þessa bók svona 800 sinnum þú lest bara miklu meira ef þú ætlar að nota gerfigreind í að hjálpa þér að skrifa ef þú ætlar að vera vissum að það sem þú ætlar að skrifa sé að einhverju viti sko. og En þetta nú bara kompass fyrir sól, það sem svo áhugavert að ég er búin að vera í búddisma, ég er búin að vera prófa alls konar andleg kerfi og ég er búin að vera skráður í Jásutrúfélagi frá 2000 og Þú er búin að fara í svona million retreat Ég er búin að fara í alls konar, vera í kakóinu ég er búin að prófa að reyna allt og svo fer ég að skrifa fer í gegnum og bara partur 2 er erfiðasti parturinn og fæstir sem ábyggilega líða það af svo fer ég í erkitýpur og ég fer í innri vinnu og ég fer í allt hvernig líka með virkar og ég fer í ethics hafandi farið í gegnum þetta sækja í hvora aðra, þetta er mjög áhugavert mjög kerfisbundið í gegnum þetta og í svona samhljóm sem er á milli margra mismunandi trúabræða og vísindum þú veist, ég fer alveg yfir í hvernig perception virkar, ég er mikið með taugasálfræði og bara guð má vita hvað ég er ekki að taka saman hana að en þú veist ég einhvern veginn, þeim búin að vinna þetta í gegn það er bara svona, þú veist, ég er ekki trúrækin kristin maður, en kristin gildi samt einhvern veginn bara svona fara alveg í gegnum þetta, þeir svona, Þetta er súper áhugavert þetta er eins og hann segir og við höfum rætt að hann svona, já ok, ég kannski get samt kristin maður þannig, en þessi gildi eru svo mikilvægt Algjörlega og þar er sammálaðir þú veist hver og einn hefur bara sína trú út af fyrir sig en þeir sem að vilja deilinni geta gert það en fyrir mig svona sjálfan að þá sé ég þessi gildi skipta öllu máli til þess að mynda svona cohesive, svona samloðandi samfélag sem að hefur sömu grunnstóðirnar til þess að þessi hægt að saminast hluti og að þjóðarskútan geti stemt í sömu átt en þess að ef allir ætti að fara í sikur áttina þá fer hún ekki neitt og þetta byrjar á sjálfur því ef þú ert ekki með gildin þín í lagi þín innri gildi og þín hegðun er ekki í lagi gaman þínum innri gildum þá eru þín mörk mjög iffi þú getur verið markalaus gafart öðrum og aðrir geta vaðið við þig svo þegar hún að þínum gildum í lag þá fer að hafa þín mörk á hreinu og þú skinnir mörk annar betur líka Akkurat. Og þá ertu kannski orðin hæfur að vera með einhverjum öðrum einstaklingi sem er líka þá með sín gildi á hreinu og ykkar gildi þurfa að vera svolítið í harmonæsera svo þetta sé ekki bara stríðs ástand Tengdu þetta svo við landamæri Já, og svo höldum við áfram svo er að vinahópurinn, það er fjölskyldan það er fyrirtæki sem, þú veist, þessum vinnur þú veist, áfram þarf að vera eitthvað samhljómur milli gildana, þetta minkar skilur, það er ekki öll gildin, en þú veist, það er eitthvað svona grunngildi og þetta þarf og mörkin þarf að þurfa að vera í lagi, eða ekki og svo endar þetta á þjóðferðislegu leveli að það þarf að vera einhvers konar samræmt, einhvers konar gildi Þetta er framlenging á fjölskyldu Þetta er bara framlenging og það er svona eru landamæri alveg eins og bara mörkin, ég meina leið og ég geri of mikið fyrir aðra í einhverju meðvirkni, þá mun ég springa og vera tóksík og ógeðslugur. Leið og ég fer að hleypa allt af mörgu fólki inn á mitt heimili, þá fer mitt heimili að verða rugl og ruslið það ekki. Sundurþykkt. Já, og svona bara heldur þetta pattern áfram út. Þess vegna erum við með landamæri og þess vegna erum við með þjóðir og þess vegna var það ógeðslega blóðugt ferli að mynda þessar þjóðir og mynda þessi landamæri. Og það var blóðugt fyrir Bandaríkin að fara í gegnum sinn hluta
þú veist, borgarastyrjöld í Bandaríkjunum og annað, en svo núna bara eitthvað ætla til þess að þetta er bara að virka. Það sem þú veist, svona eiginlega, bara þess að kóróna, þess að frábæru ræðu hjá þér, sem að ég er 100% sammála, að þá er svo skrítið að vera að kynna, ég ætla að setja það mörk, me too, eitthvað, en svo að það að vera með landamæri, við ætlum ekki hafa nein mörk. Já, þetta er svo áhugavert. Og fattar að þetta er svo mikið paradox innan sömu hugmyndafræðina sem að við köllum woke libtartisma, wokeisma eða hvað vil kalla þetta er svona liberal left, að þetta kontradiktar sjálft sig á mikro- og makroleveli. Algjörlega. Já. Mér finnst þetta frábær samantæk. Ég er ánægður með að þetta sjónarmið ná að koma, því við höfum rætt þetta svo oft, sko. Algjörlega. Já, mér finnst þetta bara að vera svolítið kjarnin og þegar maður fór að sjá þetta og vinna úr þessu og sjá bara þetta pattin, þá bara sér maður hvað er eitthvað óheilbrigt. Menna, ef ég er gestur í öðru landi, þá þarf ég bara að virða hefðir og venjur þar. Já. Og ég vil bara gera það og svo er þetta dýpra það. Ég vil líka fá að vita. Ég vil að mér sé sagt ef ég er að gera eitthvað vitlaust. Bara svo ógeðslega basic hlutir sem er einhvern veginn búið að ég veit ekki hvað ég kalla, bara gaslýsa og bara... Ég er innflytjandi í öðru landi, þú veist, ég bý undir venjulegum kringumstæðum á Spáni þess að dag. Og þú lærir spænsku og þú reynir að gera hlutin eins og þeir. En tökum dæmi, við erum að sjá rosalega mikið stórt íslendingasamfélagar sem að lærir ekki spænsku og bara kemur sér ekki að neinu leiti inn í menninguna þarna. Það lifir í svona íslendingasamfélagi svona sem allt er bara þannig. Það er ákveðin hræstni að það sé oft fólk sem er mikið að gagnrýna að aðri sé ekki aðlega samfélagin. Það er hræstni og ég bjó í Danmörku 1 ár og var bara eiginlega í einhverju íslendingasamfélagi og þú veist, þú þarft að... Ég fór til Brasilíu og var þar í, 4-5 mánuði og þá var ég bara í kringum fólk sem talaði portugalsku, ég hitti engan íslending, það talaði ekki eins og ensku, ég bara byrjaði að læra portugalsku, kannski síðan haldið upp í samræðum á portugalsku eftir svona 5 vikur eitthvað sliðis. Ég meina, ég kom þarna til þess að kynnast menningunni, ég kom þarna til þess að kynnast fólkinu, ég kom þarna til þess að svona sjá eitthvað nýtt. En það er líka málið, og þetta er í rauninni ekki hræstni, finnst mér, en þetta er punkturinn sem við sem erum á móti þessar fjölmenningarstefnu erum að segja. Þegar það eru svona stór samfélög af fólki sem er frá sama landi inn í einhverju erlendu ríki, að þá það sem gerist er að þessi hópur, hann verður bara saman og verður... Klífur sig út og hann aðlagast ekki samfélaginu. Þannig að allar þessar hugmyndir inngildingu sem að þessi skítlippar er að tala þetta er aldrei að fara að gerast. Þetta er bara eitthvað... Við erum komin langt fram úr getu okkar til þess að ráða við þetta. Við erum líka komin á móti grunnhugmyndum lýðræði, frjálst og opið samfélag og að því að það byggir á því að grunngitin séu eins, eða allan að gríðarlega lík, þannig við getum farið saman sem samfélag í sömu átt og allir séu að ráða í sömu átt. Þetta er bara... Tilgangurinn er að þetta grefur undan tjáningarfrelsinu eða þess að gefur yfirvöldum tilefni til þess að draga verulega úr tjáningarfrelsi og svo grefur undan lýðræðinu, skilur við. Við erum að fara að keyra inn í, ef við leifum þessum skítlipum sem er á fjölmiðlunum, sem er á öllum þessum póstum, að halda þessu áfram, halda þessari stefnu áfram, þá erum við bara að fara að sigla inn í dauða. Það er bara eitthvað, við erum bara á leiðinni þangað, skilur við, og þetta er bara augljóst þegar það er að fara að taka okkur tjáningarfrelsi og þeir munu svifta okkur kosningaréttinum og við verðum búa í einhverju svona liberal alræðis viðbjóði. Ég væri miklu frekar til í fasistar. Það er búið að gera mikla sögufalsanir, ég meina ítalskir fasistar og nasistar, þetta voru sósíalistaflokkar. Sjálfsögðu, ég meina þeir heita literally National Socialist og Mussolini var yfir marxista blaðinu, sósíalista blaðinu þannig að þú veist Þannig að endur tekur sagan sér bara og þá getum við bara að halda áfram að spila hvað gerir svo, og hvað gerir svo sami hringurinn í annarri mynd. Það er líka eitt sem búið að fljúa svolítið undir radarinn finnst mér, það kom frétt í dag sem að ég setti inn á Facebooki mitt með hana dómsmálaráðherra. Hún er að tala núna að þurfa að vinna í lögum til að taka harðar á glæpahópum. Það sem er inn í þessum lögum er það að nú erum við náttúrulega með þessi hatursorðræðalög, inn í þessum lögum eru nánast ótakmarkaðar heimildir til að fylgjast með aðilum sem eru þykja grunnsamlegir. Og það sem mun gerast í kjölfarið er bara nákvæmlega sama og gerist í Patriot Act í Bandaríkjunum, allir sem þeim líkar ekki við
verða grunnsanlegir. Nú þarf ekki lengur Við heimild sáum þetta bara með sérstakann Já. saksóknar og svoleiðis að Já, þetta var þetta er alveg bilun. gróflega misnotað gegna ótrúlega miklu fólki Já. og það sem að dómsmálaráður ætti náttúrulega að vera einbytta sér að hafa einhvers konar innra eftirlit með lögreglunni og með embættismönnum að því að það var alveg sýnt sig að þeir eru að eins og allir myndu gera að ef þetta varða þína fjölskyldumeðlimi eða aðra og hér er allir mjög tengdir eðlilega þarf að vera eftirlit með öllum sama með alþingismenn, sama með hvernig við erum að ráða inn í stofnanir og fyrirtæki sem eru á vegum ríkisins, það er alveg augljóst að ef það er ekkert eftirlit með þessu þá myndast einhvers konar djúpríki og það er bara mjög slæmt, við séð það í Bandaríkjunum hvernig það hefur myndast og ég veit það ekki, þú veist, hafið þið mikla trú á lýðræðinu í Bandaríkjunum? Nei, ég bara spyra því að þú veist forvirkar rannsóknarheimildi segir ægir okkamaður forvirkar rannsóknarheimildi Helgi Hrafnarnir með saman alltaf mikið á móti því og eins og við sögum að maður kunna respekta hann fyrir það áður hann fór svolítið í kynjafræðina sem við erum kannski alveg hallir undir Já, það var downfallið hans eins og svo margra góðra manna en menn þurfa að hætta að vera svona, mér leiðist svo að heyra í hægrimönnum tala eins og útlendingamálin sé eitthvað svona einangraður vandi útlendingamálin er bara einn angi af eitraðri hugmyndafræði sem heitir og það þarf að uppræta þetta allt saman þegar ég heyri eitthvað svona hægri menn sem hvað flokku þeir eru sem tala þetta sem eitthvað einangar vandamál og þegar við leysum þetta að þá verður einhvern veginn allt í góðu bara guess again motherfucker, það er ekki afsakanir og alltaf en farið og ráðist á fokkin þetta lið þetta er bara ein stór ógeðsleg marxís viðbjóðsfræði og það þarf að uppræta þetta er arfi og það þarf að slíta hann upp með rótum og kveiki það er líka bara ótrúlegt að horfa og hvað kemur hann besti flokkurinn og komið einhver svona endalösa ríkisstjórnir að koma og springa og svo kemur bara dýrasta óformlega ástasamband Íslandsugunar milli Bjarna og Katrínar og bara ríkisstjórn sem ég veit ekki hvað var að gera sem að setti bara olíu á eldin í öllum þessum málum hérna og ég ætla bara einhverja aftur á því að við stjórnleysi sem búið að vera að eiga sér stað, þetta er ekki bara svik við okkur sem eru fætt á uppalinu, þetta er líka svik við alla þá sem hafa komið hingað til þess að lifa íslensku lífi, til þess að fá skjól og fá hæli að þetta er komið út fyrir öll mörk núna, við börnin mín sem eiga að lærfa landið og það er bara einföld starffræði og það þarf ekki að gaslýsa mig frá því, við erum bara með x marga lækna, barnsmóðir mín er heimilislæknir ég þekki bara hvernig það er að fara í gerum námið ég veit hversu ömuleg aðstæðan hefur verið á spítalunum heil lengi og bara annar staðar og til dæmis bara til þess að heimilislæknakerfi virki þá þarf einn heimilislækni á hverja 1000 á landinu við erum með einn á hverjum 2500 skilur og þetta er þannig á Suðurlandi að ef þú þarft að fara til heimilislæknis og þú ert ekki bara að drepast þá sagt kom til haust af því að það er svo mikið og þú veist þá eru líka bara ferðamenn og annað bara innviðir eru í rugli og það er skammtíma hugsun hjá öllum skammtíma gróði, skammtíma hugsun græða á þessu og líka bara hvernig við höfum svo sjálfur að fara með útlendinga sem við höfum ekki að borga laun, við höfum ekki, þú veist þetta er bara stjórnleysi þetta er svo líka hugmyndafræðin það er nóg til það er nóg til það er svo peningar vaxa til rannum það er nóg til, þetta er bara lið sem bara þarf að skalla vegg þetta er gaslýsing og þetta er líka bara merki það að partar í fólki eru bara ekki búin að vaxa upp úr grasi þetta er svona barnsleg hugsun öll dýrin í skóginum er að vera vinir peningar vaxa bara til rannum það er aldrei þurft að bera ábyrgð á neinu það er aldrei þurft að gera neitt hagkerfi virkar, hvernig peningar eru til heldur að fá bara ennþá í skógin frá jólaseinunum kalla atvinnuleysispætur þetta eru aumingjar bróðir minn sem var að vinna í Nígeríu þegar Samherjamáli komu upp að sem að hópur manns var á bryggjunni með sveðjur og annað hann sagði þeir sem vilja flytja inn magna sómölum þeir ætti að fara aðeins til Sómalíu og prófa að vera þar í svolítinn tíma, hann þurfti að gera það vegna vinnunar. Senda konuna sína ánga? Það er ákveðin svona upplifun. Já, ég trúi. En ég bara svona til að undirstrika þess að þú varst að segja með biðina og hvað hún er orðin óheilbrið í á lækna. Ég var á fara með aðila þegar ég var fangaverður á neyðamóttökuna og það kemur inn aðili sem var bara með fötu og hann var að æla blóði þau spurði hann hvort hann gæti komið aftur á morgun ég er ekki að grínast ég átti ekki til orð hann var með fötu og hann þurfti að æla hann einu sinni meðan hann var að bíða og hann var sagt að væri svona 6 til 8 tíma bið
það náttúrulega ekkert eðlilegt í það frekar en að þið kökkarnir séu hérna bara í símanum eins og hálfvitar. Ég er að tjekka kommentin. Ég er að skoða kommentin. Hérna er fáfræði nýja trendi hjá okkur, ég veit ekki hvort það er verið að ræða við okkur eða einhvern annan. Mér fannst ákveði hérna með það sem að hann Ég vil bara gera ráð fyrir að hann annarkvort viti ekki hvað hann er að tala eða þá hann sé að tala með einhvern annan. Hvað er rasismi? En hérna hann Hallgeir sagði, mér langar að ræða eitt hérna áður en við slútum þessu. Fokk sama, skilju. Þetta er rasismi, þú mögt ekki segja þetta. Þetta virkar ekki, skilju. Þetta virkar ekki lengur. Það virkar ekki lengur. Fakkalega kúuna sétt, skilju. Þú mögt ekki segja þetta er rasist. Hann Hallgeir sagði, ég hef ekki ennþá séð nein gögn, sannfærandi gögn fyrir því að kristni sé sönn. Og er þetta ekki bara munurinn á milli, þessna heitir þetta trú? Leitaði betur. Heru, ég ætla að koma með punkt hérna sem að ég er með, það sérstakur kapli í bókinu minn þetta. Nú er ég búin að vera í hugbúnaðargerð, ég er búin að vera í háskóla, ég kláraði aldrei masterinn í hugbúnaðarverkfræði, þannig ég er að passa með að kalla mig ekki hugbúnaðarverkfræðinga þegar ég má það ekki sem lögum. Þannig að lógík og vísindi er búið að vera stór partur af mínu lífi, alla mína æfi. Og málið er það að hérna Gödel, starffræðingur á sínum tíma, hann sannaði það. Nú verði ég að míga líka. Í starffræði og í nægilega flóknum formlegum málum, þá er til segðir sem er hvorki að segja sér sannar eða ósannar. Og ég leiði þetta út í bókinni, í hérna kapla 10 held ég að sé, hérna Limits of Logic. Þetta þýðir það að þú getur aldrei náð tungumáli, þú getur aldrei náð utanum allan raunveruleikan. Já. Því það er verða til, og þetta er sannað. Og hérna, þannig að það er til segðir sem getur bara aldrei sagt að séu sannar eða ósannar. Bara leiður komið nógu flóki kerfi og það er til þess að bara að segja hérna, þessi setning er ósönn. Það er bara hérna, er hún það? Er hún það ekki? Er hún það? Og þar að leiðandi, þá munum við aldrei saman hversu flóki tungumál og hugtöku búin til, saman hversu formleg kerfi búin til, saman hversu búin til flóknar tölvur, forritið annað, við munum aldrei ná alveg utanum allt. Og þar að leiðandi verður alltaf the divine, guðlega, það er alltaf annað, skilur eitthvað út af okkur. En þetta er líka pínu, víst að við erum komin allarleið þarna í heimsbyggina, það langar mig aðeins að bæta við þetta, við erum mótið djúpir. Þegar menn segja, er þetta sannað? Er hitt sannað? Og langar mig að benda þessum ágæta manni á það að í vísindum er aldrei neitt sannað. Og samkvæmt þeirri heimspeki og aðferðafræði sem að vísindi byggja á, sem að koma að stórum hluta frá Popper og Kuhn, heimspekingunum, Karl Popper og Thomas Kuhn. Og þá er hugmyndin svo að þú setur fram kenningu og þú reynir að hrekja hana. Þú sannar hana aldrei. Þannig að þú getur fengið óendanlega margar vísbendingar að hún sé sönn, en þú getur aldrei sannað að hún sé rétt og þar að leiðandi ágændi kommentari að þá þar að leiðandi getur ekki sannað en eitt sé satt. Þetta segir okkur líka það að ef hugmyndin var að grafa undan trúnni með því að challengera það með aðferðafræði vísindana, þá varstu basically bara að segja að þú skilur ekki aðferðafræði vísindana. Það er bara svolítið þannig. Þannig að ég sé bara skákum átt. Falsifiability er þetta sem að Karl Popper kom með og hann notaði einmitt afstæðiskenningu Einsteins og Einstein var með til dæmis dæmi hvernig var þetta afsanna og svo það var þegar Merkur var að ganga í kringum sólina og þið getur beitt ljósið. Svo fóru þeir að svaka ferðalag til Afríku til þess að mæla þetta og kom ljósa að hann spáði líka rétt fyrir því sko. En málið það bara öll módel eru röng en sumir gagnleg. Þetta er svona beinþýðing af... Já, í rauninni, hann segir frá því í kenningunni að þetta sé besta nálgunin og sannleikan sem að til í dag, en hann sé ekki í nokkrum vafum að það mun koma betri nákvæmari kenning og fyrir það er Einstein í rauninni alveg ótrúlega sérstak. Já, ég meina, og þetta eru raunverulega vísindi, því að og þetta er auðmýkt til þess þarf til þess að vera. Þetta er besta mögulega þekking sem við höfum í dag með að við rannsóknur og gögn og módeleringu, en það þýðir ekki að þetta sé sannleikurinn með stóru S-i og 2 N-um sko. Og það verður aldrei þannig, því að við erum alltaf að læra meira og meira og betur. En það sem kemst nálægast því að vera sannleikurinn með stóru S-i og 2 N-um er starffræði. Og Plató talaði til dæmis það að, þú veist, fyrir honum var til svona æðri heimur sem var bara, þú veist, platonísku
form og starffræði, þú veist, það væri vítin sem allt komið frá, sko, af því að, þú veist, raun og veru 1+1 = 2 er svona eilífur sannleikur, en meiri segja í starffræði, sem er tautology, þá eru þversagnir þar, með tóma... Það eru konið helviti djúpt. Þannig að fyrir þá sem að, þú veist, ég bara hvet fólk til þess að kynna sér, fara djúpt í sögu heimspeki vísinda og átta sig á því að þetta er besta tól sem við höfum haft, en þetta er heldur ekki sannleikurum í stóru S2 rennu. Og það eru margir sem halda það, en það er bara ekki alveg rétt og þegar þú lærir heimspeki og vísindalega aðferðafræði og tekur mjög langt, að þá lærir að bera virðingu fyrir trúarbrögðum, af því að það er bara svoleiðis. Það er rosalega, það einfaldar og gerir lífið rosalega gott að lifa á spiritual level. Mér finnst vantar eitthvað, mér finnst andlegt, ekki lýsa nú vel, en á trúarlegu leveli að lifa eftir einhverjum sem maður upplifir að sé bara sannleikur og fara eftir því. Ég kalla þetta að lifa eftir eigin samfæringu. Já, og þú veist, og frelsið er oft inn í, að því frelsið, menn halda oft að frelsið sé bara að gera sem maður vill, skilur við, en frelsið er oft einmitt að vera innan einhvers konar ramma, inn í einhvers konar reglu, og þar finna menn einhvers konar frelsið sem er kannski hljómar galið, þangað til maður upplifir það. Þetta er bara ekkert galið, menn það má líka segja að stór hluti að því sem við erum að sjá gerast í heiminum sé ekki bara út af framþróunin tækni og afleiðingum því, heldur líka bara að fólk er að yfirgefa trú. Og þú yfirgefur ekki trú, það kemur bara einhver dogmatism í staðinn. Þú líka að kalla þetta hömluleysi. Einhver narratív. Hömluleysi, skilur. Ég meina að þú veist, feminismi er trúarbrögð að vissu leyti, vókismi er trúarbrögð að vissu leyti. Mjög augljóst. Og þetta, þú skoðar sögu mannkynsins og sögu Evrópu, ég meina þetta var mikið bara fanatismi og dogmatismi og hvaðan gefum við nú blóðið. Og þannig getum við aftur farið í narratífu og þú veist, og ég lifi eftir þeirri narratífu að Jesús Kristur sé lifandi Guð og hafi verið krossfestur og dó fyrir syndir mínar og eitthvað svona og þú veist, þetta er bara narratíf sem menn hafa lifað eftir og gefur af sér bara mjög góða ávexti. Svo er þetta að skoða, hver er ávextinir af því að lifa eftir þessi liberal woke narratífi, eftir þessu feminisman narratífi og eitthvað svona. Við erum bara búin að sjá núna hver er ávextinir af því að lifa eftir þessari narratífi og sko, Hallgeir segir hérna að kristni myndi ramma fyrir þig eru ekki rök fyrir að trúin sé sönn. En málið er að hún þarf ekki að vera sönn fyrir því. Það er bara það, ég er búin að hrekja þetta, það þarf ekki að... En þetta er bara svo einfalt. Hún er það hér. Málið er bara það, ég tók þetta og ég hrækti þetta gjossanlega á það, það þarf ekki að gera það aftur, sko. Málið er það að, ég lít á biblíusögur sumar, ég fann að horfa á þetta öðrum mögur núna, eftir það sem ég er búin að gangi gernum. Narratífa til að lifa eftir. Ég er ekkit að horfa á þetta sem að þetta hafi gerst í alvörunni, ég er að horfa á þetta sem góðar sögur hluti sem koma upp aftur og aftur í lífi hvers og eins og í samfélögum og góðgildi, þetta er erkigýpur, já, nákvæmlega og það sem er annað sem að fólk er að þjásta við dag er svona literalismi. Og líka bara það, þú veist, þú heyrir það bara viðkomandi er ekki búin að lesa bókin, hann er ekki búin að kynna sér þetta, hann er ekki búin að stúdera þetta, hann er ekki búin að fara það leið. Þegar þú áttar þig á því sem þú ert að segja, að þú veist, þetta er svona eins og þróunarfræði mannsins í stórum kerfum. Þess að þú sér hvernig þjóðirnar og maðurinn er að breytast í gegnum testamentin, hvernig hann er að breytast í gegnum Genesis. Þú sérð alveg að það er að verða félagslegu þroski. Þannig að mannkynið er að þroskast alveg eins og barn er að þroskast. Já. Og þannig að þú veist, þú getur ekki kennt barni bara strax afstæðiskenninguna. Þú þarft að gera þetta í einhvern skrefum. Þú veist að kenna 1+1 og svo kemur þríhyrningafræði og svo framvegis. Þannig að alveg sama hvað trúarbrögðu tekur fyrir, þetta er alltaf gert í skrefum, sko. Ekki gert í skrefum, en þegar þroski er í skrefum og þroski krefst líka áfalla til þess að vinna úr. Og það er þar sem trúin kemur og gefur stuðning. Og ég trú ekkert á því að Guð sé einhvern á himninum með eitthvað. Ég get alveg farið í simulation theory og ég get farið að hugsa út í að við búum í svartóli og æðri víddir og svona og sé einhvers konar endalausi fræktar. Hvað ef hann væri sterkari? Og Guð, skilurðu. Hvernig ætlar að útskýra þetta fyrir mönnu sem voru uppi fyrir 2000 ára? Það þýðir ekki. En málið er að því að tungumálið okkar mótar heilan á okkur og mótar okkur og hugtök og tungutök gera það. Og þess vegna er propaganda líka tæki. En sko nú er ég aftur að detta í burtu í miðjum punkti, sko. Já, við vorum að tala hvernig mannkynið þróast, hvernig propaganda og hvernig þú getur séð aðri veru sem, þú veist, í einhver annari víti eða... Já, ég meina, ég bara dæmi
sko, bara, ég vildi óska þess að H.C. Andersen sögurnar eins og væru hérna 1980, þær voru bara kendar krökkum, því að þær eru strax með rosalega góðum hlutum, Úlfur. Já. Það ekki gott. Bróðum minn ljónshjarta, alls konar stöff. Keisarinn í engum fötum. Já. Hvað það að kenna okkur? Það að kenna okkur að fyrring hefur alltaf verið hluti af mannlegu samfélagi. Það hefur alltaf verið það fyrst að allir trúðu því að keisarinn sem labbaði nakin, að því að bara allir með í því að trúa því að hann væri í nýjum fötum, nema barnið sem sá sannleika og sagði, herru, hann bara allsber. En svo, það er gott að hamra hérna á einu og kannski við ættum líka að fara að enda þetta. Fyrir þá sem að halda að þetta er lengsti þáttur ever, sko. Fyrir þá sem að halda það taka þessu, einmitt þú segir, öllu svo bókstaflega. Það fleiri en ein sköpun að sagði í biblíunni. Augljóslega þetta dæmisugur, þannig ef þú ætlar að skilja þetta literally, það ertu bara fíbl. Bókstafurinn deyðir, segir í biblíunni. Ásatrú að þá er ginnungagap og Óðinn og hann átti ykkur 2 bræður og þeir voru búnir til úr ykkur trölli og lalalala, skiluru. Og það þýðir ekki það að viskan sem er til þessi háamálum, hún segir ekki svirði. Akkurat. Skiluru. Þetta snýst miklu meira bara mannlega visku sem er búin að koma kynslóð fram að kynslóð. Og eins og segja, það þarf ekki annað en að skoða bara íslensk orðatiltæki. Enginn verður óbarinn biskup, sjaldan er ein báran stök, koma tímar, koma ráð. Menn þetta bara spiritualismi, þetta bara, þú veist, bara í essens bara, og sama á við mikið af þessum trúarbröðum. Þetta bara svona, hvaða, þú veist, bara ná að tengja við þetta. Men hvað viltu frekar? Endar þess að materialisma og konsumerisma? Þetta svo áhugavert. Ég frelsast að byrja að tjá mig á X-inu, ég veit ekki hvort það eitthvað fylgjast með þar, en einmitt allt þetta myndmál og einmitt myndmáli í biblíun og allt þetta dót til þess að láta lífið make a sense. Ég hef svona orðið eitthvað meira ljóðrætt, eða svona, bara sjá, þú veist, að lifa eftir þessu sög. Ég er endalaust alltaf að tala narratífur og mér finnst að þetta er svo áhugavert og bara lífið verður svo skemmtilegt og lifandi og þú veist, þessar sögur þeir verða lifandi í manns eigin lífi, þessar biblíusögur og maður bara svona, þetta er raunverulegt, þetta lifna við og tala um að biblían sé lifandi bók, sko, það er alveg raunverulegt og og bara, þú veist, það gengur ekkert að vera eitthvað að reyna að sannfæra menn bara, já, þetta er sannleikurinn eitthvað svona ekki, bara, þú veist, prófa að lifa eftir þessu, bara sjáðu hvað gerist, skilur, sjáðu hvort að lífið batni kannski bara ógeðslega mikið, hvort það veri bara skemmtilega, hvort það veri meiri litur og gleði í lífinuðinu, hvort það bara, þú veist, að þetta er narratífa, þetta er eitthvað svona sannleikur sem er þess virði að lifa eftir og lifa fyrir og ég myndi segja að svona narratífa sem við höfum lifað eftir í samfélaginu undanfærin ár sé bara ekki þess virði að lifa eftir og við sjáum ávexti þessar narratífi bara mjög skýrt. Við erum bara að skapa vont samfélag og það er líka hlutað í okkur ég er að taka virkari þátt og stíga aðeins upp aftur, vitandi það að ég get verið drullu skotið niður hana. Ég á 2 stráka, 15 og 10 ára. Mér líst ekkert alveg á framtíðina sem býður þeim, skilur, og ef ég ger ekki eitthvað núna, ef ég stend ekki eitthvað upp fyrir þá, hvað þá, skilur? Það sem mun gerast á næstu mánuðum er að fleiri og fleiri vilja spyrja sjálfa sig að þessari spurningu svo spyrja þig og átta sig á því, nei, ég hef engu að tapa, nú ætlum ég að fara full force og við ætlum að sigra þetta og þess vegna veit ég bara að við erum að fara, allir þessi liberalismi, þetta er dögt, sko. Ég á 3 dætur, hvað heldur að mér finnst um þessa þróun? Nákvæmlega. Það skiptir engu máli hvort það syni eða dætur, það breytir engu máli. Þú veist, þú vilt ekki þetta land fyrir, þú veist, það skiptir ekki máli á hvaða kynið vart. Nei, ég meina, ég bara þetta land ekki fyrir neitt, við þurfum að breyta þessu, nei, ég bara segja, þegar hann segir stelpur og segir stráka, ég bara segja, þú veist, þetta er bara ekki gott fyrir neitt og við þurfum að breyta þessu, það eru lokaorðin hérna. Yes! Það er yfir 50 manns ennþá að horfa, það voru 60 manns bara fyrir smástundu og það eru komin Takk fyrir að vera með okkur í kvöld. 100 í heildina. Sko, mér langar að segja eitt ári við slúttum þessu, það er að vonandi, þá það væri geggjað ef við náum að vera með doubleheader 50 dag og 1. dag í næstu viku, þannig að takk allavega 50 dagskvöldi frá við þannig að bara vonandi 1. daginn líka, kemur í ljós fljótlega og bara, þú veist, takk æðislega fyrir þetta er bara geðið, ég þarf að slökkva útsendingunni sjálfur, tæknimaður Ég lað mig svo fast í borðið að ég hafði slökkt á þetta